Já, velkomin að Rauðaborðinu á 50. 10 dagar til kosninga, spenna í loftinu, það setur sín á dagskrána hér í kvöld. En samt ekki alveg því að hérna í lok þáttarins að þá kemur hún hingað Lára Sóley Jóhannsdóttir sem framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands og hann Björn Þorláks ætlar að ræða við hana. Sinfóníunni vakið svolítið athygli erlendis og tímamót framundan og þau ætla að spjalla aðeins það. Áður að því kemur að þá kemur Steinunn Þóra Árnadóttir sem formaður velferðarnefndar Alþingis. Ég ætla að ræða við hann húsaleigulögin. Ég hef svolítið gert það hérna undanfarið. Fékk meðal annars fulltrúa úr verkalýðshreyfingunni og leigjendasamtökunum til þess að meta þau. Það var svona ágreiningur það hvort að þetta væri skref sem væri lítið, hænuskref sem væri kannski ekki þessi virði að stíga. Ég ætla að ræða við Steinunni Þóru húsaleigulögin, stöðu leigjenda. Hvort að hún telji líkur á því að lögin fari fram á þessu þingi, en við vitum það að það ágreiningur á milli stjórnarflokkana það. Það hefur ringt yfir nefndina athugasemdir frá leigusölum sem að telja verið að þrengja að sínum rétti leið og það hefur verið að bæta eilítið rétt leigjenda. Við höfum fengið hingað forsetaframbjóðina í vikunni og aðeins í síðustu viku til þess að ræða svona mál sem að þeir leggja sérstaka áherslu á. Hugmyndin sú að forsetakosningarnar ekki bara persónurnar sem að bjóða sig fram, heldur líka málefni, samfélagið okkar og jafnvel heiminn. Og í kvöld kemur Baldur Þórhallsson til mín og ég ætla að ræða við hann fyrst og fremst stöðu smáríkja í ótryggum heimi, en hann hefur náttúrulega sem stjórnmálafræðingur verið að rannsaka það í áratugi. Þannig að við ætlum að ræða aðeins utanríkismál sem að mættu að ósekju vera stærri hluti af umræðinu forsetakjörið, en svo ræði ég líka aðeins við hann svona mannréttindamál, en hann hefur lagt áherslu á það líka í sínu framboði að forsetinn eigi að vera forseti allra í samfélaginu og þurfa að lyfta upp þeim sem eru veikir fyrir, kúaðir með einhverjum hætti eða afskiptir. Ræði hérna við Baldur Þórhallsson eftir. En áður en að því kemur að hafa svona eins og við stundum haft hérna við Rauðaborðið, svona spjall ýmiss konar fólks þessar forsetakosningar, þannig að þetta svona skemmtilegt umræðuefni eins og þið vitið svo sem að fólk ræðir þetta hvar sem þið komið. Og ég ætla að fá hérna Jakob Bjarna Gretarsson sem blaðamaður á Vísi og Sigtrygg Ara Jóhannsson sem ljósmyndari og Helgu Arnardóttur sem fréttakona og fjölmiðlakona. Við ætlum að ræða svona ýmsar hliðar af kosningabaráttunni, umræðu þættina, hvernig frambjóðu koma út, hvernig umræðin á samfélagsmiðlum og annað tilheyrandi, og ég held að Björn Þorláks muni slást í hópinn þegar líður á samtalið. Þetta prógrami sem við bjóðum upp á í kvöld hérna á Samstöðinni, sem tilraunaverkefni sem við erum að reyna að búa til fjölmiðil nánast úr engu. Byrjuðum eiginlega bara með eldspýtustokk eins og við segjum, Zoom-útsending á Facebook, en hægt og bítandi hefur Samstöðin vaxið og dafnað og nú erum við á Facebook og YouTube og við erum komin í allar hlaðvarpsveitur. Við erum í útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þær útsendingar líka á spilarann, bæði spilarinn.is á netinu og spilarinn líka app sem má hlaða niður í símann og hlusta á Samstöðin á allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símannum. Þar eru nú með 5 á fjarstýringunni kannski, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptafinu líka upp á Samstöðina sem 24 tíma á sólarhring, 7 daga í vikuna, allan á þessu hring, samfélagsumræða við þetta Rauðaborð og í öðrum þáttum Samstöðarinnar. Þetta hefur okkur tekist að byggja upp með stuðningi fólks. Það eru samkvæmt könnunum frá því sem orðnar næstu 2 mánaða gamlar, að þá eru 37.000 manns sem að horfa á þætti Samstöðarinnar í hverju viku. Af þeim eru tæplega 1300 áskrifendur. Það eru þeir sem að hafa eiginlega tryggt það að við getum gert það sem við erum að gera hér. Ég hvet ykkur sem að viljið styðja okkur að gerast áskrifendur. Hugmyndin sú að Samstöðin verði með tímanum öflugur umræðuvettvangur og fjölmiðill sem í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. Þið getið gert áskrifendur með því að fara inn á samstöðin.is, þann hnappur sem ástendur áskrift. Þið getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónur sem grunn áskriftin, þið megið borga meira ef þið viljið, og því sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, og það Alþýðufélagið sem á og rekur
samstöðuna. Fyrir 2.500 krónum á mánuði þá fáið þið allt efni sem við búum til hér en eigið líka fjölmiðl í félagi með öðrum inn í Alþýðufélaginu. Þetta nú fyrirlesturinn minn í kvöld, framundan örstutt auglýsingahlé og svo vindum við okkur í fjörlegar umræður forsetakjörið. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Það eru forsetakosningarnar og við reynum að fjalla þær hérna með ýmsum hætti við rauða borðið og stundum fáum við svona alls konar fólk að borðinu að ræða það, hvernig það kosningabaráttan lítur út svona gagnvart fólki. Og hingað komin ágætis hópur, Sigtryggur Ari Jóhannsson, kallaður Diddi, ljósmyndari. Og Helga Arnardóttir, fréttakona, blaðakona? Fjölmiðlakona, já, það ekki, og handritshöfundur og kvikmyndagerðar maður, svona, í hjáverkum. Og Jakob Bjarnar Gretarsson, stundum kallað Kobbi. Já, sumum. Sumir kallað mig Bobba. Bobba, já. Það mjög gamalt úr Hafnarfirði. Hvað finnst ykkur það? En yfirleitt nú bara kallaði Jakob. Já, má ég aðeins taka auka mál fyrir að því hérna Diddi? Já. Þú ert oftar kallað Diddi eftir Sigtryggur Ari. Já. Ég þekki þið bara sem Sigtrygg. Þetta bara Sigtryggur, ljósmyndari. Og þú ert Bobbi. Því að ég hef tekið eftir hjá svona kynslóð dóttur mínar að þessi nöfn eiginlega hverfa úr málinu. Já, það. Já, það engin Nonni eða ekki eins og Siggi. Jóni með frumlegt nafn. Fólk byrjað að skýra hvort annað Óli af því að það ekki kallaður Óli lengur. Mjög athyglisvert. Hvað veldur heldurðu? Ertu með einhverja kenningu þetta? Ég held að það sé að litið á þetta sé svona niðrandi að fólk eigi að hafa með full nafn. Á sama tíma sér maður nöfn lengjast gríðarlega. Maður ekki komin bara með 4 og 5 nöfn. Já, ég veit það. Kenna sér báða foreldra. Það var nú svona millennial kynslóðin sem að byrja á því. Og svo það væntanlega kynslóð Z, Gen Z sem þau kalla sig sem að vilja ekki þessar styttingar sko. Nei, einmitt. Þessi vannvirðing ef ég kallaði Didda. Já, ég veit ekki hvort þau sjá þetta sem vannvirðingu, þetta bara þeirra tíðarandi sko. Þau eru helst ekki að hugsa þetta sem einhverja vannvirðingu sérstaklega. Það var til dæmis fyrir vestan að þá var fólk nefnt eftir sko móður sinni og ömmu eða pappa og afa, allt ekki heiti Gau, allt saman í svona styttingum. Já, og þótt ekkert niðrandi. Alls ekki. Ég alveg uppið það sko að kalla bara foreldra mína báðum nöfnum, það að segja fullum nöfnum, ekki dóttir, son, heldur mamma mín heiti Margrét og þegar hún var kölluð Magga þá bara gjörsamlega sko sá ég axlirna bara þjóta upp af pirringi sko, þannig að ég kalla alla sínum nöfnum. Nema að ég sé beðin annað, það var einu svona skrift á RÚV sem hét Systa og ég alveg, það er nickname, hvað ætlum hún heiti? Hún heiti Þuríður, Þuríður, getur þú aðeins, í guðana bænum vill ekki kalla mig Þuríður, minnst eins og sést að skamma mig, þú veist, þannig að það Það er þessi nefnir Þuríður, það er þessi Rúrí sem rosa fallegt svona gælunafn, en það er að hverfa, því að Þuríðurnar heita bara Þuríður núna, ekki Rúrí. Já.
Og mörg svona fallinöfn sem að fara. Og sonur minn heiti Jakob, sko. Og hvað kallar hann verður aldrei, kallar Bobby. Nei. Aldrei. Herðu, þetta var svona forréttur. Forsetakosningarnir eru aðrétturinn. Hvað segið þið? Jakob, hefur þú gaman að þessu? Já og nei, sko. Ég verð bara rugglaður í rýminu. Ég hef nú ekki lagt lag mitt við neitt frambjóðanda. Ekki að því að ég megi það ekki sem blaðamaður, heldur bara að ég hef heyrt hérna í umræðunni að þetta sé allt frábært fólk, en ég er nú ekki jákvæðari en svo að ég finn eitthvað að öllum, sko. Það er náttúrulega mjög svona diplomatist að tala þetta sem lýðræðisveislu og þarna sé hver skrautfuglinn af öðrum, en ég á nú bara erfitt með að sjá þau flest þarna fyrir mér á Bessastöðum. Þú myndir auglýsa aftur ef þetta verið starfsmannaviðtal. Þú væri sægir þennan listaðir fólk sem var að segja þá myndir þú segja, heyrðu þau strákar, eigið ekki að auglýsa aftur. Nákvæmlega svolítið þannig, sko. En sko að því gefna ég er náttúrulega að tala fyrir því að þetta embætti verið lagt niður, þannig að mér ætti í raun og veru að vera alveg sama og ætti þess vegna bara að styðja það þann lagasta ef að svo má orðið komast. Þetta er svolítið dimm sín sem að... Já, sko ég er nefnilega ekki svona, þú veist, svartur. Þú ert víst svartur, kolsvartur. Það er bara eitthvað þess að kostingar sem kveikir og upp í þér. Já, en leiðir þetta rosalega skemmtilegt. Þú var samt svo jákvæður eftir hérna fyrstu forsetumræðnar á RÚV. Þau voru all frábær. Já, það voru fyrstu umræðnar og ég mitt. Í einhverju svona ofsagleði þá ritaði ég þetta á Facebook. En mér fannst það bara frábært að segja þetta, því að þau voru, maður hugsaði þarna, ok, nú get ég ákveðið mig. Þau eru þarna 12 bara. Þetta var var þetta 3 tíma útsendinga eða eitthvað. Þetta var geggja sjónvarp. 2,5 tími. Já, þetta var geggja sjónvarp og ég skemmti mig konunglega, en ég var ekki komið með niðurstöðu eftir þetta prógram. Því að það var líka svo magnað að sjá þennan ólíka fjölda fólks koma saman. Þú veist, þarna ertu með stofnun, þú ert með hálfa stofnun, þú ert með enga stofnun, þú ert með listamenn, þú ert með róttækling, þú veist, mér fannst þetta svo skemmtilegt að horfa upp á, en af hverju er ég ekki búin að ákveða mig? Og af hverju ert þú búin að ákveða? Það er bara mjög góð spurning. Ert þú búin að ákveða? Hvað ég ætla að gera? Já. Nei, ég hef svona ákveðna vísbendingar hvernig mér langar að gera þetta. En ég hef eins og alveg tekið þá leið á þetta núna. Ég er nánast sniðgeng umræður þetta og hérna það Ég fekk þig mynd út af því að þú fulltrúi þeirra sem vita í raunhuglega ekki að séu forsetakosningar. Ég held að það sé bara algjörlega valið nálgun og ég held að ég sé ekkert einn það en ég er kannski minnihluta en hérna ég hef bara ákvað að líta svo að það væru bara önnur mál sem væru brýnni og merkilegri til þess að hafa skoðun á þessi misserinn ekki það, og ég hef engan sérstakann áhuga á þessu forsetaembætti, ég held ekki að það sé mikilvægt og ég líti ekki svo á að það ráði úrslitum eitt í neitt, hver fer á Bessastaði og hérna hins vegar er fólk þarna í framboði sem er líst bara ágætlega á og er alveg útilokað að verði forsetar og þannig að það skiptir heldur þá engu máli hvaða skoðun ég hef á þeim, sko. Nei. En hvað finnst þér hafa staðið upp úr? Þegar þú ert markvisst að útiloka þetta, hvað finnst þér svona rata inn? Já, það sem að stendur upp úr finnst mér vera í almannarýminu svona einhverjar umvandanir fylgisfólks hvernig skoðinni maður eigi að hafa, hvernig maður eigi að mynda sér þar, hvað maður megi segja, hvort maður megi vera á móti einhverjum út af einhverju og má maður það jafnvel ekki. Ég skil bara alls ekki hvernig svo umræða fer fram í lýðræðis hugsun í almannarýminu að einhvað annað fólk sé að vasast í því hvernig ég mynda mér skoðun og hvort ég er yfir höfuð á móti eða með einhverju. Þessi umræða er náttúrulega gegnum gangandi bara sem er hérna Ditti minn, mér finnst að þú ætti nú ekki að segja þetta allra síst núna þessa mannesku með þessum hætti sem þú gerir. Akkurat. Þetta er eiginlega linnulaust. Það er alveg linnulaust og þetta er alveg þegar meiri hátt að della og fer gegn grunnhugmyndum lýðræði held ég, sko. Ég held að ég geti bara
verið ósáttur við Katrínu eins og fullt af fólki og bara lagst á árarnar með að hún verði ekki forseti, bara eins og mér sýnist á þess að fólk úr hennar stuðningsliði sé eitthvað vasast í því. Finnst þið það ekki? Þú veist, það er náttúrulega bara, þetta er rosalegt áreiti, það er erfitt að ætla að exklúta þetta. Þú veist, þú er bara að vera einhverstaðar, bara það sem er ekki Wi-Fi, sko. Akkurat, já. En það sem að ég einhvern veginn, og eftir að þú baðst mig að koma hérna í dag, þá fór ég og horfði á forystursæti, horfði á Höllu og ég horfði á Katrínu. Moggi var ekki ánægður með Katrínu. Það er með Stakstein í dag þar sem er að skamma Sigríði Hagalín fyrir að hafa lesið upp spurningar eins og hún hafi ekki búið til sjálf. Já, veist það, ég er svo fullkomlega ósammála. Óvið bara ykkur dellu, hugarburður. Þetta var algjörlega grjóthart viðtal hjá Sigríði Hagalín og ég var ótrúlega ánægð með það og ég er ótrúlega ánægð með það að ég horfði líka á Jón Gnarr. Ég horfði voðalega alvarleg á Jón Gnarr og svo bara sprakk ég bara í fyrsta síkvens þegar hann var að sína myndir af sér þar sem stóra systir hans var að skeina honum. Hann er náttúrulega bara fyndinn og skemmtilegur. En ég einmitt horfði á forystursæti með Katrínu og ég svona framan af fannst mér hún vera bara svona, bara æðrulaus og svona einhvern veginn slök, bara eðlileg og eitthvað svona. Og ég var svo ánægð með nálgun Sigríðar og þeirra að taka ritstjórnarlega ákvörðun að hún fengi öðruvísi meðferð. Hún á að fá öðruvísi meðferð. Svo þegar bara líður á viðtalið og hún spyr hana, hún Sigríður að því hvort hún sé yfir höfuð hæf bara að taka afstöð til frumvarp sem sjókvíeldi. Hvort hún þurfi í raun og veru ekki bara að vísa því strax í þjóðaratkvæði til að taka af allan vafa. Og þá einhvern veginn, það var eins og einhver mekanísk bara breyting á Katrínu sem var búin að vera bara svo mjúk og þægileg og opin og hjartahlý. Þá settist forsætisráðherra í stólinn, einhvern veginn fannst mér. Og ég bara þekkti augnaraði þegar hún setur svona í brýtnar og það bara, ég er ekki sammála því. Þetta er ekki hlutverk forseta. Hlutverk forseta er að og bara, hún kann kerfið. Og ég segi, já, nýbúin að horfa á Jón Gnarr þegar hann sko er spurður mjög af Jóhanni Vigdísi sem er mjög alvarleg, kann að vera að húmórið þinn hafi sært einhverja hópa og hann bara gekkst fullkomlega við því. Já, það kann sko að vera. Og ég er alveg opinn fyrir því og ég er alveg tilbúin að gangast við því. Auðvitað, það er bara hollt fyrir okkur grínist að horfast í augu við það. Það var eins og aldrei illa meint eða eitthvað slíkt. Nei, aldrei illa meint, segir hann. En hann var tilbúin bara að skoða það og ræða það. Fór ekki einhverja varnarhætti. En hún bara mætti. Stofnunin Katrín Jakobsdóttir mætti. Og bara þuldi upp reglurnar og lögin og hvert hlutverk forseta er. Eins og hún sé ekki alveg sátt við þessu spurningu. Í staðin fyrir, akkur sá hún ekki bara, veist að ég skil vel að fólki finnist þetta, sko. Hún sagði það reyndar ykkur þar í viðtalinu svona. Já, þetta er umdeilt mál. Þið bara kjósið okkur annan. Já, ykkur er alveg frjálst að kjósa einhvern annan og ég skil, en það hefði komið betur út fyrir hann að segja bara, ég er alveg opinn fyrir umræðu þetta. Ég er alveg tilbúin að ræða þetta út frá öllum hliðum. Og ég skil vel að fólki finnist þetta ansinn náið hérna. Það var náttúrulega að ganga, ef þetta er spurningin, það var náttúrulega að ganga inn á það að opna fyrir það að ef hún verður kosin, að þá muni lagareldisfrumvarpið fara átómatist í þjóðaratkvæðagreiðslu. Einmitt. Það verður náttúrulega svona loka möguleikur. Ég veit það. Og þrengjast í umræð, hún yrði sko þessa 10 daga að svara fyrir það. Já, ég veit það. En þetta er mjög athyglisvert og ég hef tekið eftir því, menn er alltaf að liggja yfir spurningum blaðamanna. Já. Eins og þeim sé ekki bara heimilt að spyrja bara einmitt. Eins og börn helst. Já, einmitt. Mér þykir mjög athyglisvert, varst að segja það að þeir í Staksteinum hafi verið að fetta fingur út í spurningar Sigríðar Hagalín. Og þeir eru með Stefán Einar sem hafi verið einmitt gagnrýndur fyrir það að spurt Baldur út í það hvort hann hafi verið á einhverjum klúbbi eða þetta er allt komið í sring og þeir finna líka orðaleginu svo skáldaði hún hugtakið siðferðislega vanhæf og mælti af dramatískum þunga. Áhörfundur áttu betra skilið. Hvenær fá kallmenn svona athugasemdir, spyrtlar? Ég bara þóri þetta. Hún var bara ótrúlega flott. Og Jóhanna Vigdís var það líka með Höllu, Hrund. Það skulle verið að gefa þessu undir fótinn að það sé eitthvað eðlilegt að við séum alltaf að fara með stækkunarglerið á spurningar blaðamanna. Það þykir mér bara lýsa svakalega sérkennilegum hugmyndum blaðamennsku eins og að
sko, blaðamenn ekki bara fá að geta spurt. Ég meina, þegar ég spyr einhvern og ég að taka viðtal við hann, þá bara bregði ég mér í allra kvikinda líki og ég bara frábið mér það að einhverjir séu að taka fókusinn af viðfangsefninu og færa hann á mig og hvað var hann nú að spökulera með það í því þegar hann spyr þessara spurningar. Mér finnst þetta lýsa bara mikill meinloku. Það samt að sjá fyrir sér viðtala sem að blaðamaðurinn fer með það út bara í móa. Mér finnst þetta bara til margs það að Íslendingar eru með fjölmiðla gersamlega á heilanum, eru með fjölmiðla á perunni og áður en sko hendi sér veifa þá eru bara, af hverju spurði hann að þessari spurningu? Já, ég veit það, ég er sammála og mér finnst bara Katrín fekk alveg tíma til þess að svara. Ég hef fundið að viðtölum Stefán Einarson sem alltaf að gjamma ofan í, hann að spyrja ykkur spurningar, svo viðmælendinn búin að segja kannski 4 orð og þá að byrja að gjamma ofan í svarið og ég næ ekki því svona leikriti, bara næði af engan á. Nei, mér finnst bara, ef þú ert að bjóða fram til forseta. Hún gat alveg svarað. Já, og það er Katrín Jakobsdóttir, hún er stofnun. Hún er orðin stofnun eftir 20 ári pólitík og það er það sem fólk mun fá eða kýs hana og það er ekki að vera slæmt. Hún kann stjórnkerfið en hún er hlýðin. Mun hún fara út fyrir ramman, mun hún óhlýðnast, þú veist það er það sem að ég svona bærist innra með mér. Mér langar í óþekkan forseta. Já, mér langar í forseta sem er ekki fyrirsjáanlegur í ákvarðanatöku. Og bara samkvæmt lögum og reglum hvernig forseta embættið á að vera. Og ég meina, Jón Gnarr er sannarlega óhefbundinn og hann er fyndinn og hann er skemmtilegur og offramboð leiðundum og það er allt svo satt og rétt. En ég myndi vilja fá meiri gagnrýni frá honum. Bara svona samfélagslega gagnrýni. Mér sýnist það nú stundum á Jóni að hann sé nú bara svolítið að segjast þetta þægilega inn í vinnu. Hann ætla nú að gera sem minnst þetta. Hefur mér heyrst á svörum hans. Og ég skil ekki alveg mér finnst margt svona sannleikur, við erum á fullu að skrifa söguna í þessum kosningum og ein er svo söguskýring sem á að vera orðin viðtekinn sem er svo að hann hafi verið alveg æðislegu borgarstjóri. Ef maður fer nú aðeins að grufla í minni sínu þá man ég bara ekki til þess að Jón Gnarr hafi verið eitthvað æðislegur óumdeilt frábær borgarstjóri. Ég bara ekkert slæmur en við vorum bara svo tilbúin einhvers konar söguskýring og hann hamlar á þessu hann hafi verið frábær borgarstjóri, ég er ekki að kaupa það. Ég held að fólk hafi verið spurt að þessu og hann hafi komið ágætlega út úr svona könnunum þar sem borgarbúa höfðu mjög jákvæða afskipti. Og við vorum svo tilbúin að fá hann eftir allt ruglið á undan, eftir hrunið, eftir þetta rammaða pólitíska fyrirsjáanlega kerfi. Þá var breath of fresh air að fá hann. En hann gerði hins vegar ekkert til þess að breyta þessu kerfi sem hann gekk inn í. Nei, hann gekk bara inn í kerfið þar sem það sýndi sig og sannaði að stjórnsýslan virkaði. Bara starfsmennirnir í stjórnsýslunni sáu póstana. Hætti pólitískum afskiptum af og ég meina og hann var bara... Ég er ekki að lýsa þetta í skoðunina. Ég er bara að segja þetta er ekki söguskýring sem stenst. Nei, en hann mælist samt sem aður með þeim herri, þú veist, hann er óumdeilt einhver aðdáun á honum sem ég skil vel, hann er heillandi og skemmtilegur og fyndinn og frábær og ekki eins fyrirsjáanlegur og kannski stofnunin Katrín Jakobsdóttir, en ég myndi samt vilja fá meira beitt frá honum, mér langar í eitthvað edge, og þar er Steinunn Ólína, ófeimin við að tjá sína skoðanir. Diddi, hvernig finnst þér Jón Gnarr? Ég held bara... Hefur hann ekki komist í gegnum vegginn? Jón var bara borgarstjóri. Hann var ekkert vondur eða góður. Hann bara mætti þarna. Var þarna í smá tíma og hann er miklu skemmtilegri grínisti heldur en hann er góður borgarstjóri, sko. Enda er það þar sem að hann á heima. Góður bit í hundskjaft að hann fari í pólitíkina. Ég veit ekki, þetta var bara ágætis gjörningur, sko. Þetta þeirra tíðana og það var kannski bara ágætt að þau voru ekkert lengur, sko. Ég er ekkert viss. Ég hef svona ákveðna, af því ég er svona í yngstarlagi til þess að hafa verið pönkari en ég hafði svona aspirasjónir, sko. Mér langaði alltaf að vera pönkari. Komst þú seint í tíma og var ekki hleypt inn? Já, aðeins svo seint, sko. En svona eftir á að hyggja þá er sko þessi kynslóð þeirra hún breytti og gerði margt skemmtilegt en þau eru alveg ótrúlega hægri sinnuð þegar þau komist í valda, sko.
og hafa gert bara alls konar skaða. Það er bara með svona einhverjum svona nýhílísku einhver svona hægra rugli sem að ég ekki hrifinn af sérstaklega, sko. Óttar Proppé myndaði ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Já, ég með þetta svona, sko. En og ég veit ekkert hvort að Jón eitthvað endilega besti mögulega ef að lítum á forseta embættið sem svona einhverjum embættis senna. Sko ég hef talað við flest og sko Jón með svona aðrar hugmyndur þetta embætti og svona ákvaða svona level það hann ekki þetta að pæla í þessu svona stjórnsýslunni og eitthvað meira og hann finnst að sko forsetinn eigi að tala einhvern veginn inn í samfélagi meðan við höfum að hætta svona leiðundum að við höfum bara að vera að snúa skárri hliðinni hvort að öðru og stundum bara betra að finna lausni með svona skapandi hugsun heldur en að vera einhvern veginn í Excel-skjalinu og vandinn hans í kosningabaráttunni að hann fær ekkert sko spurningar sem að henta hans framboði. Nei. Og hann alltaf í vandræði með spurningar, alltaf að spyrja mannskotsrétt sem hann hefur enga sérstakann áhuga á eða mynda ríkisstjórn og því að hann vill fara að tala eitthvað allt annað. En ég sé ekki að hann náir einhvern veginn sínu erindi almennilega í gegn. Nei, og það kannski það sem að mér finnst þessir eins og forystusæti og svona þetta svolítið trénaðar spurningar. Mér finnst þessi framboðsfundur þarna á RÚV þar sem þau 12 voru, hann var óvenjulegur. Það var svona aðeins hrist upp í svona þessu hefðbundna hvert hlutverk forseta. Hvernig sér þú fyrir, þú veit Einn góðu kostur við þann var að það var ekki spurt skoðanakannanir. Já. Sem alveg ótrúlegu réttir sem ég held að fólk ætti að læra að það að eyða sko 25 mínútum af svona þætti í stöðunni í skoðanakönnunum ekki til bóta. Þú ert nú sérfræðingur í skoðanakönnunum og liggur yfir þeim. Ég að segja að í svona þessum 12 sviðinu að ætla að labba með skoðanakannanir í gegnum hópin. Ertu á því að gera eins og í Fraklandi að banna þetta? Nei, ég var ekki að segja, ég segja ekki við í umræðunum. Umræðunar eiga snúið málefni. En kosningastjórnirnar geta bara verið fram í herbergi og rættum skoðanakannir. En ég sammála Gunnar Smári að Jóngnar fær ekki það þyrfti eiginlega listamaður að setjast við stólinn og það þyrfti að komast eitthvað annað spjall á því að hann í þetta stjórnsýslu umhverfi einhvern veginn, þú veist og ég minnist þess sko þegar horfðu þið á framboðsfundin hjá Heimildinni þegar fyrstu 4 hæstu voru mér finnst það leiðilegur, mér finnst það betra þegar þau næst og eftir komu. Nei, mér finnst hann geggjaður þessi fyrsti þáttur, mér finnst hann algjörlega hækka rána í allri umfjöllun, af því að ekkert þeirra kom vel út, ekkert þeirra. Og þá var það hvað, var það Katrín? Já, Katrín, það var Halla, Jón og Baldur. Og Baldur var spurður út í herinn og Helgi Seljan, sko þegar Baldur talaði að tala fyrir friði, já þú veist hver tala fyrir ófriði, búm bara. Og Halla Hrund var spurðaði hvort stjórnvöld hefðu haft afskipti af hennar stefnu og hennar vinnu og hún var bara eins og vélmenni, ég hef farið að lögum og reglum, hann spurði hana 4 sinnum þangað til hann sagði bara þetta er bara frúin í Hamborg. Heyrðu, en hún eiginlega sagði já án þess að geta sagt jáið, það var eiginlega sorglega við þetta. Því það var alveg augljóst að hún hefði verið beitt miklu þrýstingi, algjörlega. En hún bara gat ekki sagt. Nei, og hún hefði bara átt að segja það. Hún hefði ekki þurft að nafngreina, hún hefði bara átt að segja það heiðarlega. Já, segja það. Þetta hefði ég haft einhvern áhuga á henni sem frambjóðanda, þá snar bara lækkaði hann. Þetta hefur svolítið farið út í það að þau eru að segja svona þar sem að þau telli ekki styggja sem fæsta. En Helga Þórisdóttir sagði satt svona ágengni pólitíkunar og hún er búin að vera með Kára Stefánsson og úrskurðina, já, einmitt. Mér varst að kjarka af henni að gera og það hefði Halla vel geta gert að hans að fara í nafngreiningar og kennitölu, sko. Alls, segðu bara satt. En þar var einmitt Katrín spurð, já, ætlar að gera þetta sem forseti? Akkur gerir þetta ekki sem forsætisráðherra? Akkur gerir þetta ekki sem forsætisráðherra? Já, ætlar að gera þetta sem forseti? Akkur gerir þetta ekki sem forsætisráðherra? Mjög gott. Og svo var Jóngnar þegar hann var með fyrirsögn í Heimildinni, ég mun ekki nikka illmönnum, ég mun ekki heilsa illmönnum, þú veist, ég man ekki hvernig orðalagi var að vera í fyrirsögn á Heimildinni. Já. Hvað er illmenni, Jón? Þú veist, og þá kom á, Jón er ekki í þessu stjórnsýslu tali, svar, spurning, þú veist, það þarf eitthvað annað, þannig að þetta var mjög áhugavert, fannst mér. Kannski hefur Jón ekki hugsað það alveg. Mér finnst það svolítið eins og að sé að sækja starf svona sem að hann ætlar að móta og gefið þetta ekki alveg sko á hvaða svæðir. Það er bara við erum ekki að hafa það þar sem við höfum eftir, við þurfum eiginlega að búa til svona nýtt svæði. Já, en hann er kannski ekki með alveg svörin fyrir því hvað það er. Nei,
og mér finnst gott að hafa þau ekki. Mér finnst gott að hafa þau ekki. Mér finnst það alveg allt í lagi. Það allt í góðu, sko. En það náttúrulega voðalega mikið verið að tala þetta, málskotsrétt og eitthvað svona. Það bara það eina sem hægt að spyrja sem að skiptir einhverju máli og kannski skiptir þessi málskotsréttur bara alls ekki miklu máli ef við lítum á það hvernig hann verið notaður í gennum tíðina. Það var einn forseti sem notaði hann og var að delera með hann hægri vinstri einhvern veginn og var engar sérstakar niðurstöður úr því, sko. Þetta illa skilgreint starf. Já, þetta bara vitleysa, sko. Og þetta bara vitleysa og þetta með þetta bara leggja þetta niður. Þess vegna erum við að fara lengra út í móa. Sko, fólk er gaman að þessu. Já, ég er ef þú myndir bjóða þig fram, Jakob, þú myndir bjóða þig fram fyrir þá sem að vilja ekki. Er þetta ekki svona gaman? Nei, ef þú myndir bjóða þig fram, að ég ætla ekki að vera forseti, kjósi mig og ég ætla að leggja embætti niður, bara ég ætla að labba hana inn og loka eftir mér og þau mun ekki heyri í mér í 4 ár. Ég held að þú fengir ekki nema kannski svona 0,7%. Sá sem að reyndar svolítið á því róli, það að Viktor Traustason. Og það passaði, ég var einn að hrifnastur af honum í þessum miklu kappræðum þar sem allir mættu Mér finnst eins og hann hefði bara mætti vitlega svona þátt. Nei, hann var einmitt bara búin að lesa stjórnarskrána í þaula, margoft kunni hana hvernig þetta skilgreint samkvæmt lögum og hann ætlaði bara að taka sjálfan sig út úr jöfnunni og láta reyna á þetta eins og þetta stendur í stjórnarskráni eins og kannski á að gera. Já, ég veit það ekki. Nei, ég held ekki. Það náttúrulega gallin við svolítið þetta embætti sem að núverandi forseti hefur bent á að sko starfslýsingin í stjórnarskráni og síðan hefðirnar sem í kringum embættið það stangast á. Og ég hlustaði á Eirík Inga, hlustaði á hann í forsetasettingar? Nei, ég mista því. Nei, hann á því að forseti sé raunverulega oddviti að ríkisráð sé það sem að við í almennum höldum að sé ríkisstjórn og forseti sé raunverulega eins og forsetisráðherra í ríkisráðinu og hann myndar sína ríkisstjórn og hann bara þar og les þetta út úr stjórnarskránni og svo hann spurður út í þetta og sér hann þetta bara stendur hérna í stjórnarskránni. Ég veit að þetta eitthvað sem við erðum bara vengum í arf frá danska konginum og þetta náttúrulega bara skrýpið þetta embætti. Ég ekki á því. Mér varst einmitt Ólafur Ragnar breytaði með því að synja þessum æseflugum. Já, en Jakob, þegar var verið að búa til nýja stjórnarskrá, þá fóru þau og könnuðu svona afstöðu fólks til embættisins og þau komist að þeirri niðurstöðu að þó svo að þau væru með í nýri stjórnarskrá rétt kjóseta til að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu, þá héldu þau málskotsrétti forseta sinni og það held ég hafi bara verið byggt upp á að þau reyndu bara að átta sig á því hvað þjóðin vill og niðurstaðan svo að fólk bara ánægt með þetta embætti, bara miklu meiri hluta. Ég hefur það komið eitthvað til umræðu hvort að fólk ánægt með þetta ekki, mér hefur ekki heyrst það. Það svona svipað og í Bretlandi að leggja niður konungsfjölskylduna. Þetta er svona gerfi konga. Þetta næri ekki flugi. Þetta er svona gerfi vankað kongarugl. Mér slegir þetta að segja þetta, Jakob, en hugmynd þín hún næri ekki flugi. Nei, ekki í þetta andrum þegar við erum að ræða kostninga. Og ekki heldur á milli kostninga. Auðvitað ekki. Það vil ekki leggja niður Guðnatíð á Jóhannesson. Nei, þá erum bara allir orðnir þreyttir á þessu og bara hugsa eitthvað annað. En mér finnst allir vera einhvern veginn, mér finnst þeir allir standa einhvern, sko, mér vantar einhverja tengingu við samfélagið í dag. Við erum millist þetta fólk hérna, við erum í vaxta ánauð, við erum lokuð, læst inni í verðtryggðum íbúðalánum. Það búið að moka öllum þeim sem sýndu hugrekki til þess að fara úr verðtryggðu lánunum, það búið að moka þeim, verða að reyna að moka þeim aftur í verðtryggða pakkan, meira segja dýrar sjónvarpsauglýsingar að það sé lausn við vanda okkar. Við erum í algjörlega, maturverð er gjörsamlega glórulaust. Maður fer, þú kaupir ekki undir 20.000 kalli, nauðsynjar bara. Ég bara var með 2 börnum helgina, ég fór í Skopp sem trampolíngarður, það kostar 8.000 krónur fyrir 2 börn að hoppa í tæpan klukktíma. Það kostar 40.000 fyrir 4 manna fjölskylda að fara á söngleik í Borgarleikhúsi eða Þjóðleikhúsi. Það er 10.000 kall að fara með fjölskylduna í bíó og bjóða henni pappa og góð.
Hvar erum við stöttum? Það enginn að ræða þetta. Af hverju enginn að, sko, Steinunn Ólína alveg að ræða þetta. Hún að gagnrýna og gagnrýnir og svaraði þessum eineltis ásökunum bara mjög vel. En ég bara hugsa, sko, mér finnst þau eins og þau þori ekki að stíga inn í þessa senu. Þetta raunverulega ástandi hérna. Þeim eiginlega einhvern veginn uppálagt í hefðinni og í einhvern veginn hugmyndum fólks þetta að þau séu þið veitir, svo styttan af embættismannum tjöld, sko. Þau megi ekkert segja, megi enga skoðun hafa, eins og reynir stundum reynda að leggja blaðamönnum til líka, alls ekki á skoðun okkur skoðbunum hlut, eitthvað svona sko. Og þetta þetta bara vitleysa. Ég meina það bara manneskjan sem að situr fyrir framan mann hefur skoðun. Einmitt. Og af hverju má hún ekki segja hana? Hvaða bull þetta? En ekki sammála? Það enginn sem snertir einhvern á sem raunveruleika. Í þessu embætti sem að valdalaust og upp að einhverju marki tilgangslaust, af hverju ætti manneskjan ekki að hafa skoðun? Af hverju getur ekki Steinunn Ólína setið þarna á Bessastöðum og haft bara skoðanir allan daginn eins og henni sýnist? Það var bara allt í lagi. Og skrifað og bara, verið akkurat. En það verðist ekki vera að falla í krammið. Nei. Nei. En kannski sko formið eða leikritið þannig að það eiginlega gengið út frá því að þeir sem að bjóða sig fram verði að ávarpa samfélagið að þetta sé frábær samfélag, besta samfélag heimi, við erum æðisleg og ótrúlega hvað við erum góð og það má ekki tala það sem að. Þó svo að kannski meiri hlutin að salnum upplifir það að það sé eitthvað að, jafnvel þetta sé að versna, en einhvern veginn það ekki vettvangurinn í forsetakosningunum. Þetta eitruð jákvæðni. Þetta það og þessi gagnrýni á blaðamenn, bara Stefán Einar, Jóhanna Vigdís var gjörsamlega rökku niður fyrir Höllu Hrund. Hún hélt algjörlega fókus, hún var bara förm og spurði hana spurninga. Það má vel vera að spurningarnar hafi þótt gamaldags eða hvað. Hún var ekki dónaleg, hún var bara að gera vinnuna sína. Og ef þú ert að bjóða fram í forsetan, þá ert þú ekki hafinn yfir neina spurningar. Þú svarar bara þínu spurningar. Ég held að við verðum bara að rósa RÚV fyrir bara mjög góða framistöðu í þessum algjörlega. Það var svolítið ólíkur tónn í viðtali við Ásdísar Rán, þar sem að Birna Björnsdóttir, heitir hún ekki? Birta. Ég náði ekki að sjá það. Nei. Hvernig var það? Það var miklu ljúara, sko. Og enda naut Ásdís Rán sig sem mjög vel, sem bara hlý og indar manneskja. Einmitt, Ég held að hún frábær fórseti. Já, og það frábært að sjá hana. En hinir fá svolítið svona, Helga, hvernig anskotan þú að vilja bóta ekki að vera bjóðið fram til fórseta? Heldur þú sért eitthvað? Hvað fælst í því að vera fórseta? Þetta er kannski svolítið eftir því hverjir eru með þetta. Já, og það finnst mér líka góð ritstjórnarlega ákvörðun, af því að þau eru í ritstjórn að tækla þetta. Ég meina, ímyndi ykkur, þetta 12 manns, vitið, úr öllum áttum, auðvita á Katrín að fá hardcore. Þú veist, hún á að fá það og það er bara eðlilegt. En það sem mér langaði svo að ræða efnaði eitt ég var bara að renna niður bara á rúf.is og svo þegar hún er spurð þeir gera úr þessu fyrirsögn. Katrín í forystusætinu, verður forseti sem leggur áherslu á gildi. Gildi. Almáttugur. Ok, þá veitum við það. Hvað segir þetta? Og hún sagði þetta, fullum fettum, ég legg áherslu á gildi. Hvað er hún að vísa í svona það sem að NATO alltaf að segja þessu að leggja áherslu á gildi Vesturlanda? Þetta er alveg mögnu fyrirsögn og það er alveg salti, það er grein of salti í þessari. Það má nú kannski ég veit ekki, Róbert Jóhannsson skrifar þetta, hann nú kannski, er þetta kannski svona einhvern í liði sem er að... Nei, en það er í þessu að svara þessu, ég legg áherslu á gildi, skiljið hvað ég er að tala um þegar mér finnst þeir ekki verið í sambandi við raunveruleika. En ef að það er þannig að það kemst eiginlega ekki, það er fólk að bjóða sig fram til forseta og þetta embætti er þarna og ég meina fólk getur alveg gett gagn í þessu embætti og allt það. En tónnin er einhvern veginn þannig að við erum ekki að ræða samfélagið eins og það er. Þetta er svona frekar eins og í einhver svona fairytale hugmynd. Þetta er það. Og þau eru bara... Það segir eitthvað okkar samfélag frekar heldur frambjöðum. Já, ég meina það er bara orðin einhver svona meðvirkni eins og þú segir. Ég meina þú ert í eldlunni alla daga. Þú færði við alls konar... Ég er náttúrulega þetta býta á mig, en ég finnst þetta bara að vera svo mikið sjúkdómseinkenni á samfélaginu. Nú er þið eldri en 2 vetur í þessu. Þið vitið alveg hvernig bara gagnrýni hefur verið og hvernig
þú veist, það ekki nægilega mikil gagnrýni í fjölmiðlum. Mér finnst sko, ég meina Steinunn Ólína, hún með gagnrýni á stjórnmálakerfið og vantristir Alþingi að það rekur bara sérhagsmuni. Það má heyra það líka hjá Arnari Þór. Það má heyra gagnrýni á Höllu Tómasdóttur sem að tala svolítið eins og við séum bara afvegaleitur kúltúr, að það megi finna það inn í ríkisvaldinu, inn í fyrirtækjarekstrinum, meira þess að bara í því hvernig við sjálf komum fram hvort við annað, þannig að margir af þessum sko frambjóðundum eru með svona gagnrýnið erindi, að þeir eru að bjóða sér fram vegna þess að vilja laga eitthvað. Aðrir eru það síður, vilja bara einhvern veginn vera cherry on the cake einhvern veginn. Mér hefur fundist Arnar Þór verið að reka alveg brilljant kostingabaráttu, en það hefur hann verið að sækja í sig veðrið jafnt og þér. Ekki kannski nægjanlega hröðum skrifum til þess að komast í A-deildin eða hvað hann var að kalla þetta. Nei, einmitt. En svo fannst mér honum nú verða á í messunni þegar hann kærir Halldór Baldursson fyrir skoptekningu, það þótti mér nú vera afar vanhugsað af hans hálfu, svo ekki sinnum meira sagt. Það mun náttúrulega ekkert uppskera þar því að þetta bara eins og skoðanagrein. Já, þetta já. Þú getur alveg haft skoðanir hvort þetta sé fyndið eða hvort þetta sé smekklegt og allt svona, þetta aldrei lögbrot. Og hann bara algjörlega að miskilja þetta. Hann að miskilja þetta frá upphafið til enda fjölmiðla og skop. Og áhyggjuefni að maður, fyrirverandi dómari, skuli ekki gera sér almennilega grein fyrir þessu. Ég vil skrifa þetta bara stundabrjála. Kannski er það okkur á vísi og byggðist afsögnar. Kannski er það taktík í kosningabaráttunni að draga athygli að þessu. Já, desperasjón. Það svolítið svona keppni í svona fórnarlamsleik, eins og þið voru að nefna á þannig með Katrínu og hennar stuðningsfólk. Það hefur alltaf að spila svona að Katrín sé sko eitt stærsta fórnarlamb seinni tíma sögu. Það fer mikið í töðan á mér, þessi fórnarlamsleikur. Alveg. Eins og til dæmis með Baldur, sko, þegar það verið alltaf að reyna að mjólka út einhverja fordóma og samkynhneigðum sem enginn kannast við. Já. Svo kemur einhver abaköttur sem með eitthvað gaggalagúr rasista komment. Þetta sjáu þið, við erum ekki komin lengur en þetta. Nei. Eins og þessi bjálfi sé einhver fulltrúi meirihlutans. Þetta, þú veist, bara sem dæmi þetta fórnarlambs blæti sem að mér finnst vera gegnum gangandi í þessu Mér finnst þetta Baldur hafa tæklað það rosalega vel. Hann var að svara á einhverjum framboðsfundi það. Það var einhver að gagnrýna og konan bar þá gagnrýni upp á hann og hann svaraði ofboðslega fallega og talaði svona hvernig hann myndi bara berjast fyrir réttindum samkynhneigðra og það alveg og ég fylltist svona smá stolti sko. Mér hefði fundist að hann hefði mátt slá á putta stuðningsmanna sinna þar og segja bara nei, þetta verður nú ekki dæs okkur yfir þessu, þetta var alltaf lægi spurning ég er búin að svara þessu og þetta ekkert mál en hann vildi mjólka það fannst mér, ég hefði þá tilfinningu Það sem mér finnst athyglisvert við þetta, það sem hann spurður samkynhneigð að spurningarnar koma einhvers staðar út úr einhverju ótrúlegu afturhaldi sem spurningin eiginlega svo, finnst þér bara ásættanlegt að forseti Íslands sé hommi? Þetta eiginlega spurningin, sko. Já, einmitt. Og þetta finnst mér vera að minni mig á bara fyrst þegar Samtökin 78 voru að koma í sjónvarpssal, það sem var alltaf stilt af fengu kannski Gunnar í krossinu með eitthvað á móti sér. Þannig að spurningin kemur þannig og ég held að sko, ég veit ekki, sjálfsagt 90+% þjóðarinnar eru búin að komast yfir þetta. En hann aldrei spurður það vegna þess að það sem merkilegt við hann að hann kemur út úr sko tiltölulega virkri mannréttindabaráttu, bara frelsisbaráttu samkynhneigðra. Þau eru alls konar reynslu af því að vera... Sem bara einhver farsælasta baráttu. Já, en hann hefur fylgt henni þangað til að þurft að berjast fyrir því að fá að ætlaða börn, fyrst stjúbörn og svo bara skref fyrir skref. Hefur fylgt alla þessa leið. Mér finnst spurningarnar ekki vera sko innsýn hans á samfélagið út frá þessari leið, heldur kemur hún bara innan úr einhverju svona, náttúrulega borin fyrst fram af Stefán Einari, fyrir framkvæmdastjóra Biblíufélagsins, kemur bara einhvern veginn svona, það í lagi Baldur, heldur að við séum komið þangað að við getum sagt okkur við að þessi hommi á Bessastöðum? Já, en erum við ekki að eyða svolítið mikill orku í það að velta þess að... Það svolítið munur á því hvernig fjallar mál. Hvort að spurningin komi bara aftan úr sko grárri fornustu. Akkurat. Verið að draga umræðuna. Allt í einu verður sko þungunarof málefni í þessu kosningabaráttu. Hvernig gerist það? Nú erum við enn að velta fyrir okkur spurningum blaðamanna frekar heldur en... Já, ég að því.
Heldur af hverju er þungunarof búin að vera umræða einhver frambjóðandana sem hefur lagt það á borðið? Nei, það var einn blaðamann sem lagði á borðið. Afstaða Katrínar í þeim efnum hefur verið umdeild. Umdeild hjá hverjum? Stefán Einarið? Hjá einhverjum hópi sem að býr í þessu landi. Ég kannast ekki við að þá nú kannski bara allt í lagi að spyrja út í það án þess að það sé að pinpointa á þann sem að ber spurninguna fram að hann sé endilega á þeirri skoðun sem að þú veist, hann er að spyrja hann er kannski að spyrja fyrir hönd einhvers og er ekki bara sjálfsagt að svara því. Jú, en það sem gerist er að það kemur ykkur og ber þessa spurningu fram. Síðan er hún gegnum gangandi, fer meira þess að inn í fórustursætið og inn í alla umræðu þetta og maður hefur alltaf fyrir þess að byrja af hverju er þessi spurningat inni og það er kannski 0,3% Íslendinga sem er eitthvað ósáttir við núgildandi lög þungunarof. Já, liggur það fyrir. Ég hugsa það. Þetta er búin að vera non-issue. Þetta er til dæmis eitt af þeim siðferðisefnum sem að ég bara get ómögulega gert að dögum hvað mér eigi að finnast Þetta er búin að vera non-issue í íslenski samfélagsumræðu. En allt í einu verður þetta hluti af umræðu fyrir forsetakosningu. En er ekki eðlilegt að allt verði bara hluti af einhverju umræðu þegar það skýtur upp kollinum? Ég meina, á ekki að taka bara alla umræðu. Þú veist, á þess að, og ég meina, hann er eins og Hallgrímur Helgason sem er auðvitað stuðningsmaður Baldurs, hann sagði við þurfum ekki að kjósa konu núna, við erum búin að brjóta þann múr, við þurfum kjósum homma á Bessastæði og brjótum þann múr og það er múr að brjóta og nú er ég ekki að tala máli Baldurs endilega. Ég bara segja og hann þarf að því að það er múr og það er fólk þarna út í samfélaginu eins og Jakob segir sem er bara ekki, þú veist, spennt fyrir því að fá homma á Bessastæði. Akkur má hann ekki svara því hann svarar því vel, hann Baldur. Hann getur alveg, hann er full fær það Við erum náttúrulega á einhvern ákveðin hátt erum við þetta að spegla sjálfu okkur í þessari baráttu. Það er að segja spurningarnar sem koma fram þær segja eitthvað það hvernig við erum og en þetta er ósvalega íhaldsamur vettvangur og það er ekkert valdarna til breytinga skoðanir eru kannski eitthvað og það að geta haft einhver áhrif. Já, skoðanir eru bannar. En þið veitum að við berum þetta saman með Eurovision sem er kannski ekkert fáránlegt þá sýndi það okkur ofsalega mikla djúpa rasíska undiröldu í samfélaginu. Algjörlega. Það bara allt í einu sáum við það. Já. Það bara kom brúnn maður í Eurovision og það ætlaði alltaf göflunum að ganga. Já. Og ég held að þetta sé árétt ég held það að svo kemur bara þessi kassalaga keppni og þá sjáum við allt í einu hverjir eru íhaldsam við sjáum svo ofsalega mikla íhaldsemi í þetta við viljum hafa þetta svona viljum hafa þennan kassa þessi skrautfjöður þarna sem ekkert gerir og ekkert segir þessa stofnun sem er hlýðin og fyrirsjáanleg þennan dauða ég upplifi ekki að það sé afstæða almennings. Ég upplýði að frekar að sé afstæða þeirra sem að halda utan umræðunar. Það er örugglega afstæða stjórnvalda. Já. Ég held að ef þú tækir svona Já, það er alveg meiri gróska, klálega. Já, ef þú tækir saman afstöðu elitunar, stjórnmálaelitunar, stjórnsýslunar, lögfræðistéttarinnar forsetahlutverki þá er það mjög þröngt. Þau eru alltaf að samfara ykkur þetta er valdalaust, það skiptir engu máli. Síðan Ólafur Ragnar breytir þessu, þannig að sá sem er þarna inni getur bara tekið sér vald, en það stendur í stjórnarskránni og þegar ágreiningur hefðina og stjórnarskrána það vinnur stjórnarskráin. Þannig að forseti sem tekur sér það vald, honum er frjálst að gera það. En það er alltaf verið að segja okkur bara passið ykkur ekki að kjósa neitt sem að gera þetta, af því að við viljum hafa hlýðin forseta sem að stimplar allt sem að við gerum. Það er alltaf verið að segja okkur. Þessi afstæða hlýðina forsetan, ég myndi halda þetta væri bundið elitunni. Almenningur sem ég hitti og svona reyni að sjá hvernig er að fjalla þetta embætti. Ég held að flestir vilji eitthvað forseta sem stendur með okkur gegn elitunni. Já, en þannig hefur landsmenn kosið. Katrín er elitan og ég meina hún trónir yfir. Þetta er auðvitað alveg allsterkasta útspil elitunar er að fá vinstri orienteraða manneskju sem fulltrúar sinni í þetta. Nákvæmlega, þetta eru mjög öfugsnúið. Já, en þetta er svo að því að elitan hefur aldrei átt upp á pallborðið í þetta embætti. Við höfum alltaf fengið eitthvað svona úr leikhúsinu eða eitthvað svona fólk. Skiljanlega. Já, akkurat. Almenningur veit hvað elitan er, Já, en nú er þetta bara orðið tvíbent, Það fá að sjá þessum heppnar með sína elitu, það bara gerist alltaf. Herðu, en það bæst við Björn Þorláks, hann er þetta er svona eins konar ríðstjórnarfundur. Þú ert að fara að koma með vitan eftir og sest Já,
Ég sá að þú hafðir búið mér að koma en ég sá það ekki fyrir nú seint því ég var að skrifa fréttir fyrir samstöðina. En já, ég veit náttúrulega ekki hvað þið hafi rætt en svona aðeins inn í þetta þá sko, þegar við talum íhaldsseimina og elítuna, mér var svona áhugavert að Halla Hrund, þegar hún kveður sér leiks í þessari baráttu, þá heldur hún að hún sé að tala við almenning þegar hún talar varlega það að kona í hennar stöðu eigi bara að ganga erinda þeirra sem vilja virkja allt og kasta öllu á það bál. En maður áttar sig á mjög svona mikilli gagnrýni og andstöðu í rauninni bara við það hjá sömu meginströms fjölmiðlum á Íslandi. Að bara leið og hún býður sér til leiks sem kannski fulltrúi þessar afla sem að almenning sem þið eruð að ræða svolítið, þá slegið á puttana á henni og þá alveg saumað að henni og í kjölfarið koma svo allar þessar kenningar það hvort hún hafi farið út fyrir valdsviðið sitt og það allt saman og mér finnst þetta stef ganga aftur í þessari baráttu að einhver sagði skoðanir eru bannaðar að sko þegar maður skildi ætla að forseta efni eigi og fái að tala frjálst út frá hjartanu vegna þess að þarna að ræða persónukjör það sem Íslendingar hafa ekki þurft að halda fram hjá sjálfum sér. Við höfum getað farið inn í kjörklefa og valið okkur forseta eftir okkar samfæringu. Persónukjör út frá okkar hugmyndum, pólitískum sumpart, en líka bara svona persónulega út frá því hvaða væntingar við höfum haft til forsetaefnis. Af hverju segir þetta? Vegna þess að ég held að sé bara rosalega þrýstingur í samfélaginu hafa alltaf verið. Bjössi, ætlar þú virkilega að fara að kjósa þennan? Já, hvernig heldur þetta að verið 68 eða 1980? Já, en hvað gerðu við 68? Að sko, Íslendingar hafa, það kemur fram í bók Gunnar T. H. sem ég var áður vitnað til Gunnar að sko það eru meiri líkur á Íslendingar kjósa eftir hjartanu og eftir eigin sannfæringu þegar við veljum okkur forseta heldur en þegar við kjósum með pingjun eftir hagsmunaöflum, eftir atvinnurekendum í alþingiskosningum og öllum þeim þrýstingsöflum sem að koma þá til. En mér finnst þetta svolítið hafa verið tekið af frambjóðandunum að fá að vera þeir sjálfir og ég held að þeir verði pínlítið ráðviltir og ringlaðir og ég held að viðbröð fjölmiðlamanna og sumra og sumar spurningar fjölmiðlana hafi í rauninni hent þarna ákveðinu óvissu út í það hverjir þeir eigi að vera. En tal einmitt, þegar Halla Hrund spurð út í Eurovision, hvað hefði þú gert? Og ég skil alveg sko mótorn í spurningunni, þú veist, við erum að reyna að staðsetja hana, hvar er hún? Er hún rebel eða eitthvað? Og þá var vitnað í að Guðni hefði farið frekar á samstöðu tónleika en að horfa á Heru. Þau spyrja alla þessar spurningar. Já, það verður spennandi að sjá hvort hún lifi í næstu viku sko. Akkurat, já, en ég var svo ánægð með Guðna að gera þetta, þú veist, og ég hugsaði, vá, þetta er bara, þetta er legacyð hans, en í augum margra átt hann bara að sitja heima hjá sér, eins og vélmenni og horfa á Heru, veitir, og ég meina, þetta mál skipti þjóðinni algjörlega í tvenn. Það er nú ljóka hanskotast bítin að fara á Bessastöð og þurfa að horfa á Eurovision. Nei, ég meina, það var undirtónin. Ég verða að viðurkenna. Þannig að þeir eru skilgreina forsetaframbjóðenduna, hvað hefði þú gert? Hefur farið á samstöðu tónleika með Palestínu? En hún fór einhvern veginn, hún segi, ég hefði bara hort á Heru. Ég klóraði minn og í kollinu við það svar, Guðminn góð. Já, ég hefði bara hort á Heru. Að meðan ég hefði sagt bara, vá, ég hefði allan daginn farið á samstöðu tónleika. Og keyrt fram í Háskólabíói. Þú er slögt á sjónvarpinu en svo akkurat þegar Hera kom á, hafði kveikt og hort á. Mér finnst þetta svona meðvirknislegt svar. Af hverju sá hún ekki bara skoðunina sína? Já, hún á rétt að því. Nákvæmlega, þetta er hennar vandi í Þetta er tekið af þeim. Ef hálf mánuði fyrr, ef það hefði ekki verið búið að grilla hana svona fyrir að hafa skoðanir, þá hefði hún kannski svarað allt öðruvísi. Mögulega. En mér finnst að vera ákveðið óöryggi hjá þeim meira og minna öllum, kannski með þeirri undantekningu mér finnst Baldur
Mér finnst hann skýr. Já. Hann virðist ekki populisti, sko. Nei. En ég var svolítið fyrir vonbrigðum þar sagðist ekki muna hvað hann hefði kosið í æsi. Jú, það talaði það sem hans fópa augnablik í þessu og allt í lagi, sko. En ég meina hann hefði... Guðmundur Andri var hérna í vikunni og hann ætlar að kjósa Katrínu. En hann sagðist ekki geta muna hvað hann kaus í SF. Einmitt. En hann var í Samfó þá, ekki? Eða var hann komin í Samfó? Guðmundur Andri? Já. Ég held að. Var Baldur, nú veit ég ekki, var Baldur varaformaður? Nei, varaþingmaður. Já, en ég meina, af hverju sagði hann ekki bara, já, ég man svo sannarlega hvað ég kaus? En það þannig að, hvað kaustu í ISEF og þú segir, ég kaust með samningunum, það bara dauðadómur? Já, ég meina, maður veldur fyrir sér, hvort hann hafi verið, já, en hefði hann ekki geta sagt bara, já, ég man alveg hvað ég kaus, ég var varaþingmaður Samfylkingar og ég kaus með þessum samningum. Og það bara mín stærsta eftirsjá í dag, ég sé að það var kolrámt. Hefði hann ekki geta sagt þetta? Og það nú til dæmis einn af þessum staðrendum sem að eru verið að negla niður sem einhver sannindi, það liggur bara ekkert fyrir það. Að þetta nei hefði verið eitthvað ódýrara heldur en já. Einmitt. En nú bara verið að neyða alla frambjóðendur til þess að segja að svo hafi verið og þetta orðin einhvers konar sannleikur og mér finnst það bara eins og ég vorum að tala í upphafi þáttar að það verið að endurskrifa söguna og það verið að nota þessar forsetakosningar til þess og það verið að stilla frambjóðandum upp í vegg og láta þá sverja af sér eins og Katrínu látin sverja af sér og nánast, hún gerði það nú ekki en það var næsti bær við að biðja Geir afsökunar. Akkurat. Það hefur engin maður farið eins vel út úr nokkru dómsmáli og Geir Haarde. Það var söfnun, hann var með afgang sem hann notaði til þess að fara í mál við þjóð sína og var í millitíðinni, skítapaði því máli og var í millitíðinni og þetta örugglega einstakt í veraldarsögunni skipaður í feitasta bitan í utanríkisþjónustunni sem hafa sendið þeirra jobb í Washington. Akkurat. Af því að sjálfstæðismönnum þótti við þjóðin skulda Geir. Og svo Katrín bara neitt til þess að segja, já ég hefði nú gert þetta með öðrum hætti í dag ef ég hefði af hverju? En það mál eitt og sér var náttúrulega bara efni í annan þátt sko. Af hverju stendur Baldur ekki bara með þeirri ákvörðun sinni? Sem hann tók. Við vitum ekki hver ákvörðun hans var. Af hverju voru fyrirverandi þingmenn að biðjast afsökunar á stuðningi eða á afstöðu sinni gegn Geir bara síðast fyrir örfáum árum? Séð þingmenn úr öðrum flokkum mörgum árum setna bara skrifa yfirlýsingu ég byrst afsökunar. Veistu af hverju þeir menn gera það? Já, vegna þess að þeir eru að sækja kannski úr starfi. Ég veit það er svarið við spurningunni fundið. Ef þú fellur fram á tilbúðinni þá skal ég veita þér allt. Þetta er eitt hugtak sem kemur upp bara hérna á svona 5 mínútna fresti í þessu spjalli og það er meðvirkni og þetta er allt frekar meðvirknislegt. Þetta er svona meðvirknisveisla þetta allt saman. Og það sem að gerist er þetta verður meðvirknisleg stjórnsemi sem að kemur fram þegar að einhvern svona málsmetandi fólk stendur allt í upp á kassanum og að segja okkur hinum hvernig við eigum að mynda skoðanir okkar eða hvað við megum ekki hugsa á eitthvað svona rögg sko. Þetta er meðvirkni með einhverju elít og einhverjum hagsmunum og hvernig vinnu við fáum næst þegar við sækjum og svo framvegis og er hluta samfélagsgerðin okkar er óþolandi mjög þreytandi. Ég heyrði nýtt hugtak kemur ekki til af góðu náttúrulega. Nei. Ég las nýtt hugtak á Facebook sem kom fram sem er komið fram frá honum Ólafi Arnalds ekki tónlistamanninum heldur moldarsfræðingnum sem var að tala það að við lætum þetta yfir okkur ganga að moldin væri bara að fjúka burt og segja mikið, hann kallaði þetta samdaunasýki. Samdaunasýki, við erum samdauna einhverju ömurlegu ástandi og settum okkur við það. Ég veit það, þetta er algjörlega. Hvernig veistu hvað það, samdaunasýki? Jú, samdaunasýki. Maðurinn minn sagði í gær bara, íslenska þjóðin er bara orðin svo þreytt á þessari spillingu. Við erum bara orðin og þreytt til að segja eitthvað og bregðast þess. Við setjum undir okkur hausinn í þessu vaxta fangelsi, í þessu
og við bara höldum áfram. Mér er að fjölmiðlar eru einhvern veginn ekki að leita leiða úr þessari vaksta ánauð. Fjölmiðlar eru bara að reyna að halda sjó eins og þeir hafa alltaf gert. Og bara þessar kröfur á hendur fjölmiðla, ég bara, þú veist, stundum finnst mér að bara, ég skil ekkert í þeim. Nei. Fjölmiðlar, hvernig gerir þið ekki neitt í málinu? Við eigum sem sagt að fjallum málin, segja af þeim og leiða kröfugönguna niður lögaveginn líka. Þá hættum við ávart að vera fjölmiðlar. En í þessu samhengi öllu vaknar líka alltaf aftur og aftur spurningin, hvernig hefði þessi barátta, þessi slagur Bessastaði þróast ef Katrín Jakobsdóttir hefði ekki fælt sér brjóst. Ég veit ekki hvort þið voru búin að ræða það hérna áður en ég settist, en við sjáum svo mikil hvörf verða. Og Jón Gnarr sagði það í heimildinni, hann sagði áður en Katrín kom hérna inn þá vorum við að ræða allt aðra hluti. Þetta var frjálst og opið, allt í snýst þetta bara pólitík og stjórnsýslu. Fjölbreyttur hópur. Og Katrín virðist vera orðin mjög íhaldsamur fulltrúi. Alltaf út frá þeim vinum sem hann stigana. Hennar stjórnmálafl hefur alltaf verið mjög íhaldsamt. Ég meina, er ekki samt nokkuð ljóst að hún verði forseti? Ég meina, hvað? Nei, mér finnst það nú ekki. Er mjótt á munnum, kannski? Hún er með fórustu núna. Já, hún er með fórustu núna. Halla Tómasar virðist vera að sækja mjög í sig veðri. Svolítið svo sorglegt að sjá. Og svo eru þau þrjú þarna. Ég held að Halla sé nú eitthvað að gefa eftir bara. En varðandi Katrín, maður spyrja ykkur einu, af því að haldið þið að Katrín og hennar fólk hafi vanmetið hvað árið væri að hún byði sig fram og það hafi komið óvart að allt í einu er þjóðin neitt í eitthvað pólitískt uppgjör á pólitísku ferli Katrínar innan í miðri kosningabaráttu og það er bara hálfgerður ógeðið strikkur. Þetta fer mjög illa við eðlilega baráttu fyrir forseta. Þetta sést að prósent var með 22%. Já. Ég meina hún er undir því sem Halla fekk síðast sko. Já. Hún er undir því sem langt undir því sem Þóra fekk. Já. Hún er langt undir sko. Hún er ekki að fara að glansa þannig gegn og ef hún verður kosið þessu forseti þá verður líklega sá forseti sem að byrjar í bara erfiðustu stöðu allra forseta með 40-42% af þjóðinni sem bara vill hana alls ekki að besta. En fer athyglinni ekki af henni bara leið þessum kosningum líkur? Jú. Er þetta eitthvað? Einmitt. Pólitískt uppgjör. Þetta er pólitískt uppgjör hennar. Það er klárt mál og allir þvingaðir í þá umræðu. Mér finnst líka svolítið áhugavert sem Maggi Skeving sagði hjá þér í þætti í síðustu viku sko, hann talaði business hlutverk forseta Íslands og hvað hann væri virkur í því að plugga íslensk fyrirtæki og tala málið þeirra á erlendri grundu og við vitum það að sagan hefur svona farið Ólaf Ragnar svolítið svona hörðum höndum sko, vegna þess hvað hann gekk langt en heilt yfir eru svona þessir forsetar seinni tíma, þeir eru taldir vera svona töluverðar klappstýrur ekki í allt og neikvæðri merkingu fyrir því að koma á alls konar svona viðskiptatengslum og dílum og allt það. Hún er núna út í Kaliforníu að reyna að koma íslenskunni í gerfingrindina. Einmitt og sko Katrín Jakobsdóttir hún er ekkit rosalega líkleg til þess að geta notað sitt pólitíska bakland í fortíðinni til þess að búa til ný tengsl finnst mér. Nei. Hún er frekar heima alin. Hún hefur alltaf búið á Íslandi. Hún hefur aldrei búið í útlöndum. Hún hefur aldrei búið í útlöndum. Af öllum. Einmitt og sko hafið þið kynnt ykkur utanlandssteina sögu fyrri forseta okkar. Þetta er allt saman lið sem að hefur meir og minna tekið einhverja doktorsgráður á erlendri grundu, búið þar lengi, kemur hlaðið af visku og samanburði aftur til Íslands. Kallarnir alltaf giftir erlendu konum. Og við lítum upp til þessa hóps, en ég veit að ég komið langt frá spurningunni þinni, en mér finnst þetta bara áhugavert. Ég held nú að það sé nú kannski svolítið skrítið að tala um það Katrínu sem eitthvað heima alibab. Er hún ekki? Hún er búin að eiga í samskiptum við þjóðarleiðtoga bara sem Íslendingur bara sem pólitíkur sem Íslendingur hún er ekki með neitt grunn búa út í New York til þess að vera að teljast hún þarf ekki að tala við þjóðarleiðtoga fólk breytist á því að búa í útlöndum það sér heiminn í öðru samhengi öðruvísi sín að þú gengur bara inn á eitthvað Já, ég vil bara vísa hérna til varnar því ég hef aldrei búið í útlöndum og er nú bara ágættu fyrir minna skal ég segja ég held að þú erið bara góður í að afla svona tengsla Jakob ég held að sko þetta
þetta sé aðeins, þetta ekki alveg út í móa hjá þér, Björn, en þú veist, en maður finnur samt ekki. Maður þarf bara að vera pínu skemmtilegur, svo bara fólk sem sér þetta. Ég veit að Halla Tómasdóttir myndi alveg gera þetta að svona nafla alheimsins í jafnréttis umræðu. Halla Hrund hefur líka verið að búa til alls konar. Já, og maður finnur alveg eld í henni. Maður finnur eld í henni. Það sem ég hef nú verið... En eru eldur í Katrínu? Lagði það nú upp, ég var nú að finna svona frekar, ljóð á frambjóðandum frekar en kost, sko. Og mér fannst hún bara í sínu fyrsta viðtali þegar hún fór að tala jafnréttismálin Halla Tómasar og það lá fyrir að 2 hennar helstu keppinautar voru konur, þá fór maður bara að hugsa, byrju líkur þessu rugli aldrei? Jafnréttisruglum? Nei, það líkur ekki meina þú lifir, þú verður að setja við það. Hálfmiðaldra karlmaður að tala, þú mátt ekki segja því. Jakob. Hvaða erindi á þessi Ég eina konan í þessu prógrami. Feminismi, leiðum að klára það. Þessi feminismi, félagskvenna í atvinnulífinu, þetta er félagskvenna í atvinnulífinu sem ber ábyrgð á jafnlaunavottun, þetta er bara glórulust. Jakob, þú verður að setja við það, þú myndur að lifa við jafnréttisbaráttu kvenna, það sem þú ert eftir ólifað. Já, en það við höldum að þetta sé allt komið hjá okkur. Kynjakvótinn það liggur fyrir og það er sannað, þetta er ekki mín skoðun, það liggur bara fyrir að þetta er glórulust rugl. Bara, Jesús, þetta er bara örlítið þín skoðun, sko. Bara smá. Má ég spyrja ykkur að einu, hvaða frambjóðandi haldið að sé með mest, eða hæðst hlutfall kvenna af sínum fylgjendum? Sem að konur velja frekar en kallar. Hvaða frambjóðandi haldið það sé? Er það ekki Halla Tómasdóttir? Baldur Þórhallsson. Baldur, já. Einmitt. Kallarnir vilja ekki homma, en konur vilja. Já, akkurat. Það sem að maður dekki í hug, því að það er langmesti munurinn á sko afstöðu kynjana hjá honum. Halla Tómasar að skora vel hjá konum. Já. Katrín nokkuð jöfn og Halla Hrund frekar karlamein. Eins og Jón Gnarr. Forveitilegt. Svo finnst mér líka bara forveitnilegt að lesa harmræna statusa Facebook-vina minna sem að langar að kjósa einhvern einn en ætla ekki að gera það. Talandi þetta persónukjör sem að við höfum oft litið á forsetakosningar sem að heldur ætla velja taktíst eða strategíst á lokametrunum og mér finnst þetta í rauninni sko, þetta forsetakosningar eru orðan einhver harmleikur sko, fyrir stóran hluta þjóðarinnar. Hvað viltu að fólk kjósi bara það sem að hjartað segir? Sem vill alls ekki að því að 42% landsmanna vilja bara alls ekki að Katrín Jakobsdóttir verði forseti og það snúast þessar kosningar að nokkur leyti, bara tilfinningar þessara 42% sem vilja alls ekki að eitt frambjóðandana vilja vera forseti og þá kannski situr kannski upp með það á kjördaga þið langar að kjósa einhvern sem þú trúir á en þú munt ekki gefa viðkomandi atkvæðið þitt af því að þú munt kjósa strategist, kjósa þann sem ógnar eftir skoðuna. Já, eftir skoðuna. Það allt í lagi, Bjössi. Svona virkar lýðræðið. Já, það getur vel verið sko en ég menn þetta samt svolítið svona skiljiði. Þetta byggt á heift og hún nú kannski mér langar bara svo að sjá eitthvað svona eld í maganum. Ég skynja alveg að Höllu Tómasdóttur liggur eitthvað á hjarta og ég menn hún væri ekki að fara fram í annað skipti ef henni það er sem ég á svo erfitt með að koma auga á hvað henni liggur á hjarta nákvæmlega. Já, sko, einmitt, en það er einhver svona innrömmuð ég þekki Höllu, sko, við störfuðum saman á sínum tíma. En við erum alls saman það að þau megi segja skoðanir sína meira. Hún var á Íslenska útvarpsfélaginu á sínum tíma. Starfsmannastjóri þar. En ég skynja samt það meir í henni en til dæmis Katrínu sem einhvern veginn fer bara fram eftir fjölda áskorana og svo segir hún svarar hún hvernig forseti viltu vera, ég tala fyrir gildi. Þú veist, hvað er það? Er það eldur? Ok, en gaman að þessu? Já, þetta er auðvitað skemmtilegt. Þetta er bráðskemmtilegt. En það er mjög erfitt að halda utanum þetta allt. Ég meina að maður kemst ekki yfir þetta. Þetta er líka ótrúlega spennandi. Síðasta konunni sem kom frá Prósent sem ég myndi nú ekki treysta, ég myndi freka treysta hinum tveimur, það er eitthvað hjá Prósent. En þá er þetta bara næstuð að verða 5. Það munar sko frá 16% upp í 22% á 4 efstu.
Þannig að, og hvernig sem skipast eiginlega engi munur. Hvernig skipast þetta? Það var Katrín Efst og svo Hallar Hund og svo Baldur og svo Hallar Tómasar og það munar bara frá 16 upp í 22. Þetta er ekki marktækt sko. Þetta er bara svo lítið. Og svo Jón Gnarr eitthvað aðeins undir, ég man ekki alveg hvað hann er. Ég skal reyna bara að segja. Þeir hafa ekkert verið að reyfast neitt til sem svolítið magna með hvað sem margir eru ekki búin að gera upp sinn hug. Nei. En þeir sitja alveg fastir þetta. Jón Gnarr og þeir eru greinilega með eitthvað kjölfestu einmitt en nú skiptir máli fyrir frambjóðundur að gera eitthvað sem eftirminnilegt, sína eitthvað eld eins og þú segir bara, og einmitt eins og segir ég og erfitt með að sjá hvað vaki fyrir henni, það væri gaman að fá að heyra meira það. Frábært viðtalið við hana við Rauðaborði í gær, ef við vilt hlusta. Já, ég sá að það var einhver að mæla með því í gær og ég ætla sannarlega að gera það. En ég satt til dæmis á heimsþingi kvenleiðtoga í fyrra og og bara, þú veist, bara hlusta á konur erlendis frá að tala rekstur fyrirtækja, bla bla bla. Við erum komin ljósárum fram úr öllum. Þú veist, konurna voru að tala hluti þarna sem við vorum að tala 1980 sko. Þannig að við erum komin mjög framarlega með þessi jafnréttismál og þess þá heldur tækifæri fyrir forseta að gera eitthvað meira úr því. Þú veist, verða að tala fyrir því heim allan. En sko það sem mér finnst áhugaverastu kosningarnar einmitt þessi óvissa úrslit þeirra. Það mjög mikil spenna. Það liggur við að maður refressi síman bara á 10 mínútna fresti hvort einhverja nýjar upplýsingar hafi komið fram því við veitum ekkert hvernig þær fara. Það ekki nokkur leið að spá fyrir hvernig þessar forsetakosningar fara 9 dögum fyrir kjördag. Mér finnst það stórmerkilegt. Við verðum þannig fram á síðan dag. Við erum ekki vön þessu. Það verður líka þannig að við út af könnunum og fleira það sem að staðan þessi að þá verður það líka þannig að sko kannaninnar á síðustu dögunum munu ekki geta sagt fyrir hvernig úrslitin verða. Því að það líka eftir svona alls konar skekkja í því hverjir mæta á kjörstað, hverjir eru með svona þetta sem þú ert að tala verður að þannig að fólk verða að kjósa taktíst. Það gerist ekki 1980 og það ekki sem að segir að ef það eru 4-5 efstir að fólk muni fara að gera það. Ætti ég myndi helst vilja kjósa eitthvað sem með 60% en óttast það sem 22% og ég þá frekar að kjósa það sem með 80%. Þetta eiginlega sumuleyti þetta kannski hjálpar Katrínu sem hefur með þetta 42% sem að vilja hann ekki að séu sko 4 eða 5 sem eru jafnir að keppa. Ef að það væri 1 sem að væri afgerandi að þá myndi Katrín líka að tapa. En sýnir þetta ekki bara líka hvað fólk óákveðið og finnur ekkit endilega, þú veist, það enginn að saminast kannski einhvern einn nema bara mjög takmarkuðu leyti. Þú veist, þetta skiptist rosalega. Já. Þannig að við erum ekki alveg búin að ákveða hvernig forseta við viljum. Og svo af því að bílið á milli skoðanakannana og raunveruleikans á kjördag gæti orðið töluvert eins og þú nefnir, það minnir mig á 2 gamlingja 85 til 90 ára gamla, þeir voru á kosningafundi framboðsfundi Katrínar Jakobsdóttur fyrir norðan á Hótel Kea og þar voru bara biðukollur nánast og bara óbúslega mikið eldra fólk enda hún sterkust á meðal eldri borgara, Katrín Jakobsdóttur, bara langsterkust og við erum að tala íhaldssemi og þetta fólki sem mætir á kjörstaðan. Já, og það var einmitt það sem að einn gamlingi sagði við hann við skilum okkur á kjörstað og fannst nú ekki einsýnt að unga fólki sem kannski hakar við einhverju könnun skiluru að það nenni því. Þannig að það geti verið þannig breyta. En ein spurning, veist ég nú með ykkur 2 fyrir fram að mig, vill Katrín ekki tala við ykkur? Katrín Jakobsdóttir. Fyrir mörgum vikum stuttu eftir að hún tilkynnti framboð sitt að við samband við aðstofakonu hennar sem að fylgdi inn úr ráðuneytinu yfir í kosningabaráttuna og þá var svona verið að finna tíma út á landi og svo bara hætti hún að svara. Svo þegar Friðjón fór að vinna þá sendi ég á hann, getur þú nú ekki komið í gagna, hvort hann ætla ekki að koma hérna. Og ég var búinn að tala við alla og þetta var svona hugsað hvernig verði næsti hringur að vera og var svona leiðilegt að eiga hann alltaf eftir og Friðjón fór og sagði já ég skal bara gangi þetta og svo bara virtist það ekki í ganga og nú svarar hann mér ekki heldur. Hann nú bara sagði hann að þessu. Og hvers vegna haldið þetta sé? Ég get ekki ráðið í það á hverju fólk segir nei sko, kannski bara getur verið hvað sem sko. Og þú ert að rita bókum spillingu? Já, mitt mál öðruvísi sko, þess að segja þetta eru 2 mál. Já. Að það kemur út í ágúst, bók eftir mig spillingu, já.
og ég taldi mjög mikilvægt að fá að heyra rödd forsætisráðherra sem Katrín var inn í þá umræðu, en hún gat ekki orðið við því og mjög stælilegt. Ég hef sagt að stundum að hún ekki sinnt þessu, en ég hef ekkert sagt frá þessu. Ég sagði þetta bara í Facebook í gær vegna þess að Torfi Tulinius var að skrifa ykkur grein þar sem að skróði Katrín getur talað við alla, þá veit ég bara að benda á að hún getur það ekkert, sko. Nei, ég hjó eftir þessu Þannig ég var ekkert að flagga, ég sá að Vísir var eitthvað eins og við varum eitthvað vælandi yfir þessu, við erum ekkert vælandi yfir þessu. Mér sýnist þið vera með tárin í augunum. Nei, en þetta er ekki... Það er bara fyrir jafnréttisumræðuna þína. Ef maður þolir ekki að fá nei, þá getur maður ekki spurt, ég segi það alltaf, ég spyr bara alla. Og við höfum tekið viðtal við Guðna TH og alls konar ráðherra og biskupa og fínimenni, og þannig það er ekki þannig að rauðaborðið sé eitthvað og mikill af hverju dregurum inn í þetta hús eða svona Íslandsklukkur, það er ekki þannig. Þannig að það er bara eitthvað sem að Katrín ætlar að heyja sína kosningabaráttu með biðukotunum hann fyrir norðan, en ekki koma hingað. Og ég held að það eru 1000 manna sem að horfa á þættina þetta, og ég held að það sé ef þú ætlar að ná sambandi við fólk sem hefur mikinn áhuga á samfélagsmálum, að þá er þetta borð örugglega langbesti vettvangur til þess. Og það vita allir hinir frambjóðendurnir og tala það hvernig viðtölin við dreifist, og þakka okkur í bak og fyrir að fá að segja skoðanir sínar án þess að sé alltaf sífellt að vera að grípa fram í fyrir þeim eða stytta tíman eða hvað sem er. Og þannig að menn vita alveg sem hafa komið hingað og talað, og þess vegna talar fólk með öðrum hætti hér heldur en annar staðar, og þetta vita allir, og þetta veit Katrín örugglega líka, en hún bara kýs að gera þetta ekki. En Katrín er þannig, ég heyrði einmitt einn aðdáanda tala um hana bara að það er enginn sem á roð í hana í viðtölum. Hún pakkar öllum saman. Það var það sem við komandi sagði. Og ég meina, við hvað er hún hrædd? Af hverju mætir hún ekki bara og svarar? Og hún gerir það svo vel. Finnst hún gera það vel? Mér finnst hún bara að vera sérfræðingur í að víkja sér undan spurningum. Já, ég meina, hún er þrautþjálfaður pólitíkus. Hún er búin að gera það í 20 ár. Já, maður sé kannski fram á það að ef hún og Smári væri ræða saman hefðu rauða borð, þá myndan halda áfram að spyrja, þannig að það kemur svar. Ég hef ekki hrifin þessari taktík til dæmis Stefán Einars, og alltaf að finna að henni að vera gjammandi eitthvað í fólk, Mér þess að leiti Sigmar og Helgi Seljan í Kastljós á þessum tíma, alltaf vera gjammandi í fólk eitthvað. Ég er bara fyrst og næst í því að bara fólk kemur hingað, og ég langar bara að heyra hvert er erindið þess. Ég held að Katrín sé líka bara orðið svo varin. Hún er svo varin. Þetta fólk er búið að vera svo lengi í stjórnmálum. Og hefði bara spáð í öryggisgæsluna sem er komin í kringum Sjálfstæðisflokkinn, og þeirra Sjálfstæðisflokks og allt það, Fjarlægðin á milli fólksins og almennings verður alltaf meira og meiri. Ég sá þetta kristallast, svo ég vitni enn og aftur til þessar heimsóknar minnar norður til Akureyrar fyrir 2 vikum, þar sem ég fór á marga framboðsfundi sama daginn til þess að mappa hvað eru frambjóðendur að gera líkt og ólíkt. Þá sé ég það hvernig Katrín, hún stígur ekki til leiks fyrir en fundurinn hefst, og hún svona stjarna kemur bara sviðið, þú veist, tjöldin dregin frá, stjarna kemur fram á sviðið. Þetta vita nú allir sem hafa verið í sveitaballa bransanum. Já, býtulega hann að klára. En Halla Rund sem var, Halla Tómasar, sem er með litlu færri gesti á öðrum tíma, á öðrum stað, Menningarhúsinu Hofi, hún byrjar að taka í höndin á hverjum einasta manni áður hún byrjar að tala, kynnast fólki, miklu nær, fólk gat þá farið heim með það, að þannig hefði það verið fyrir fundin, og ég veit bara ekkert hvort Katrín Jakobsdóttir verður þessi alþýðlegi, óbóðslegi vinur ósýnilega mannsins. Ég held að þetta lið sé orðið bara mjög víggirt og vant því hvaða spurningu það svarar og hvernig og hverja það talar við og hvernig það kemur fram. Þetta getur komið til að skipta máli. Þetta er bara magn. Þetta er náttúrulega breytingi sem hefur verið, öll þessar vígirðingar og fleira í kringum þessa kynslóð stjórnmálamanna sem er Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir. Já, og ekki nóg með það að þegar einhver mál eru rædd og þessi stjórnmálamenn eru gagnrýndir, þú veist, að þá fara þeir á Facebook og taka viðkomandi blaðamenn eða fréttamenn af lífi. Og það er alveg magna, Talandi þetta, þá heyrði ég eitt sem að Katrín dró inn í umræðuna, ég held að hafi verið á Stöð 2, sem var mordtilræði við hann Fító. Hún dró það og ég sagði bara, hvað er þetta á þetta? Er virkilega að vera haldaði fram að stjórnmálafólk á Íslandi sé bara í lífshættu?
að skautunni sé svo mikil í samfélaginu. En það samt sem áður kvöldstæðrind og ég hef alveg talað við konur í stjórnmálum að það viðbjóður sem þær fá í tölvupóstum, skilaboðum. Ég meina, Hanna Birna sagði mér frá því að það hefði verið hrækt framan í hana á Austurstræti. Það var maður sem öskraði á hana í Eymundsson og hótaði lífláti og einhvers konar, þú veist, konur og bara pólitíkusar hafa mætt mikilvæg harnesku, síðustu áru sérstaklega eftir hrun. Það alveg kvöldstæðrind. Ásdís Rán búin að lofa aukinni öryggisgæslu á Bessastöðum. Já. En er þetta smart? Já, bara gaman að því, Ég meina, við hefum náttúrulega aldrei haft sennilega alþýðlegri forseta en einmitt Guðna, mögulega. Ég var í sundi einhvern tíma með Guðna í Laugardalslauginni, hann með krakkana. Svo einhverja krakka. Svo kom ég út og einhverja krakka, ég var ekki yngsta, hann var alltaf krökkum. Hann var líka stóra krakka sem fara sjálfbæri í sund. Og svo kom ég út og þá beði bílstjórinn eftir hann og það voru 2 guttar, og ég var bara eitthvað, sjá þetta forsetinn og Guðna, ég skuttla ykkur heim. Kiptaði mig fyrir bílinn, Þetta fínt. Já, þetta gott. En þetta verður kannski hans legacy, hann kannski ekki búin að vera að taka einhverjar stórar ákvarðanir, en hann var alþýðlegur forseti og En af því að heimurinn að breytast og ég ætla ekki að fara að auglýsa þessa bók mína spillingu, en ég hitti Guðna vegna ritunar þessara bókar á Bessastöðum og þar kom öryggisverður, þar var öryggisgæsla. Hún var frekar nýleg, hún var vegna einhverja hótana sem höfðu verið, þannig að þetta ömurlegt og við þurfum auðvitað að á sama tíma og það ömurlegt að til sé fólk sem skadar fyrir okkur öllum hinnum með bara einhverjum ummælum einhverju svoleiðis sem að kalla á einhver svona viðbragð, þá verðum við líka að passa að fara ekki offari og trúa ekki og off á að Ísland sé að verða hættulegra hvað varðar öryggi þessa fólks. Það bara mjög mikilvægt. Stjórnmálafólki verður að gæta þess að vera með eitthvað jarðsamband hvernig alþýðan Já, en það samt heimurinn að breytast Björn og bara samtökin 78 eru gott dæmi með. Ég meina hér áður fyrir 15 árum gekk maður bara inn á samtökin og hitti formanninn og eitthvað svona. Það allt ramgirt núna. Það þannig hótanir sem samtökunum berast að það bara ekki líðandi. Jóngnar að tala þessa skautun og þetta hatur og þetta í sinni framboðskynningu. Og þetta alveg rétt, þetta að hluta til, þetta gildur punktur, þetta ömurlegt. Herðu, við skulum enda í þessu, hver eru kostum forseti eftir, 10 daga? Já, bara mér finnst að fylgja því stórkostleg tilfinning að segja, ég hef ekki hugmyndu það. Okay. Já, ég veit það ekki heldur, Nei, sama hér. Jakob, þú verður að svara. Katrín mun hafa þetta svona með naumyndum. Mér sýnist hún Halla Hrund vera svona svolítið að gefa eftir. Halla Tómasar sennilega viku of seint á verð eins og síðast. Og svo sýnist mér þeir Baldur og Jóngnar sitja svolítið fastir. Altså hvor þeir að það verður, hvor sem verður kemst þarna inn með fæstu mögulegum atkvæði. Já. Það verður ég ekki vissum að það sé endilega svo mikill ríkalegur skandall nema að það gerist þetta sem að þú varst að tala áðan að þjóðin einhvern veginn takir sér saman og Guð veit hvað getur gerst á vorum tækni tímum og fara að kjósa ríkalega taktíst og láti heiftina ráða för. En þá þarf líka eitthvað talsvert að gerast, einhverjir frambjóðendur verða að draga sig tilbaka helst og lýsa yfir stuðningi við þann sem að helst á færi á að fella drottninguna. En það sem þú kallar heift mynduð þessir taktísku kjósendur bara kalla réttlætiskennd. Já, ég langar aðeins að challenge það, Bobby, að kalla þetta heift eiginlega svolítið ég veit það ekki, þetta ekki bara skoðun, þetta ekki allt í lagi þó einhver hafi svona skoðun og farið með hana með sér í kjörklefann. Biden var kosin af því að hann var ekki Trump. Já, ég meina það og það ekki eins og maður hati einhverja persónu. Sósíalistar í Frakklandi fóru og kussu hægri mann til þess að koma í veg fyrir að Le Pen yrði forseti. Þetta hefur bara gerst út allan heim. En hvað gerir svo? Koma upp einhver óvænt atriði? Halla Tómasar með Trump húi til dæmis eða eitthvað. Akkurat. Þetta verða spennandi 9 dagar. Það auðvitað
kemur örugglega haugur af könnunum. Hvað heldur þú, Gunnar Smári? Hver heldur að eins og staðan er núna, ég myndi veðja á Höllu Tómasar. Fyrsta lagi að því að 28% kursuna síðast og hinn öll eru langt fyrir neðan það. Hún er eina af þessum efstu sem er með línuna upp á við, all hinn eru með línuna niður á við. Þannig að það er bara hreyfingin og Jakob sagði áðan að hún var að rísa of seint núna, hún er að rísa fyrr núna heldur en síðast. Þannig ef hún fengi sveifluna sem hún fekk síðast, að þá endar hún í 45% því að sveiflan síðast var ekki eðlileg. Svo þótti hún standa sér best úr þessum fyrstu... Það er það sem að gefa fram í könnun sem kom í dag og það er ekki bara hvernig hún stóð sig í könnunum það hver stóð sig best í sjónvarpinu, það voru 12 og þá fekk hún flest atkvæði og núna er spurt hverju hafa staðið sér vel í kosningabaráttunni almennt og hún vinnur það líka. Ef við værum með írska fyrirkomulagið þá myndi ég segja að Halla Tómasson svo er það að bæta einu við, Jakob, vegna þess að svo er annað að þegar maður skoða samsetningu í spurningunum til dæmis hvernig fólki líkar við frambjóðunar, hvernig þú myndir kjósa í öðru ef að þinn frambjóði var ekki frambjóði og hvernig þú vilt síst að þá sér maður að það eru meiri líkindi með fylgi Höllu Tómasar og Katrínar heldur en allra hinna. Þannig ef að Halla Tómasar er í vexti að þá mun það halda aftur að eða jafnvel grafa undan Katrínu öfugt við það ef að Baldur eða Halla Hrund eða Jón Gnarr væri í vexti. Og hún er held ég á toppnum meðal þeirra sem eru annar kostur. Skiljiði. Og ef við varum með það system sem að er alls ekki vitlaust að þú hakir við 1, 2, 3 og svo fáir við bara sem sagt samkvæmt kungstæðinarreglum atkvæði eins og svo ber undir þá væri hún að taka það. Og ég hugsa líka að fólk hugsi þetta þegar horfir á þetta. Ég meina hvernig forseta viljum við? Þetta viljum við forseta sem flesti getur sett sér við. Alveg þótt að ég kann ágætla við Katrín og svona en ég get ekki eiginlega boðið þjóðinu upp á að vera með eitthvað forseta þannig að verða einhverjar eldglæringar í kringu Bessastaði bara nokkuð misseri. Svo er það allt fullt af einhverju svona litlum, einkennilegum, krútlegum sumum sögum. Ég hitti konu í fyrradag sem ætlaði að kjósa Höllu Hrund, ætlaði að færa atkvæðið sitt yfir á Höllu Tómasar en vonast til þess að kannski geta kosið Höllu Hrund seinna. Þetta er svona... En mér hefur fundið Steinunn Ólína, ég meina hún er óhrædd og ég eiginlega vil ekki sjá hana sem forseta, ég vil sjá hana bara í pólitík. Ég vil bara fá hana fullblóð. Ég held að hún hefði haft mikil áhrif á kosningabaráttuna. Við erum ímynd okkur það að Katrín býður sig fram. Steinunn Ólína hefði ekki verið með það málflutning sem hún hefði verið. Ég er ekki viss að þess að lagarfrumvarpið hefði verið á dagskrá. Ég held að Steinunn Ólína er eiginlega hlutverki barnsins í sögunni sem er að benda á að keisaraynjan er nakin. Og barni við veitum ekki svo hvað það heitir. Og hún hefur algjörlega staðið með sér hún skulle ekki fá svona aðeins meira fylgi. Já, og mikil rebúl. Í viðtali við þig í vikunni þá sagði hún að það væri glæpsamlegt að tala pólitík. Að forseta efnin sem töluðu núna pólitík í aðdraganda kosningana það þætti glæpsamlegt. Það væri bara dónaskapur. Sagði Steina þetta? Já, hún sagði þetta. Og það eru svona, skilurðu, sendingar sem að, og þess vegna eru þau öll í svona bublu, þú veist, og þú er ekki að tjá sig raunverulegt ástand í landinu. Og það er þessi tenging sem við vantar. Ég held þetta lagar eldismáli eftir að standa í mörgum gangvart Katrínu. Það er bara, það skildi bara ætla það, já. Nú síðast bara einhver maður að taka Bubba Mortens og Guðmund Andra og einhverja fleiri sem hafa lýst yfir stuðningi við Katrínu sérstaklega út frá þessu lagar eldismáli og sem lagsviðmenn. Já, það er ekki einarskýring. Þessi litla slæta þarna teikning, það sem það kemur fram að maður geti í samkvæmt frumvarpinu farið að veðsetja fjörur landsins. Ótakmarkað einhvern veginn til ótímabundið. Það er flippuð pæling. Þetta hreyfir örugglega mörgum það því að út af bara og það að myndasaga líka svo magna myndasaga skuli hreyfa svona við. Allir skilja allir. Ógnarstjórn var annað orð sem að Steinunn Ólína notaði í viðtalinu við þig. Hún var að tala um ríkisstjórnina sem nú situr. Hún kallaði hana ógnarstjórn. Já. Það er náttúrulega vanlegt vandamál. Má ekki gagnrýna hana á neinn hátt. Við erum með forsætisráðherra sem að 78% af þjóðinni vill ekki hafa. Þolum við það að hafa líka forseta sem 42% vill ekki hafa? Er það ekki aðeins svo mikið?
En munum við ekki, hvað kallar þetta hérna, samdaunasýki? Já, samdaunasýki. Munum við ekki bara all fara í hana? Samdaunasýkin bara. Við sættum okkur við Bjarna Ben. Já, ég meina, hvað erum við að gera? Erum við mótmælanir á Austurvelli? Nei. Ég held að hans í Malaví eða eitthvað, það verður þetta náðan. Já, hann er svo umhverfisvætna að hann ferðast á hérna með almenningssamgöngum, las ég í mókanum heldur. Herðu, við sláum botnin í þetta, hérna kæra þakkir, Björn, Ditti, Helga og Bobby. Kæra þakkir. Við ætlum að halda áfram að ræða forsetamálin hérna. Eftir örskamastund kemur forsetaframbjóðandi og ég ætla að spyrja hann um það sem hann helst vill ræða eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það eru forsetakostingar og við erum að njóta þess hérna við rauðaborðið, ræðum þær í alls konar formi. Við fáum fólk sem hefur áhuga á málinu til þess að spjalla það og við meira segja sótt eldhúsborð inn á heimili hingað til þess að heyra hvernig fólk talar um þetta eldhúsborðið. En svona þessa viku og aðeins í næstu viku þá hef ég fengið hingað frambjóðendur til þess að ræða eitthvað málefni sem að þau hafa svona lagt inn í umræðuna því að þó svo að kosningabaráttan snúist mikið fólki sjálft, persónu þess og hvernig okkur líst á þau, það er að ekki vinnu, að þá eru forsetakosningarnar líka tilefni til þess að vera með samfélagsumræðu, ræðum það og allt hefur þetta fólk lagt eitthvað ríkulegt til og nú komið að þér, Baldur Þórðarsson, vartu velkominn. Þakka kærlega fyrir, alltaf gaman að koma til því. Já, heyrðu. Og bara með okkar rósaður fyrir þess að góðu þætti við hérna meðframbjóðendum mína. Heyrðu, takk fyrir það, vonandi verður þessi það líka. Heyrðu, Vonu það sem að mér langaði að tala að því að sem kannski hefur manni komið svolítið óvart að það hefur lítið verið talað svona stöðu Íslands smáríkis í háskólum heimi og sína rannsóknir sem stjórnmálafræðingur hefur mikið til snúist smáríki. Já. Þannig mér langar að ræða það. En það er líka hérna eitt sem að mér finnst þú leggja meiri áherslu á en aðri frambjóðendur, það er svona margbreytileiki að þú talað framboð í frambóðinu börn og náttúrulega hinsegin og kynsegin og svona breiðari mannréttinda hvað að segja, svona sjónarmið heldur en heyri á hinum. Ég er ekki að segja hinn sé andmælið en nokkurn hátt. En mér finnst þú stundum leggja áherslu á það og þá er það að forsetinn sé forseti allra. Það hefur gildið ekki? Jú, sko, ég fer upp í þessa vegferð rauninni eftir ákall að tala fyrir mannréttindum allra, tala fyrir sko bara framtíð þjóðarinnar, taka sérstaklega upp málefni barna og ungmenna og að leggjast á rauninni áratnar, ákallum að leggjast á áratnar með stjórnvöldum að tryggja hagsmuni okkar í samfélagi þjóðana og reyna að hafa áhrif. Svona áköllin sem voru að koma sko, til mín í janúar, febrúar, mars snéru mest að þessu og eins og þú nefnir réttilega þá hef ég í kjölfari forgánsraða þessum verkefnum eða málum líka vegna þess að ég hef einhverjum verið að vinna þeim, bæði í minni vinnu við Háskóla Íslands og síðan bara í mínu félagsstarfi. En við höfum sko sérstaklega verið að leggja áherslu á sko málefni barn og ungmenna og þar hef ég... Það tengist manninum þínum? Já, Felix líka, það er heldur betur gott að eiga en Felix minna að. Sem hefur verið þar eiginlega í 25-30 ár. Já, og hann hefur bara til dæmis verið að vinna málefni barn og ungmenna. Hann og Gunnar Helgason leikari, þeir hafa til dæmis farið flest alla skóla á landinu með verkefni list fyrir alla, þar sem eru til dæmis að fjalla mikilvægi þess að lesa bækur. Gunni er að kenna þeim hvernig eiga að skrifa fyrstu sögurnar. Og Felix að tala um mismunandi fjölskylduform, fjölskyldur að mismunandi uppruna, einstæða foreldra og bara alls konar fjölskylduform og gerðir sem til eru og svo bregða þær á leik. Þarna held ég að takist alveg einstaklega vel saman að fara yfir alvarleg málefni en líka gera það skemmtilegt. Og ég hef sagt sko að í málefnum barn og ungmenna að við höfum að setja okkur háleit markmið en samt raunhæf
og við erum að setja okkur það markmið á næstu 4 árum að við stöndum fremst meðal þjóða þegar kemur að málefni barna og ungmenna. Hvernig mælum við það? Hvernig barnunum líður það? Sko rétt eins og við stöndum fremst meðal þjóða í dag þegar kemur að jafnréttismálum. Þó vissulega sé enn verk að vinna. Við vorum til dæmis þegar Vigdís Finnbogadóttir bauð sér fram 1980, svo við höfum eitthvað skurðspunkt, þá vorum við sko langt og eftir hinum Norðurlöndunum í jafnréttismálum. Þegar komum jafnrétti kvenna. Nú stöndum við jafnfætis þeim. Þannig að það er hægt að, og það sem þarf að vinna með, bara svo ég nefni dæmi, er vanlíðan ungs fólks, það eru geðheilbrigðismálin, það er vímuefnavandinn, það er lestur og lesskilningurinn og bara huga svo vel að því að allir njóti sko sömu tækifærin á þeirri forsendu sem boðast. Og við þekkjum það bæði, sko ég þekki það bæði verandi utan að landi, eiga fjölfallaðan bróður, hafa sjálfur staðið í mannréttindabaráttu, fá að vera ég sjálfur og mér fjölskylda við værum bara, já, sem fallið eða venjuleg fjölskylda. Hvað þetta skiptir miklu máli að við öll í samfélaginu fáum notið þeirra tækifæri sem eru til staðar og mér finnst svo mikilvægt að nýta forsetaembætti til góðs þegar þetta varðar og ég sé fyrir mér með því að bara einfallega forseti forgangsraði þessum málum, rétt eins og Vigdís forgangsraði umhverfisvernd og jafnréttismálum, það hafði áhrif á sínu tíma, að forseti geti kallað síðan til saman ólíka hópa fólks sem að vinna gott starf hvað þetta varðar, til dæmis varðandi vímuefnavarnir eða geðheilbrigðis ungfólks, til þess að lyfta þessu málaflokki á næsta stall og leggjast á árata með stjórnvöldum hvað þetta varðar. Ég held að skipti máli við hugsa okkur forseta sem forgangsraðir ekki, sé framtíðin í börnum og ungmönnum og forseta sem gerir það daginn út og daginn inn. Ég held að muni skipta verulega miklu máli. Þú hefur líka lagt áherslu á svona margbreytileikann því að þú ert hommi. Og kannski það vegna þess að þú ert alltaf neyddur til þess að svara því að þú ert spurður yfirleitt, þetta er fyrsta spurningin í flestu viðtölum sem að snýra þessu en kannski vegna þess að þið stillið ykkur upp sem hjónum, þú og Felix þetta drægir svolítið athyglinna að stöðu ykkar og ég veit að það eru margir sem að myndu vilja kjósa ykkur einmitt út af því að þetta er góð svona tákmynd að forsetinn geti verið forseti allra og það sé engin útilokun í því. Ég veit ekki hvort að þú setja að leggja áherslu á þetta eða vegna þess að þeir eru náttúrulega einhvern veginn svo frábær fyrirmynd fjölskyldu líf ykkar og þeir eru svo frábær fyrirmynd en ég að velta fyrir mig hvort að því að þið hafið þurft að standa í baráttu eins og þú ert að segja, þú þurft að standa í baráttu fyrir að fá bara viðurkenningu fyrir því að vera hver þú ert, hvort að þú sækir eitthvað í það að forsetinn verði að vera einhvern veginn þannig að allir upplifi það að hann sé líka forsetinn minn, að það sé ekki forseti sem hefur þannig svo þrönga tákmynd að hann er bara fyrir okkur sem erum svona venjulegri en hann er ekki fyrir ykkur sem að einhver leiti eru óvennalegir. Já, þá má kannski segja það að bara svona grunn áherslunar okkar lúta bara að þessu og þá bara alls ekki bara varðandi sko stöðu hinsegin fólks heldur upplifið það bara ferðalögum mínum landið hvað fólki finnst á skorta að það njóti sömu tækifæra og við hér á höfuðborgarsvæðinu bara út frá búsetu og þekkjandi það sjálfur að byrja að huga því 11-12 ára að koma til sumarvinnu því ég vildi safna mig fyrir íbúð því mér langaði að mennta mig í Reykjavík og ég var ekki viss ég hefði þakk yfir höfuðið. Ég var fann að huga því hvernig gæti ég komist til Reykjavíkur þegar árin liðu og líka bara velta fyrir sér að koma sér í heimavist. Ég var í menntaskólanum á Laugavatni í 4 ár og þar kemur kannski þessi fyrirhygginn sem kannski tölum eftir þegar við komum á utanríkismálunum en já, mér finnst þetta bara svo mikilvægt og ég tala það allsstaðar, tala það öllum fundum, það á ekki að skipta máli í hvað stétt við stöndum, að hvað uppruna við erum eða hvað við búum á landinu, hvort sem hraust eða veik, hvort við erum fólk með fötlun eða ekki fólk með fötlun. Við eigum öll að njóta þeirra tækifæra á okkar forsendum sem þetta góða samfélag býður upp á. Við höfum skapað eitt besta samfélag í heimi á grundvelli þess á velferð og hagsæld. En það það miður þannig, það ekki allir að njóta þessast tækifæra sem þetta góða samfélag ætti að geta boðið öllum upp á. Og því langar mig einfallega að taka þátt í að breyta með áherslunum á Bessastöðum.
Og því við skipta máli að í heimi sem að það er margir sem betta á það að ójöfnur sé að aukast, það sundrung að vaksa, skautun eða hvað sem menn kallir þetta, að á bestastöðum sé einhver sem að sendi frá sig þau skilaboð að hann sé forseti allra. Það er ekki skilyrði, þú mátt vera í hópnum, þú þarft ekki að verða eins og ég eða eins og við til þess að tilheyra. Nei. Heldur... Já. Bara forseti á alltaf að mínum að standa með þeim sem höllum fæti standa í samfélaginu. Það er alveg grundvallar atriði og hann eða hún á að þora að stíga inn í erfiðar umræðu í samfélaginu þegar er að halla á tiltekinn hóp. Við veitum hvernig samfélagsumræðin er, hvað hann getur verið grimm, hvernig hann sótt ákveðum hópum á stundum. Þá var forsetin að stíga inn í það, auðvitað bara á uppbyggilegan og uppbyggilegan hátt en eigi að síðu getur þetta stíga fastir jarðar. Auðvitað má hann ekki vera flokkspólitískur og forseti aldrei vera flokkspólitískur. En ég vil segja þegar maður segja forseti er ekki pólitískur, ég er bara ekki sammála því. Málefni barna og ungmenna eru bara stór pólitísk mál. Ég vil setja þau jafnhátt undir höfði og bara auðlindamáli eins og ég nefni eitthvað dæmi og það að segja að þau sé eitthvað annað en pólitísk, það gerum við bara lítið úr þeim. Sem og bara að við njótum öll þeirra tækifæri sem eitthvað góða samfélag býður upp á. Við höfum bara að gera kröfu til þess og forsetur á að taka þátt í því að reyna að þeim marki að deila þessum tækifærum jafnt á milli landsmanna. Þetta er ekki mjúkumálin eins og var sagt hérna fyrir kannski nokkrum áratugum. Þetta getur því. Jú, það var þessu ítt frá að það voru mjúkumál. Það voru mjúkumál, já. Við ætlum að tala hérna sjávarútvegsmál. Já, akkurat. Af því vil ég bara leyfa mér að segja að þetta séu bara rauninni hápólitísk mál, þó með mann ekki rugglaði saman að forseti mig aldrei verða pólitískur. Forseti ber að verja... flokkspólitískur. Já, hann ber að verja samkynniða, transfólk, innflytjendur, alla það sem að svona hitin í umræðinu beinist gegn og skapar náttúrulega ótta að þú kannast við það að þegar verður umræðan verður hatursfull að þá veldur það bara persónulegum ótta hjá þeim sem að tilheyri viðkomandi hópi. Allt í einu verður líf þeirra lakara og þau þurfa á einhverju vörn að halda. Og það örgla við innflytjendur núna og mörguleiti við transfólk, það er á við samkynniðra sem upplifa einhver svona bakslag að það sé orðið lægri þröskuldur, hvað megi segja og hvað rakir þeim á hendu og eftirmanni. Þarna gegnir forseti mikilvægur hlutverki að reyna að fá okkur öll til að horfa á það sem sameinar okkur frekarnir sundrar. Benda á hvað við eigum sameiginlegt og hvað við getum unnið saman með og jafnvel að benda á leiðir til úrbóta. Til dæmis, af því við talum að kannski börn af erlendum uppruna, með fólk af erlendum uppruna, efla því samstarf með skátarhreyfingunni, björgunarsveitunum, til þess að fá ungt fólk þar ganga til liðs við þessa góðu aðila þar sem menn eru að starfa. Til dæmis í ungliðasveitu björgunarsveitana, það kostar ekki að taka þátt. Bara nefnir sér dæmi. Og kannski getur forseti með þessum aðilum átt frumkvæði að því að leiða fólk saman. Ég bara tek dæmi það í minni háskólakennslu upp í Háskóla Íslands. Í námskeiðunum sem ég kenni á ensku, það sem eru bæði útlendingar og íslendingar, ég þarf að stýra því að íslendingar og útlendingar vinni saman í bekknum. Þegar við gerum það ekki, það vinni íslendingar bara saman og útlendingarnir. Ég líka stýriði þannig búin að gera í 30 ár, ég lætu fá verkefni til þess að vinna fyrir utan bekkin, fyrir utan hennar formlegu tíma, útlendingar og íslendingar saman til þessi tali saman. En ef ég stýri þess ekki, þá bara skiptist hópurinn í útlendingar og íslendingar. Þannig þurfum stundum að hugsa þetta í svona samfélagslegu verkefni og að leyfa okkur aðeins svona þá að stýra skútunni til þess að leiða fólk saman. Já. Stundu þarf jafnvel að hugsa þetta í fermingavislu, þannig að ættirnar þarf saman sín á milli. Já, við þekkjum. Við erum bara þannig. Já, við þekkjum það, annars setjast mér og tala ekki saman, algjörlega, já. Þá var þetta að fara líka svona stólaleiki, Já. Stundu þarf að gera eitthvað. Stólaleiki að skiptast á. Það þarf að gera eitthvað til að hrista saman hópina. Já, það þarf að hugsa þeim fyrirfram og þar kemur þessi fyrirhyggja, hverju viljum við ná fram? Horfum það sem áum sameiginlegt, náum samtalinu og ég svo mikill talsmaður og trúi svo mikið á samtalið. Það hefur til dæmis mikið verið rætt í þessari kosningabaráttu íslenskuna, bara ekki vanþörf á og þar hafa margir nefnt á mikilvægi þess að íslenska tölvuheiminn, netið, já, vissulega það mikilvægt. En ég byrja alltaf á samtalinu. Bara samtalinu við unga börnin, leikskólabörnin, grunnskólabörnin. Ég til dæmis upp í háskóla hefur núna í 20 ár, ég löngu hættur að vera fyrirlestra
ég nota sem ég kalla Sókrates aðferðina. Við bara förum sameiginlega gaggrínið yfir lesefni dagsins og ég segi við nemendum mína, ég hef svo virkilega á að heyra hvað þú hefur að segja þessa fræðigrein og fá þau til að tala og efna því samtals í stofunni. Og sérstaklega nú tímu netsins, þegar við erum öll föst á samfélagsmiðlunum, finnst mér til dæmis skólastofan eða heimilin mikilvæg vettvangur samtalsins. Já, við styrum það hérna. Við erum hérna með podcast, það sem síðað blogg. Bloggið þannig það einræður, en í podcastinu þá verður að tala við ykkur. Og það hérna styrkir samfélagið. Herðu, en þá kemur að hérna, svo sérfræðingur í smáþjóðum, við hefur verið að skoða það eiginlega allan þín starfsferil. Og nú erum við í svona víðsjáverðum heimi, ég held að það sé svona almenn tilfinning fólks að það horfir ófrið vænlega í heimsmálum, það svona ákveðin upplausn, það hérna, við erum að fara út úr einpóla heimi í margpóla heim og því fylgir alls konar átök og þá það náttúrulega spurning hver hinn eðlilega staða Íslands í heiminum og mér langar svolítið ræða við þig það, því að það hefur lítið verið talað utanríkismál í þessari kosningabaráttu en af því þetta nú þín þess að þú hefur verið rannsaka þá ætla ég að nota tækifæri núna. Já. Hvað hérna upplifir þú að staða Íslands hafi breyst á undanförnum árum, að við þurfum að endurmeta stöðu okkar í samfélagi þjóða, að við þurfum að endurmeta rödd okkar í heiminum, hvernig við notum hana og til hversu við notum hana? Sko það hefur líklega ekki verið svona vandasamt að vera lítið ríki eins og Ísland í samfélagi þjóðana í marga áratugi. Einfallega vegna þess að eins og þú nefnir við erum að stríð í Evrópu, sko ástandi fennir botni Miðjarðarhafs, þyngri tárum taki, það hafa ekki verið svona bara mörg stríð eða skærur í heiminum frá lokun síðari heimsstyrjaldar og við stöndum fram fyrir því að ríki virða ekki eins áður bara einfallega landamæri ríkja, virða ekki alþjóðlega lög og reglur og bara grundvöllur að sjálfstæði lítilla þjóða eins og okkar, Íslands að stórlaxarnir í með orða sem stóru ríkin að þau virði alþjóðlega lög og reglur sem við gerum ekki nema þessi þeirra hagsmunir og að við náum að byggja enn sterkar í rauninni alþjóðastofnanir eins og Sameinuðu þjóðirnar sem ná rauninni að tjóðra risana betur heldur þau gera í dag já, það nefnilega stóri vandinn einmitt sem ég var að lýsa sem við þurfum svo mikið að taka á ég fer til Bretlands rétt eftir lok kalda stríðsins á 1992 bara þegar kalda stríðið að ljúka og fór bæði meistara og doktorsnám og ég var strax ákveðin í því að ég vildi stúdera eitthvað sem gagnaðist Íslandi ekki kannski Ísland sjálft heldur eitthvað sem gagnaðist Íslandi og fór strax að skoða smáríkin í Evrópu, hinn Norðurlöndin, Benelux-ríkin, Austurríki og Sviss, Portugal og Grikkland, hvernig þau höguðu sínum málum, hvernig þessi litlu ríki í Evrópu, þó þau séu vissilega stærri en við, hvernig þau tryggja hagsmuni sína í samfélagi þjóðana og reyna að hafa áhrif til góðs. Og síðan þá hefur ég bara eins og nefndir, eiginlega öll mín fræðiskrif lotið að því að skoða rauninni fyrirhyggju í litlum samfélögum. Mikið vægi fyrirhyggju þegar kemur að alþjóðamálum að sína fyrirhyggju til þess að komi veg fyrir það verði krísa. Og síðan að undirbúa sig undir það ef það skellur á krísa og síðan ekki síst líka að vera undirbúin undir að byggja upp eftir að krísa hefur dunið á. Þannig að auðvitað reynir að fyrirbyggja krísunar en undirbúið undir það ef hún verður og síðan að byggja upp eftir á. Þetta svona lykilatriði og það bara gaman að segja frá því að það alltaf verið að segja að ég tala ekki nóg mikið sjálfa mig og hvað ég sé að gera að þessar kenningar mínar raunni krísustjórnun í litlu ríki og þær eru kenndar út allan heim og það fjöldi doktorsnema
sem sérstaklega skoða þennan kenningaramma minn sem ég kalla skjólskenninguna Litluríkin verða að vera í skjóli ykkur stórs. Já, stórs og hvernig þau vinna líka heima. Þau eru rætt hérna, það verður menn sem að andmælt þessum kenningum vinna. Já, þannig er akademían. Sko að það er bæði þetta snýst sem ég kalla sko heimavarnir, sem er ekki endilega bara her, alls ekki. Það er heimavarnir og skjóli, hvorutækja þarf að vera til staðar. Og sérstaklega finnst mér væntum allur þessi sko fjöldi doktorsnema sem í vina þjóðum okkar í Eystrasaltsríkjunum, sem er að skoða hvernig þau geta komið vekk fyrir krísur, en það eru þau náttúrulega glíma við náttúrulega rússneska björnin í dag. En bara því þess að, akkur ég er að tala þessar krísur, bara þess að sagt, krísur verða oft svo miklu djúpstæður og erfiðar og stærri í litlum ríkjum heldur en stórum. Ástæðan er einfaldlega svo að hagkerfi lítil markasvæði, þau sveiflast miklu meira heldur en stóru, það verður alltaf dýpri efnahagsáföll, en svo er það líka þannig eins og allir þekkja hér, við erum bara með einn alþjóðaflugvöll. Ef hann lokar, þá eru flugsamgöngu við heiminn farnar. Við erum bara tengd fjarskiptakerfi heimsins með 3 sæköplum. Ef að þeir fara, erum við ekki með fjarskiptatengsl við útlönd. Þannig að áfallin eru svo miklu meiri og alvarlegri í litlu ríkjum. Það er svo mikið vegt að koma vekk fyrir að verði krísur. Skaði getur orðið svona afdrifaríkari. Já, og ég er nú búin að kenna sko upp í háskóla líklega 1000 nemenda hvað þetta varðar og strax ég kom heim úr námi þá stofnaði ég svo kallar rannsóknarsetur Smáríki sem sérstaklega skoðar þetta og við höfum verið með 10 alþjóðlegra rannsóknarverkefna efnahagsmál, öryggismál, bara svona samfélagsleg mál og rekum svona sumar og vetraskóla í háskólum alla Evrópu, svona eins að 2 vikna mjög svona hröð námskeið sko og ég lít bara á þessa sko, ég ætlis ekki milli 800 og 1000 nemendur sem hafa útskrifast úr þessum skólum okkar sem bara eiginlega svona orðið svona fulltrúar lítilla ríkja hvernig þau að bregðast og að vinna því það eru ákveðin leiðir sko, við byrjum að þessu fyrirhyggjunni sem er eitthvað sem Íslendinga vantar. Ég held að það kemur oft fram í umræðum alls konar mál hérna. Það kemur umræðu sko ógnina af eldsumbrotum, húsnæðismarkaðinn. Það kemur eiginlega, ef ég ætla að draga saman umræðu mína hérna við þetta borð, svona undanfarið ár, 1,5 ár, þá er það Íslendingum skortir hérna fyrirhyggja. Við ættum kannski að leggja meiri rækt við hana, fínt að hafa aflið að bregðast við þegar áþarf að halda, en það væri betra að það væri aðeins meiri fyrirhyggja í. Þetta er nákvæmlega þessi mjög myndi langa tala fyrir á bestastöðum. Þetta, eins og ég kalla þjóðarmotto okkar Íslendinga, þetta reddast, það er gott og gilt. Koma svo. Þetta reddast, það fær okkur til að bretta upp ermar, setja okkur undir hausinn og vinna verkin á stuttu tíma, náttúrulega eins og við þurftum að gera þegar aflinn kom í land eða það þarf að sinna sauðfjárbúskapnum eða á skömmum tíma, en það þarf að setja örlítið fyrirhyggju onni í grautinn til þess að hann virki almennilega og ég til dæmis var, en svo mér finnst þetta oft erfitt að fara inn í þessu umræðu. Ég var til dæmis löngu fyrir allsherjar innrás Rússlands í Úkraínu, farin að tala aukna fyrirhyggju í almannavörnum, öryggis- og varnarmálum og þar var ég sérstaklega að leggja áherslu á, bara í mínu fræðigreinum og sínu almennu umræðu, fæðuöryggi, birgðastöðu í landinu, sko orkuöryggi, gæslu með sæköflunum, gæslu á Keflavíkurflugvelli, netöryggi og ég er náttúrulega sakaður að vera stríðsæsingamaður en ég var rauninni ekkit annað en að tala að við þurftum sína fyrirhyggju því mér sýndist ég óttaðist að Rússar væri að fara inn og það yrðu aukna skærur sem er raunin því miður og sem betur fer hafa... Varst að meta þannig að það væri hægt á að hér kæmi ykkur rússnesk sveit? Nei, það á engin von á árás utan sko rússneskra aðila sérstaklega vegna þess að við erum í NATO en sko það sem mér finnst aldrei ógnvælegt núna er þessar skýrslur sem koma út frá öllum okkar bandalagsríkjum bara hinu Norðurlöndunum að þau bara telja mikla líkur á því að það verði vaxandi skærur bara næstu missur að þeim rússnesk stjórnvöld beiti einhverjum skærum að skera í sundur kapla, sprengja á gasleiðslur og olíuleiðslur, skemmi einhverja innviði, verði aukna netárásir.
nágrannaríki okkar gera ráð fyrir þessu að þetta muni raungerast. Við skulum rétt vona að það gerist ekki. Þess vegna segi ég, við þurfum rétt eins og þau að sína fyrir ekki hvað þetta varðar til þess að undirbúa okkur undir þetta. Að sjálfsögðu, þetta eins og í búskapnum í gamla daga það dugar ekki bara heia, þú ert alltaf að heia þannig að þú undirbúið undir langan erfiða vetur en þú vonar að veturinn veri stuttur og mildur. Já, svo degir ekki þegar ekki með kalt vor. Já, en ég vil taka þessar... En ekki getum við tekið marka á öllu, það náttúrulega gríðarlegir hagsmunir sem að ýta undir hervæðingu í Evrópu. Það hefur verið að flytja peningar út úr velferðarkerfum Evrópu yfir í hernað í ótrúlum hraða að þessi 2% sem að þóttu djörf þegar Trump sagði það að Evrópuríkin ætti að borga 2% til varnar og hernaðamála að mörg ríki eru bara farið fram úr því, mörg ríki eru bara undirbúa sig að hugsanlega verið hlutfalli herra, 2% landsframleiðslu, þetta kannski 5% af ríkisútgjöldum, Þetta er ótrúleg breyting sem að verða á Evrópu sem að getur líka veikt bara öryggi landana innanfrá ef að það getur valdið félagslegum óróleika ef að límið í samfélaginu verður veikara af því að þú ert að taka afl út úr grunnkerfi samfélagsins og flytja í hernað og varnaðamála. Þannig að það er gríðarlegur þrýstingur á þetta og þegar ég sé þessar skýrslur koma bara bang, bang, bang frá Noregi, Svíþjóð, Danmörku að þá upplýði það, þetta eru bara þeir sem eru að vilja fá hernar uppbygginguna, eru að koma með rök fyrir því að ég kannast ekki við það að Rússar séu að ráðast inn í þessu lönd. Nei en við höfum samt séð það að það eru að mér skilst, við trúum bara íslensku stjórnvöldu hvað það var þess að gríðarlega miklu netárásir, til dæmis bara á grunnstofnanir Íslands, ríkisútvarpið, bara stofnanir í samfélaginu, það er stöðverðin að taka niður mikilvæga stofnanir, Háskólinn í Reykjavík, ríkisútvarpið, stofnanir við Austurvöld. Og það er bara eitthvað svona alls konar lið sem er að því? Já, menn eru margir hverjir að tengja þetta við tiltekin stjórnvöld, menn eru að gera það og það er náttúrulega bara eðli þessa óvissu ástands og það sem maður óttast og maður voni að raungerist ekki að það verði vaxandi skærur vegna ástandsins í Úkraínu. Það gengur ekki þar að miðla málum með að koma friðsamlegri lausn. Þannig að óttast að verði skærur. Nei, það er alveg skelfilegt að svo skul það skul ekki vera. En það sem ég verið að benda í þessari umræðu og það er ég tek undir það er alveg sorglegt að við getum ekki varið þessu peningum í annað en bara varnir eða hergögn. En það er til dæmis hér á landi varðandi almannaöryggi eða bara almannavarnir. Það er svo margt sem við getum gert betur. Til dæmis við erum að setja vaxandi ábyrgð á björgunarsveitirnar, á slysavarðsdeildirnar, á slökkviliðið og lögregluna og landhelgisgæsluna sem sinnir náttúrulega bara almannavörnum og bara löggjast og öryggi landsmanna án þess að mér hefur fundist við fylgja því nógu mikið eftir að þessi aðilar sem er náttúrulega bara hluta til frjálsfélagasamtök og sjálfboðaliðar geti sinnt þeim verkum sem við ætlumst til að þeir sinni eða sem löggjafarvaldi og framkvæmdarvaldi ætlast til að þeir sinni. Þannig að þarna getum við til þeim styrt okkur verulega og tengt bara beint við okkar náttúruvá sem raungerist reglulega hjá okkur, við erum að horfast í augu við það og til þess landhelgisgæslan gegn gríðarlega miklu hlutverki ekki bara varðandi öryggisnet í varnarmálum í Evrópu, hún gerir það í samvinnu við sjóherri Noregs og Danmerkur, heldur líka bara gæslu bara sjómanna, farþegaskipa. Þannig að mér finnst að við eigum að líta til þessa almanna varna og styrkja þessa þætti sérstaklega af því við þurfum að gera það líka. Það er ekki vanþörf þar á. Myndi ég kannski eiga auðveldra með að skilja þín sjónarmið ef ég bara gleymi aðeins Úkraínustríðinu og segja að hann var byrjað að tala um þetta löngu áður þar sem að þú ert eiginlega að leggja til að við verðum að hafa varnir okkar Keflavíkurflugvelli, net hvernig við fylgjumst með landhelginni okkar og þarfandi göttunum, að við þurfum að hafa þetta í betra formið, þannig að við erum tilbúinir að mæta óvæntum áföllum, stundum frá náttúrunni, stundum frá einhverjum óvilhöllum ríkjum eða jafnvel einhverjum bara glæpahópum, að það væri fyrirækjuleysi snýst um það að við verum svona aðeins að ræskja okkur og gera þetta bara betur.
Því að við fjárfest ekki þessu líka í fæðuöryggi, þannig að við getum staðið af okkur eða verður einhverjar áföll í birgðaflutningum og öðru slíku. Þannig að við ættum að gera það, að búa okkur undir það að geta lent í einhverjum áföllum sem við höfum ekki gert og þá getum við bara gleymt til þess að skilja þetta. Þá ættum við kannski ekki að vera að hugsa nákvæmlega, þetta er ekki viðbrögð við Úkraínu, þetta er ekki viðbrögð, þetta er bara það sem bara til því að vera fullorðið. Já, og líka, svo ég líka á þess að maður vilji blanda þessu ómikið formlegu öryggis- og varnarmálin, en ég líka kallað eftir því í mörg ár og ekki alltaf í þökk stjórnvalda. Ég hef sagt, við erum í NATO, það er staðreynd og það er verið að forgangsraða hvað verkefni að sinna þegar kemur á öryggis- og varnarmálum. Við eigum sjálf að móta okkur skýra stefnu, hvernig viljum við forgangsraða, hvort það sé almanna öryggi eða öryggismálum á landinu. Ekki láta það bara í hendurnar á bandalagsríkjum okkar, hvort sé það er í Brussel eða Washington að ákveða hverju eigi að forgangsraða þegar kemur okkar öryggismálum. Því við getum haft aðeins aðra sýn á það. Við getum kannski vilja sérstaklega fókusa á netöryggismál, öryggismál á Keflavíkurflugvelli, gæslu með sæköflunum. Þannig að en við erum að þessu sögðu, þá ég veit að utanríkisráðuneyti og stjórnvöld að koma miklu sterkara inn í stefnumótun á vegu NATO og hvað sem finnst verunni í NATO, það er hún staðreind og ég hef verið að kalla eftir því að við tökum þar virkar þátt í stefnumótum, þannig við séum ekki bara svona leikbrúður og förum að vilja annara, því það er ekki endilega víst að þeirra hagsmunir fari með okkur alltaf, því við þurfum síðan samtalið á milli. Og erum að taka umræðina líka innanlands sem að mér finnst eins og stjórnvöld séu eiginlega búin að átta sig á því að þrýstingurinn á því að auka útgjöld til þessara mála, við munum ekki standast hann og þau eru orðin svona svolítið eins og þessu auðveldra með að taka ákvarðanir að eyða fé í tiltekna þætti. Án þess að þessi umræða hafi farið fram innanlands, hvernig við ætlum að hegða öryggismálum okkar, hvar er öryggi okkar best varið, eigum við að fjármagna vopn sem vopnlaus þjóð, þú veist ekki það að mörgum sem að finnst það bara ekki ganga upp. Nei. Og það er bara umræða sem að verður að fara fram í samfélaginu, en að sumirleiti finnst mér eins og stjórnvöld sé að svara einhverju að utan og taka ákvarðanir þar án þess að við höfum tekið umræðina eins og settir. Það er mikið feimnismál að ræða þessi öryggis- og varnarmál. Ég held að ákveðinleiti byggir það á því að við útviðstuðum stefnumótun í þessum málaflokki sem bara lengi til Bandaríkjanna. Það er að breytast eins og ég nefndi, þannig að stjórnvöld eru svona stíga varlega til jarðar og þetta er alltaf svo viðkvæmt leið og eins og ég nefndi áðin upphæfi þegar ég fer að tala þess að fyrirhyggju, bara birgðaöryggi, fæðuöryggi, orkustöðun í landinu, þá ég sakar að vera efna til stríðsótta. Þetta snýst ekki það, svo kemur heimsfaraldur sem þá blasti það við öllum að það þarf að huga þessu málum og það var ekki stríð heldur, það var heimsfaraldur. Og þannig að þetta skiptir bara einfallega svo miklu máli og líka við tökum samtalið, vitum til dæmis, ég kallaði eftir það bara meinu opinu umræðu hvað er að gerast á öryggissvæðinu Keflavíkurflugvelli. Skilurðu, ég hef verið að kalla eftir því þannig við almenningur viti hvað er þar og það sem við vegna þess að varðandi yfirvofandi ógnir, hvort sem varðandi netógnir eða annað, ef þú veist að það eru varnir til staðar þá minni líkur á því verður ráðist. Ef að varnir það séu tryggar, bara eins og vírusvörn í tölvunni, þá minni líkur það verður ráðist til atlögu á þig. Þannig við hefum ekki verið hrædd við að sýna á spilin sem við erum með. En mér langar nefnilega þessu. Nema eitt, náttúrulega, ég verð nú að vísa í umræðu á Íslandi að ef að varnirnar eru svo miklar og viðbúnar eru svo mikill að þá getur hann dregið að mögulega árás. Þú kannast við það að Keflavíkurflugvöllur væri segull í mögulegu kjarnorkustríði. Þetta er náttúrulega umræðan sem var upp úr miðri í síðustu öld. En ég hef líka leyft mér að kalla, því þú nefnir í byrjun þetta heimurinn er að breytast og líka bandamenn okkar er að breytast. Sérstaklega stjórnmálin Vestanhafs. Ég hef mikla áhyggjur af þeim. Ég hef mikla áhyggjur á þróun bandarískra stjórnmála og hvað afleiðingar það hefur ekki bara í Bandaríkjunum heldur líka á heimsmálin. Og þetta snýst alls ekki bara Donald Trump. Þetta snýst republikana flokkin í heild sinni. Upplöfs Bandaríkjanna séu ógn við fríði heiminn. Bara við þetta bara heim sem hefur byggst á frjálsum viðskiptum. Hefur byggst á grundgildum viðmiðum vestrænna ríkja lýðræði og mannréttindi. Að önnur sjónarmið
heldur en grunnforsendur lýðræðis og mannréttinda og viðskipta á réttum forsendum fá að njóta sín. Þess vegna hef ég leyft mér að kalla eftir því og myndi treysta mér í embætti, mér treyst til þess, að kalla eftir nánari samvinnu við Norðurlöndin. Og ástæðan fyrir því að ég myndi leyfa mér að kalla eftir því vegna þess að ég tel að vera þverpólitíska sátt á Íslandi að vinna nánar með hinu Norðurlöndunum. Norðurlandasamvinnan hefur reynst okkur einstaklega vel og að mínu mati eigum við að vinna nánar með Norðurlöndunum þegar kemur að friðarmálum, þegar kemur að loftslagsmálum, þegar kemur að mannréttindamálum og jafnréttismálum með eftirliti í hafinu hérna í Norður Atlantshafi í tengslu við opnu siglingarleiðarna á norðurskautum. Við eigum að vinna nánar með að minna Sameinuðu þjóðanna. Við vissulega vinnum með þeim en þetta eru þau ríki sem eru oftast nær sammála okkur, ekki kannski alltaf, en þegar þau eru gera það, eigum við að taka höndum saman. Og ég tek stundum sem dæmi, ég veit þetta er allt pólitíks viðkvæmt, að ef við bara Norðurlöndin hefðum staðið saman í þessum skelfilegu ástandi sem er á Gaza, ef við hefðum staðið saman og tala einni röddu, ætli stæðu nú ekki sterkara vígi heldur en að vera með mismunandi afstöðu í málum. Ef þau töluðu einni rödd inn að Sameinuðu. Hefði ekki orðið forustu þjóðir í því að í kannski þeirri leið sem eftir gærdaginn er hægt að spá að Evrópa muni taka. Að Evrópa muni taka einhverja svona afstöðu sem er ólík Bandaríkjunum. Að Norðurlöndin þegar fleiri ríki eru að viðurkenna Palestínu. Já, og við fórum með góðu fordæmi 2011 og geta alveg séð að Sameinuðu Norðurlönd gætu verið í forustu fyrir einhverja slíka afstöðu áherslu breytingu. Já, þannig sko ég sé fyrir mér að forsetinn geti einmitt mjög tala fyrir nánari samvinnu í Norðurlöndin vegna þess að samrýmis utanríkisstefnu Íslands. Auðvitað fer forseti Íslands eftir utanríkisstefnunni hverju sinni, en það er vissulega sko möguleiki til að sína frumkvæði, taka skarið innan ramma sem utanríkisstefnan mótar, til dæmis að tala alltaf fyrir friði, alltaf fyrir friðsemnir laust deilumála, að við forgangsröðum hjálparstarfi, þróunarstarfi heldur öðrum málum. Skjólkenning Baldurs, hún er þá ekki svo að smáríki verði bara að finna sér eitthvað ofbeldismann á skólalóðinni og verið í skjóli hans? Alls ekki, það snýst einmitt að finna þann sem þín gildi fara með, þann sem er næst þér stendur, þinn sko nánasta vin og þú getur bundið svona tryggðarböndum. Vegna þess að það skiptir svo miklu máli að allir þættirni þegar kemur að því að finna sér bandamenn, það eru sko samfélagslega skjólið, viðskiptalega skjólið eða öryggislega skjólið í orðaðin sem svo. Og þar stendum við bara næst til dæmis Norðurlöndunum, að við vorum að tala skjólið er frekar þar heldur en hjá hérna í Bandaríkjunum. Já, sko, samfélagslega skjólið í vegna sameiginlegs vinnumarkaðs, sameiginlegs, ég má tala menntamarkað, aðganga velferðarkerfinu, bara mínar rannsóknir hafa sýnt það að við notið alveg bara ómælds samfélagslegs skjóls af samfunnu við hinn Norðurlöndin. Ég veit ekki alveg stundum hvernig við hefum átt að bara fungeregjum í slettaði á Norðurlöndana og bara sem nefnir sem dæmi sko sem mínu skrifum að því að vera að koma líka inn á þessu samfélagslega þættina sko þjóðlúkhúsið, ríkisútvarpið, þetta er allt stofnað að norrænni fyrirmynd. Menn leituð að fyrirmynd hvernig var þetta gert á Norðurlöndunum. Íslenska velferðarkerfi byggir á fyrirmynd Norðurlandana. Skólamennindi leituð til Norðurlandana hvernig eru skólarnir reknir. Við erum bara byggjum á norrænum grunni og gerum það að mörgu leiti. Og svo við lifum eiginlega í bandarískri menningu og horfum æði mikið til Bandaríkjanna. Já, þá er samfélagslega skjóli lífstíl og viðhorf æði meira. Já, þá er samfélagslega skjóli enn á vettvangi Norðurlanda samvinnunar. Við vitum það að langflestir Íslendingar sem leita sér fara í nám erlendis, fara ennþá til hinna Norðurlandana. Það eru 20.000 Íslendingar sem búa á hinum Norðurlandunum og þar eru að sækja menntun, til dæmis tæknimenntun, iðnmenntun sem er ekki að finna hér á Íslandi. Skipti sköpum fyrir okkur að fólk geti farið út og komið síðan tilbaka. Mér langaði líka að nefna sko, var þetta leiði til áhrifa, bara östuð í mínu smáríkjarannsóknum. Það eru nefnilega sko leiðir sem smáríkja geta beitt til þess að hafa áhrif sem ég myndi svo langa að fengi þá bara meira athygli, ég geti tala við af bestasta hlaðinu
og bara í sín styðstu máli, það snýst á því að byrja á því að viðurkenna að þú getur ekki gert allt. Þú byrjar að forgangsraða. Til dæmis getum við forgangsraða jafnréttismálum, ef við getum forgangsraða sjálfbæri nýtingu auðlinda eða bara loftslagsmálum. Þegar við erum hins vegar síðan búin að forgangsraða, þá þurfum við að byrja á því að sýna fram á það að við stöndum fremst meðal þjóða í sjálfbæri nýtingu auðlinda, jafnréttismálum eða í umhverfismálum. Því ef við gerum það ekki hlustar enginn á okkur. Því að ef við getum sýnt fram á það að við stöndum fremst meðal þjóð í jafnréttismálum eða auðlindanýtingu, sjálfbæri auðlindanýtingu, þá hlustað á okkur rétt eins og stórþjóðurnar. Ef við bara sýnum fram á okkur gengur vel, sýnum fram með dæmum og rökstuðningi, þá segir, já, farið þið svona þessu. Þetta virkilega hægt að gera þetta svona? Og þá hlustað á okkur. Og þá kemur þriðja atriðið, það að finna sér bandalagsríki og viðurkenna þú þurfir bandalagsríki til þess að lyfta steininum, lyfta grettistaki og þar lít ég einhverjum og sérlega til Norðurlandana en auðvitað bara til allra annara ríkja í heiminum sem vilja hjálpa okkur í þessari vegferð til dæmis í umhverfismálum eða jafnréttismálum eða sjálfbæri nýtingu auðlinda. Þannig að það eru leiðir fyrir lítið ríki eins og Ísland að hafa áhrif. Norðurlöndin eru fyrirmynd. Gera mjög gott, eða ekki? Norðurlöndin, sko, þau eru svo öflug innan Sameinuðu þjóðanna að sko þeirra styrkleiki þar hvers og eins til Noregs og Svíþjóðar, sko hann bara jafnast til á við styrkleika Þýskalands. Og þegar ég er í mínum rannsóknum að taka til viðtöl við svona sendiherra og embættismenn hjá Sameinuðu þjóðunum og spyr sko í öðrum litlum ríkjum, kannski í öðrum litlum ríkjum, ég segi hver ykkur fyrsta leið til þess að reyna að hafa áhrif á reglugerðir eða svona ályktanir Sameinuðu þjóðanna. Veitu hverju margir svara? Það er að tala við normenn. Nú, okkur tala við normenn, jú, þeir hafa viljan og fjármagnum til þess að koma hlutum í verk innan Sameinuðu þjóðanna. En það líka sko vera vilji til þess að láta gott af sér leiða. Það er ekki bara fjármunnin sem þarf, en það þarf viljan líka. Íslendingar geta nota rödd sína eða gera það svona fara að verð með það, en þeir hafa svona takmarkað sem þeir geta komið á, þeir geta ekki talað allt í einu. Eitt sem að svona undarfarið út af hennum háskóla heimi, að þá hefur verið svona hugmyndum það að við ættum að tala fyrir friði og ég held að flesti frambjóðendur hafa verið að leggja áherslu á það. Það líka í aðdraganda kosningana þá kom í ljós að við vorum að kaupa vopn, vorum að senda og maður heyri það nú bara svona í samfélaginu að mörgu finnst það bara ekki passa við stöðu okkar að sá sem að er vopnlaus og er ekki með her, að hann getur eiginlega ekki verið að kaupa vopn til þess, eru notuð til þess að drepa fólk á okkur vígvöldum. Það sé ekki fyrirhyggja í því. Það er alltaf að líta svo á með þínu sjónarmiði að það er ekki góð fyrirhyggja í því að sá sem er vopnlaus fjármagni vopnasendingar þar sem að Rússar eru drepnir á vígvöllunum því að við munum ekkert með samskipti við Rússa og höfum átt ágætið samskipti við Rússa á síðustu öld. Við áttum mikil viðskipti við Rússa og raunverulega er ekki hægt að benda á að Rússar eða Sovétmenn hafi verið að gera Íslendingum neitt sérstætt. Þetta móti raunverulega. Já, sko við njótum, eins og þú nefnir réttilega, við njótum einstakar sérstöðu innan NATO að við erum eina ríki sem ekki með her og það er virt innan NATO, það er engin þrýstingur innan NATO að við stofnum her. Heldur það ekki? Heldur það kom ekki í daginn að Íslandsríki segja þessi ríka þjóð þarna? Þarf hún ekki að leggja eitthvað til? Það hefur ekki ennþá komið til og ég hef til dæmis sagt það, ég er algjörlega persónulega móti því að stofna her, við höfum enga þekkingu eða kunnáttu eða getu til þess að stofna her og ég hef sagt ef Alþingi myndi detta til hugar að stofna her þá án undangenginu þjóðaratkvæðagreiðslu þá myndi ég í embætti forseta Íslands þegar í stað vísa því máli til þjóðarinnar. Því það var mikið grundvallar breyting reynir bara okkar samfélags sáttmála. En þegar kemur þessum sem varst að nefna og þá vil ég tengja þetta við að við erum ekki með herinn eins og þú gerir réttilega, þá vil ég segja sko, það snýst líka bara sko forgangsröðunina að hvert og þetta ríki er að vinna á þessi sviði sem það stendur sér best. Og við erum ekki hernaðinum, við erum ekki með varnarlið og við höfum gert einstaklega vel finnst mér til dæmis að senda Úkraínumönnum færanleg sjúkrahús. Mér finnst sko það framtak stjórnvalda á landhelgisgæslunar að kenna úkraínskum aðilum að aftengja þessar skelfilegu jarðsprengjur til þess að koma í veg fyrir bara dauðsföll og skelfilega afleiðingar þeirra finnst mér einstaklega gott og þetta hefur farið fram í Bretlandi ef ég veit í rétt
Þannig ég sé fyrir mér að við eigum að forgansa því sem við erum góð í og getum unnið að heilindum með okkar fólki eins og við höfum verið að gera mjög, mjög vel. En það ekki, ef það þannig að þú lítur svo á að við erum í NATO en við erum herlaus og við höfum sérstöðar og við eigum að vinna með þá sérstöðu. Við höfum ekki að reyna að vera bara falla í hópin og vera eins og hinir. En að einhver leiti finnst manni stjórnvöld hafa verið að reka slíka stefnu að undanförnu, eins og með þessum vopnasendingum, eins og með svona, það er lítill munur á orðfæri íslenska stjórnvalda eða stjórnvalda sem hafa raunverulega eitthvað afl til þess að standa undir. Við höfum orðað þannig að það talar enginn eins og diplomat lengur, það talar allir eins og hersöðingar. Er það þannig að sérðu þessa breytingu, er breytingin að verða svo að við erum farin að tala eins og herveldi af því að við erum í klúbbi hervelda? Ég vil náttúrulega... Það sem að týna svona sérstuðun okkar. Ákveðnu leita. Eins og okkur finnst að það er ekki þessi virði að venda hana. Það er sótt að lýðræðisríkjónum í Evrópu, það er, við erum að horfast í augu við það er ógn úr austri, það er ógn úr austri, sem ég held að sé sko raunveruleg og hættuleg, sem þarf að sko taka á móti. Ég myndi óttast verulega hvaða myndi leiða af sér ef að til dæmis rússnesk stjórnvöld myndi ná allir Úkraínu og hendur sér. Sko, hvað munið gera næst, skiljiði? Þegar hermaskinnan fer af stað, þá þetta er það sem ég óttast í þessum efnum. Og við verðum að spyrna á móti hvað þetta varðar. En mér finnst sko samrýmast sko þó að sko forsetinn sjálfsögðu sem við nefnt áður fylgi utanríkisstefnu Íslands, þá getur hann ávallt tala fyrir friði og ég er mikill talsmaður samtalsins að við reynum að slíðra sverðin, við höldum samtalinu áfram, jafnvel við óvinveitta aðila, jafnvel við fólk sem við höfum óbeit á, því ef að samtalinu líkur þá er ekkit annað eftir en að skilmast með skelfilegum afleiðingum og við vitum hvað erfitt er að slíðra sverðin þegar þau eru komin á loft. Þau getur bara breiðst út og stigmörnum getur orðið þannig að þetta verður stjórnlaust. Já, og þess vegna myndi ég í embætti tala fyrir samtalinu og auðvitað getur komið að því að ríki gangi og stjórnvöldi ríki gangi svo fram að fólki að þú verður að slíta á samskiptin. En það þarf að reyna allt áður því þá eru það bara vopni sem tala eftir það og það heldur við viljum ekki fá þannig heim sko. Stundum ég veit það bara úr eigin mannréttindabaráttu að sko við unnum baráttuna fá að vera við sjálf þegar við vorum að berjast fyrir réttindum hinsegin fólks með því að vinna þetta með smáskrefum. Við fengum ekki allt í einu og það var erfitt að fá ekki allt í einu en við fengum einn og einn lagabókstafi einu á 20-30 árum og við vissum að við stemdum að rétta markinu, við þökum skref fyrir skref nær markinu, þangað til við komum inn í vítategin og skoruðum í mark og náðum jafn miklu réttundum og bara aðrir í samfélaginu eða gagnkynhneigðir í samfélaginu. Þannig að það er hægt að vinna þetta með smáskrefa líkaninu og jafnvel þú þarft að spila með þeim í liði sem við líkar ekkit alltaf við. Það getur verið mörgum erfitt að sætta sig við 5% árangur ef að markmið er 100%. Akkur eigum við að kyngja því að sætta okkur við svona lítinn sigur, þú kannast við þetta úr baráttunni. Þetta eru alls konar hópar út um allt samfélag sem eru allan daginn að velta þessu fyrir sér á ég að sætta mig við svona lítinn sigur þegar ég veit að óréttlætið er svona stórt. Ég hef verið kallaður á næturfundi í reykmættugu bakherbergjum með Alþingi þegar við vorum að árið 2000-2001 þegar við vorum að reyna að fá ættleiðingar samkynhneigða samþykktar að samkynhneigð mætti bara ættleiða börn og við okkur settum stóli fyrir dyrnar ef við myndum samþykkja stjúpaættleiðingu sem fóli sér að ég mætti ættleiða son Felix ef móður hans myndi falla frá það er samþykkt samhljóða í þinginu en ættleiðingan er bara felldar í þingsalum ef við myndum ekki gera það. Nei, skilur og við bara stóðum bara þarna eins og bara og þá hugsaði maður, það er betra að ná sátt stjúpaættleiðingarna skilur en þurfa að kyngja því við náum ekki ættleiðingunum fram en við náum ættleiðingunum fram 6 árum síðar. Sami vil ég segja kannski í stjórnarskrármálinu sem ég veit að þið hafi mikið rætt hérna að ég held að sé
það sé liðin svo tíð að við getum kannski verið með eitthvað svona allsherja stóra endurskoðun á stjórnarskráni. Það er ekki að ganga upp. Ég held við erum að sætta okkur við það, taka líka smáskrefan álgurina þar, til dæmis byrja á ákvæðum forseta embættið sem eru mörg hver úrelt, aftur að taka það skref fyrir skref til þess að við spólum ekki sömu hjólförunum og náum þá árangri þó það taki 20-30 ár. Ég veit að getur verið erfitt, en ég held að það sé leiðin til að ná breytingum á stjórnarskránni. Til þess að fólk setti sig við þá leið, þá þarf að vera árangur reglulega. Já, því er nú eru bara við 12 ár síðan að þjóðaratkvæðagreiðslan var og það er ekkert gerst. Nei, og það hefur ekki nást að vinna með þessa smáskrefa nálgun. Þannig þú færið ekki stóra breytingar, en þú verður heldur ekki litla breytingar. Ég myndi tala fyrir rétt eins og Guðni hefur gert við setningu Alþingis fyrir því að stjórnarskráin er breytt í áföngum, skref fyrir skref í sem allra mestu sátt í þinginu og ég hef trú á því að ef við skiptum þessu verkefni niður í ákveðna áfanga, tökum eitt í einu, fyrsta sem við erum flest öll sammálum og vinnum okkur svo áfram, að þá munum við ná árangri. Baldur, takk fyrir að koma hingað og afsakaði ég skulle hefa boðið upp á svartan heim að ræðum mikla erfiðleika. Þú ert kannski vannar því að vera spurður hvað þú vilt hafa á pítsuna? Já, en þetta er bara einfallega mjög mikilvægt og það bara þakkaði fyrir að vilja fjalla þessu alþjóða mál sem það skiptir verulega miklu máli hvaða rödd heyrist á Bessastöðum núna í þessum viðsjárverða heimi. Já, ég hefði viljað sjá meiri umræðu heimsmálin í þessari kosningabaráttu. Kannski kemur það núna 10 dagar eftir. Og gangið allt í haginn. Takk að þér. Takkilega. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þennan heim sem við lifum í samfélagið og kannski okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, nú ætlum við að ræða húsaleigumarkaðinn eða húsaleigulög. Það er frumvarp sem liggur fyrir Alþingi. Við höfum rætt þetta hérna áður. Bjarni Þór sem er í stjórn VR og hefur verið að vinna að húsnæðismálum innan verkalýðshreyfinganna lengi og Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem er formaður leigjendasamtakanna voru hérna daginn og voru að ræða þessar breytingar og svona þetta var eiginlega ólík sjónarmið sem við höfðu. Bjarni Þór var á því að þetta væri svona áfangasigur, kannski bara hænuskref á langri leið og hvað setti sig við það, en Guðmundur Hrafn fannst þetta bara allt og lítið skref að það væri líka hægt að setja sig við þetta. En nú er frumvarpið inn í velferðarnefnd og þar er Steinunn Þóra Árnadóttir formaður. Þannig að þú ert með þetta að reyna að fara yfir þetta og líklega hafi verið að hlusta á umsagnir og kallað til fólk að ræða þetta. Já, málið er í rauninni þar statt í meðförum þingsins að við höfum verið að taka á móti gestum sem að hafa skilað inn umsögnum og erum langt með það komin og það er alveg hægt að segja það með sanni að sitt sýnist svolítið hverjum og ólík sjónarmið sem að maður þarf að allavega leggja mat á og sjá hvað maður vilji gera með, en ég er sjálf þeirrar skoðunar að þetta frumvarp sé til mikilla bóta. Mikilla? Nokkura bóta? Já, ég held að það sé til talsverðara bóta. Það hefur nú verið bent á það að frumvarpið eitt og sér mun sjálfsögðu ekki auka við húsnæði sem er byggt og er í boði. Það er stór vandi. En hins vegar er þetta frumvarp til þess að bæta réttarstöðu leigjenda og svo hefur líka verið bent á það að það sem einnig skiptir máli með bara uppsetninguna á þessu frumvarpi er að leigjendur geti með glöggari hætti kynnt sér sín réttindi og vita þá hverju þess geta krafist af sínum leigusala og þannig staðið betur vörðum sín réttindi og sín kjör sem leigjanda og það held ég eitt og sér að
skipti máli. Ef þið leggi í það, því að við vitum að á leigumarkaði valdastaðan mjög ójöfn, þar sem að leigjandinn kannski getur átt á hættu að missa húsnæðið og enda bara götunni. Þannig að oft eru menn að kyngja og fólk og fjölskyldur að kyngja alls konar hlutum. Já, og þess vegna verið að skrifa þarna inn ýmsa svona varnagla einmitt til þess að það sé ekki hægt að hækka leigu upp úr öllu valdi, að leigusalar geta ekki bara gert hvað sem er. Það geta verið málefnaleg sjónarmið fyrir því að það þurfi að hækka leigu vegna þess að það aukinn kostnaður eigandans af íbúðinni sem snýst ekkert það hann vil endilega græða meira, hann vilji bara ekki koma út í tapi. En þá það ekki lagt mat á það að einn leigusali getur verið bara átt mikið eigið í húsnæðinu, verið kannski bara með innan við helmingin á góðum lánum. Næsti getur bara skuldaðið allt húsnæðið og verið með allt húsnæðið á háum lánum, en hann getur eiginlega varpað þeim kostnaði, óhóflega fjármagnskostnaði, vegna þess að hann vel á leigumarkaði á þess að eiga neina eignir til þess að geta verið þar. Hann getur velt því yfir á leigandann. Samkvæmt þessu frumvarpi þá gæti hann ekki tekið þannig ákvörðun bara allt í einu. Það þyrfti þá að koma fram í upphaflega leigusamningnum eitthvað verð, en til ákveðins tíma þá ekki hægt að fara í óhóflegar hækkanir. Og ef að Seðlabankinn hækkar vextina og það hækkar vexti á óverðtryggðum lánum sem viðkomandi var með, að þá hefur hann efnisleg rök fyrir því að hækka leiguna meira. Já, og það eina af ástæðunum fyrir því að við þurfum að ná tökum á verðbólgunu og það verði hægt að lækka hér vexti. En væri svo að bara segja, þú átt ekki erindin á leigumarkaðin ef maður eigir allavega 40% í eigninni og þú sért með lániðinn á þokkalugum kjörum. Þú getur ekki komið, þetta er ekki svæði fyrir braskara með takmarkað eigið fé. Nei, ég er alveg séð fyrir sig svoleiðis, ég held að sem í Noregi einhverja slíka kröfur. Já, ég er alveg sammála því að húsnæði er ekki bara einhver venjuleg vara. Húsnæði er eina af grunnþörfum mannsins og það skiptir máli að fólk búi við sem mest húsnæðis öryggi. En ég held að bara hópurinn sem að leigja alveg gríðarlega fjölbreyttur. Allt frá einstaklingum, þess vegna fólk sem að fara út í nám eða einhverja hluta vegna að breyta til yfir í alls konar leigufélög sem óhagnaðardrifin, önnur hagnaðardrifin, en einhvern veginn þurfum við að reyna að ná utanum þetta allt saman, en gera það samt með það fyrir augum að hér verði framboð af húsnæði sem til leigu og að leigumarkaðurinn sé stabíl fyrir þá sem eru að leigja á hann. Þannig að svona þrenging á því hver getur komið inn á leigumarkaðin með sín íbúðir, að það litið svo á að það geti leitt til þess að verði minna framboð. Þannig að auknar kröfur á leigusala, til dæmis eigið fé eða það megi ekki hækka eitthvað slíkt eða þurfa að beygja sig undir eitthvað slíkt, að það litið svo á að það geti leitt til minna framboðs. Ég veit nú ekki hvort að við hefum nákvæmlega verið að hugsa. Það sjónarmið svolítið verið ríkjandi í umræðinu. Já, það eitt af sjónarmiðunum. Ég býst við að þið séu að fá ansi margar athugasemdir. Ég kíkti á það hverjir að senda ykkur og þar bara allir leigusalar landsins að senda ykkur athugasemdir. Já, og þrengingarnar sem þar verið að tala nú til að mynda bara það að það er lagt upp með það í þessu frumvarpi að það að halda leiguskrá yfir allar íbúðir. Mér sjálfur finnst það ekki íþyngjandi kvöð á leigusala. Núna það þannig að við höfum einungis þriðjung þeirra íbúðar sem eru til leigu á skrá og höfum þess vegna ekki sérlega gott yfirlit yfir þetta. Þannig að ég held að þetta til að mynda væri mjög mikilvægt skref bara til þess að fá svona einmitt gleggri heildarmynd það
hvers konar og hvaða íbúðir það eru sem eru til leigu. En þetta athugasemdir sem kemur fram í flestum af þessum umsögnum frá leigusölum og eða þá svona hagsmuna félögum sem að þeim tengjast. Það að það sé eiginlega brot á þeirra rétti að þurfa að skrá sérstaklega. Já, og ég held að því hafi nú verið svarað að svo sé nú ekki, að það sé ekki brot á þeirra rétti, en þetta er vissulega sjónamið sem að hefur komið fram. Og heldur að þetta verið tekið til endurskoðunar í nefndinni? Þetta er til umræðu í nefndinni, en sjálfri finnst mér þetta mikilvægt ákveð að hafa inni. Það sem að Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Leigjendasamtakanna, gerði helst athugasemdir við að það var í gömlu lögunum að leiga skyldi verða sanngjörn. En það er eiginlega fellt út úr frumvarpinu og það er sagt að miða skuli leigu við markasverð. Það er eins og markaðurinn sé eiginlega eini mælikvarði okkar hvað er sanngjarnt. Þannig að svona hugmyndun það að hvað ég geti rukkað því mikið, að það sé eftir að meta það einhvern veginn með svona einhverjum mannlegum skala, að það er fellt í burtu og það er bara markaðurinn mun vita þetta. Og það sem hann gerði sérstaklega líka athugasemdir við, og hann gerði athugasemdir við þetta því að gömlu lögin voru kannski möguleiki á farvegi við að búa til viðmiðunarverð ef að húsnæðisnefndirnar hefðu tekið þetta til umfjöllunar og farið að meta það hvað er sanngjarnt verð fyrir 100 fermetra íbúð á Grettisgötu og svo þarfandi götunum, þá hefði mögulega geta gerst að hefði orðið til eitthvað viðmiðunarverð. Með því orðalagi frumvarpsins að þá er eiginlega markaðurinn látin það hvað er viðmiðunarverð og það sem að meira er að Bjarg og fleiri óhagnaðardrifin fyrirtæki félög eru tekin út af, þar af leiðandi er eiginlega eitt áhrifum sem að slík félög hafa á leigumarkaðin víða. Við þekkjum hann til dæmis í Svíþjóð þar sem að óhagnaðardrifin leigufélög eru kannski meir en helmingurinn á markaðinum. Þau hafa mikil áhrif á hvað hinn félögin geta rukkað og þekkjum það á öðrum stöðum. Hér er náttúrulega óhagnaðardrifin markaðurinn sára lítið hlutfall og hefur varla teljandi áhrif en vonandi og vonandi sístækkandi áhrif. Já, vonandi. Það eru svona ýmsar ráðagerður það, þótt að við sjáum það ekki alveg í kortónum gerast. Af hverju þarf að fara frá þessu svona hugmynd, af því að þú ert að segja að húsnæði sé ekki venjuleg markaðsvara, frá þessu að ég megi ekki rukka þig nema sanngjarnt verð, yfir í það að ég megi rukka þig það verð sem að markaðurinn kemur með og við veitum hvernig markaður þróast, ef það er hallari og lítið framboð þá hækkar verð, ef að vextir hækka þá hækkar verð og alls konar hlutir sem getur valdið því að allt í einu byrjar húsaleigan þín að hækka án þess að já, kannski, við höfum bara að sjá það. Neitt að mínum forsendum eða þínum forsendum hafi breyst. Af hverju er þessi breyting? Nú kann ég ekki forsöguna á því, af hverju því er breytt, en það sem að ég sé fyrir mér er að hvað er sanngjarnt. Það er alltaf eitthvað sem er líka alveg hægt að ræða og hafa ólíkar skoðanir á. Það sem mér finnst skipta máli er að koma hér upp þannig leigumarkaði að fólk þurfi ekki að eyða óeðlilega háum hluta af sínum ráðstöfunartekjum í húsnæði. Sem að við gerum, miklu herra hlutateldur annars þar. Já, og því tekjulægra sem fólk þeim mun herra og það tel ég vera bagalegt og mér finnst mikilvægt og til að það væri samfélaginu öllu til góða að breyta þeirri stöðu þegar kemur að markaðsverðinu þá sé ég þetta þannig að með því að búa til leiguskrá þá náum við inn alls konar íbúðum. Þá náum við inn og þetta geta íbúðurnar verið ólíkar og ólíkum stöðum og kannski ekkert óeðlegt að þessi einhver ólík leiga en við held ég myndum þá sjá þá sem væru svona útlagarnir í því að vera annarkvort að vilja fá alveg gríðarlega háalegu eða svo auðvitað af því að það þekkist líka að fólk að leigja venslafólki sínu á sérlega góðum kjörum og bara ekkert út af það að setja, það er bara fullkomlega eðlilegt. Þannig að ég held að með þessu sé hugsunin að reyna að búa til einhvern svona grunn
sem að sýnir það hvað það sem svona gengur og gerist fyrir hverja íbúð. Hvort það nóg, ég skal ekki segja til það, en ég held að þarna sé verða sko stíga skref sem skipti gríðarlega miklu máli. Með skráninguna? Já, og þá og sko... En athugasemdin hans var við að sko verðið væri miða við markasverð í staðin fyrir hugmyndunum að vera eitthvað sangjatverð, og þá var það þannig að húsnæðismarkaðurinn bara þannig markaður að ef þú ætlar að koma með eignina inn á hann, þá getur þú leikt hann á sangjatu verði. En þetta ekki markaður þar sem að ef að fyrir ykkur aðstæður á markaði verði skrúast upp að þú getur bara hækkað húsaleguna og tekið inn eitthvað svona óþarfa hagnað á fólki sem á leigumarkaði sem að flest bara má eiginlega ekki missa krónunar. Sko. Nei, og það nú meðal annars hugmyndin að það eigi ekki að vera að hægt að gera það þá allavega ekki nema að einhverju undangengnu á lengri tíma. Nei, ef að markasverðið hækkar, þá má ég hækka. Já, ef að kostnaður þinn af íbúðinni hækkar, líka ef að markasverðið hækkar. Ég geti vísað til þess. Þú getur ekki... Ég þarf að koma með rökin ef ég ætla að hækka umfram það, sko. Já, en sko, ég held að við lendum alltaf, ég skil alveg hvað það sem verið að gera með því að vísa til hugtaksins sanngjarns. En ég held hins vegar að þá lendum við bara í öðrum skilgreiningar vanda með það að segja hvað sanngjarnt og þar mun einum sýnast eitt og öðrum annað. Þó svo að sko, mér finnist hugmyndin góð og gild, þá því miður sé ég vandan við það hvernig eigi síðan að framkvæman í lagafrumvarpi. Og það var heldur að ekki gert, þótt þetta hafi verið í gömlu lögunum, þá kom engin reynsla á það vegna þess að húsalegu nefndirnar eða húsnæðisnefndirnar tóku þetta raunverulega ekki til umfjöllunar. Þetta var eiginlega svona möguleiki sem var aldrei nýttur, kannski vegna þess að sko ástandi húsnæðismarkaði svo slæmt. Mögulega, en ég held í það minnsta að þessi lög sem að liggja fyrir okkur núna, þau eigi að verða til þess að hjálpa okkur að ná betur utanum að fá meiri þekkingu á markaðnum og að það verði til þess að tryggja réttarstöðu leigjenda betur og vonandi að það verði svo til þess bæði strax og svo auðvitað til lengri tíma að þá mögulega sé hægt að gera enn frekari breytingar. En til þess þurfum við að hafa að mínu mati meiri upplýsingar. Það getur erfitt fyrir leigjendur sem eru kannski að láta yfir helminginn ráðstöfunarfé sínu og við þekkjum dæmi bara miklu meira. Að hlusta á það að mögulega munu þessa breytinga leiða til þess að kannski eftir svona 5 ár muni við geta farið að sjá fram á að markaðurinn lægi. Það engar svona aðgerðir í því og við vitum það að í tengslum við lífskjarasamningi þá lofaði ríkisstjórnin því að setja inn leigubremsu. Það náðist ekki í gegnum síðasta kjörtímabili. Nú erum bara farin út úr umræðinni. Hér verið að setja á mjög mikinn dempara á það hvað sé hægt að hækka húsaleguna og það held ég að skipti máli og það eitthvað sem að mun taka gildi bara strax og lögin taka gildi. Það verið að taka fyrir það að það sé hægt að gera endalausa skammtíma samninga þar sem að leigan hækkar svo bara á nokkura mánaða fresti eins og leigufélögin hafa leikið sér af og margir leigusalar. Hvað segirðu? Eins og leigufélögin stóru og margir leigusalar hafa leikið sér af. Já. Og þar eru lögin, þetta frumvarp algjörlega til bóta og það eru hlutir sem að myndu strax fara að hafa áhrif. Það sem ég átti við að vísa til. Það áður ekki eftir að koma í ljós. Segjum sem svo að Alma leigufélag kjósi það að hækka leiguna og þau bara endur fjármagna allt klappið, greiða sér út arð, þannig að hækkar veðsetninga hlutvallið, þar með eykst lántökukostnaður þeirra og ég sé ekki betur en í frumvarpinu með þau bara láta það renna til... Nei, þannig skil ég það ekki. Hvað er það sem að stoppa? Vegna þess að það ekki... Það vegna þess að þá verður þau að fara í aðgerð sem að myndi breyta þeirra kjörum. Það ekki eitthvað sem að bara myndi gerast vegna við án þess að þau breyti neinu.
til að mynda fyrir þau sem að þurfa að standa að skila herri afborgunum á húsnæði sínu vegna herri vaxta, en það án þess að þau sé eitthvað að breyta sínum kjörum. Það myndi vera málefnalegt sjónarmið, en það hins vegar að þú ferð að breyta og endurfjármagna lánin þín og segjum að þú ætli nú að vera með þetta 20 ára lánum í staðin fyrir 40 ára eða eitthvað svoleiðis, þá er það ekki eins og ég skil hlutina og eins og ráðuneytið svarar, þá er það ekki málefnaleg rök. Já, en hver er það sem að segir að svo sé ekki? Segjum að ég sé bara forstjóri Alma og ég vísa hérna fjármálastjóran og fjármálastjóran, við erum alltaf að skuldbreyta og svona, við erum alltaf að leita sko hagkvæmustu stöðunni. Okkar markmið er að hérna reka fyrirtækið með arðsemisjónarmiðum og þetta var bara ákvörðun sem við tókum að hérna hver alltaf að segja, nei, þið hefðu átt að hegða þessu öðruvísi, vegna þess að það er eiginlega engi svona mælikvarðir í lögunum, hver skuldsetningi má vera, það eru mælikvarðar í lögunum það hvenær má hækka leigu. Já, og það er ef að ég get sýnt fram á að það sé aukinn kostnaður mín megin. Já, en það er eins og ég var að útskýra hvernig ég skila sá aukni kostnaður komið til. Þetta er eitt af því sem við höfum rætt. Já, og það eftir að koma kannski ljós hvernig á þessu verður tekið þegar ég held að þetta sé nú reyndar alveg. Það er mikill vilji til þess að hækka leigu eins mikið og mögulegt er það núti. Við erum orðið verið það. Það hjá sumum er það, já. Og þess vegna skiptir máli að koma með lög sem að tryggja betur réttarstöðu leigjandana. Það er eitt í þessu varðandi sem að hefur verið rætt og það var fyrst kom þetta frá Sigurður Inga þegar hann var innviðaráðherra. Það er þetta með skráningun og öllum samningum að það muni leiða til svona dempunar á hækkun. Nú erum við með alla sölusamninga þegar fólk kaupir og selur íbúði. Það er allt skráð og við erum með ágætis yfirsýni við það og það er lagt á sko fasteignagjöld og fleira og það er hort á það ef að hækkar verið þarna í götunni og þá hækkar verið fasteignagjöldin hjá mér þótt að ég hef ekkert selt og þarf undir götunum. Þannig það er bara litið á að þetta sé raunsun mynd af markanu þótt að kannski á hverju ári séu kannski bara 3% af heildinni sem eru selt. Þráttur þessa yfirsýn að þá get ég ekki séð neinmerki það að þetta leiði til þess að sé ykkur dempun og hækkun fasteignavers þótt að við höfum þessa yfirsýn. Ég held að sé jafnvel sko þvert á móti að þetta sé leiði til hækkunar þar sem að hjónin í endaraðhúsinu fara að velta fyrir sig hvort að þau kannski að selja vegna þess að hjónin seldu á háu verði og bæta svo eitthvað í það þannig að það verður frekar að það fara rök fyrir því að sko þessi markaskráning á fasteignum leiði frekar til hækkunar en lækkunar. Já, ég er nú ekki alveg samferð það. Ég er bara að byrja að útskýra hvernig af hverju ætti svona glöggari sínamarkaðin að leiða til lækkunar frekar en hækkunar. Ég held að vegna þess að þá sjáum við það betur þegar er verið að rukka gríðarlega háaleigu. Ég held að mér finnst bara að það skipti máli líka sko að við höfum yfirsýn yfir leigumarkaðin. Vegna þess að til þess að stjórnvöld geti tekið sem bestar og upplýsastar ákvarðanir það hvernig eigi að fyrirkoma hlutum til þess að hagur almenning sé sem best tryggður, þá skiptir máli að hafa þekkingu og yfirsýn. En efast einhver hver vandinn er. Sko, húsaleiga er há, hlutfall húsnæðiskostnaðir hjá leigjendum af ráðstöfunarfé er há, það er oflítið að húsnæði, það er kefst hverja íbúð, það er tilneyinga á markaðnum að hann skrúist upp, leigusalar geta eiginlega ítt öllum sínum kostnaði yfir á herðar leigjandana. Við vitum þetta. Það viljum við stoppa. Já. En á hverju eru stjórnvöld þá að bíða eftir að fá okkur glöggvari sín, okkur má ekki svara sko, ákalli leigjenda einhver aðgerðir til þess að sko, verja sig? Ég tel að það sé verið að svara ákalli leigjenda þarna og verkalýðshreyfingin til að mynda styður þetta frumvarp. Það hætti andstöðu við það. Það mætti ekki orðaði frekar þannig. Myndur segja styðja? Ég myndi nú segja það að hérna þau þetta benda á að það vanti ennþá fleiri íbúðir
En já, ég myndi nú segja það miða við umsagnir og annað slíkt að þá styðja þau samþykkt þessa frumvarp. Þetta hænuskref. Já, sko... Þetta skiptir máli, við getum tekið annar mál sem líklega inn á dagskrá ykkur sem eru breytingar á almannatryggingum. Þannig að þess öryggjabandalagið, geðhjálp, þroskahjálp styðji ekki breytingarnar en þau setja ekki upp á móti því af því að þau eru bara óviss hverju afleiðingar þetta verður. Hvernig myndur þú meta stuðning verkfallshreyfingarinnar við húsaleigulögin? Það sé bara klár stuðningur. Já, ég myndi gera það. En þau hins vegar benda á að þetta geti ekki verið það síðasta sem verði gert í þessum málum. Bara aldur og ævi og því ég alveg sammála. Það vantar að byggja meira húsnæði. Mér finnst skipta máli að hér til framtíðar verði hægt að vera í langtímalegu. Mér finnst ekki að það eigi að líta svo á að hér sé eina leiðin til að eiga öruggt húsnæði að eiga það sjálfur og séreignarstefnan sem hefur verið keyrð. Hún er ágætt fyrir suma. Hún er ekki í gangi sko. Því að ef þú skoðar hverju kaupa nýjar íbúðir, þá er það fyrst og fremst þeir sem eiga íbúðir fyrir, annarkvæmt fyrirtæki eða einstaklinga, þannig að séreignarstefnan er dauð. Það er eiginlega leiguliðastefnan sem er rekin. Gallinn er sá að leiguliðarnir, þeir hafa svo takmarkur réttindi sem að þetta frumvarp mætir að einhver liti, en kannski ekki til jafns við það sem eru réttindi leigjandi í öðrum löndum. Ég held að allavega þá sko muni þetta frumvarp verður það samþykkt hafa áhrif, það muni bæta réttarstöðu leigjenda, það muni gefa okkur glöggari sýn á húsnæðismarkaðinn og það gefa okkur tól og tæki og þá sérstaklega leigjendum til þess að standa fastar á sínum réttindum gagnvart leigusölunum sem eru auðvitað í yfirburðarstöðu vegna þess að það eru þeir sem að eiga íbúðina en fólk vantar húsnæði. Þannig að ég held að þetta frumvarp sé skref í rétta átt en svo þarf þetta, það er bara alltaf þannig þegar kemur að því að reka samfélag, það þarf alltaf að halda áfram, það þarf alltaf að gera betur og við hvert skref sem er tekið í rétta átt, það þarf alltaf að halda áfram. Það er svo framalega sem að næsta skref er svona innan eðlilegs tíma. Þá er kannski þetta sætta sig við hænuskref ef að þau eru koma hvert á fætur öðru. Já, ég vil ekki kalla þetta hænuskref. Það var að Bjarni Þór sem að sagði þetta að vera hænuskref. Já. Ég er ekki haldið það fram, ég er bara endur óma það sem að var sagt. Já, og ég get alveg skilið það að fólk vilji ganga lengra og gera meira. En það er líka á móti ýmsir sem talja að hér sé allt og langt gengið í að tryggja réttindi leigjenda, því er ég ekki sammála. Þannig að ég tel þetta að vera framfaraskref og til bóta. Já, og það er þín svona pólitísk afstaða. Þú vilt fara auka réttindi leigjenda meira, þú vilt harðari aðgerðir ríkisvaldsins til þess að bæta kjör og öryggi leigjenda, en þetta er það skref sem hægt er að ná í dag fyrir forsetum á móti þeirri andstöðu sem að þið verði varfið í þinginu en er líka sjónarmið innan þeirra ríkisstjórnar sem þú starfar. Já, en nú skulum við líka muna það að þetta frumvarp er sett fram til þess að mæta því sem að ríkisskuld batt sig til við undirskrift lífskjara samningarna og ég held að þessi komin tími til að standa við það. Já, og klára þetta mál. Það frumvarp konaði niður að það, ég spurði einu sinni Ásmund Einar sem bara ábyrði á því frumvarpi á sín tíma og hann sagði hvað, akkur strandaði þetta þá bentan og þá var Guðlaugur Þór sem satt í næsta sæti og það var bara, ég held að hafi allir vita það að Sjálfstæðisflokkurinn bara stoppaði frumvarpið, drap það. Þetta er ekki komið í gegn. En maður heyrir samt eitt tíma var þetta mál til umræðu í þinginu og þá mætir bara hægri hluti hægri flokksins og talar þetta sem eitthvað stórkostlegar árásir á bara líðréttindi leigusala. Þannig að maður kemur bara, maður verður hissa þegar maður hlustar á það að býta hvað er í þessu frumvarpi sem er svona alvarlegt að sé þessi þótt í röddinni og þessar áherslur. Þeir líta á þetta sem eitthvað bara stórhættulegt frumvarp.
Já, þá verður að fá aðra til að svara fyrir það, því að svo tel ég alls ekki vera. En metur það að það sé komið samkomlega í ríkisstjórninni að þetta geti farið í gegn? Ég bind vonir við það, já. Og nú ætti aðstæðnar að vera betri því að þegar að frumvarpið er samið eða er verið að móta það, að þá er framsóknarmaður í innviðaráðuneytinu og sjálfstæðismaður í fjármálaráðuneytinu, sem að kannski frá ykkar sjónarhóli í VG er kannski ekki alveg besta uppsettingin. Núna höfum við eins og að VG konu í innviðaráðuneytinu og framsóknarmann í fjármálaráðuneytinu. Er þá ekki líklegt að það væri kannski að bara ná meiri árangri núna í þessari uppsetningu ráðherrana heldur en var áður? Mögulega, og svo forsætis ráðherra sem að hlýtur að vilja standa við gerða kjarasamninga og skuldbindingar ríkisins í því efni. Já, og ber allt í einu ábyrgð á því að fyrir hönd ríkisstjórnarinnar bæði haldinni saman, þannig að allir flokkar fái það sem þeir vilja, en ber líka ábyrgð á loforðum ríkisstjórnarinnar gagnvart aðalum vinnumarkar eins og þau eru kallaðir. Einmitt. Og ég allavega veit hvar ég og mín hreyfing stöndum í þessu máli. Þannig að þú ert vongóð að þetta fari í gegn án mikilla breytinga, allavega ekki þeirra breytinga sem að laska rétti til leigjenda. Ég geti þetta ekkert sagt fyrir það hvort einhverja breytingar verði gerðar eða af því að meðferð þingsins á málinu er einfaldlega ekki lokið. En ég held að þessi grundvallar prinsip sem þarna eru sett fram að bæta réttarstöðu leigjenda, þau eru þetta aðal málið og á því þurfum við að hafa fókusinn í okkar vinnu. Herðu, af því að það er þeir eru komin í þinglið, það er nú nefndastörf í gangi. Já. Og síðan komið þið saman bara fljótlega eftir forstakjör. Já, bara 3. júní. Já, og gert ráð fyrir ég manni, og það eru bara einhverjum 10 dagar, það sem þið ætla að afgreiða meðal annars þetta, útlendingalög eru, almannatryggingar, það eru mörg svona stór mál sem eru þekkt ágreiningsmál á milli stjórnarflokkana. Hvernig meturðu heilsu þessar ríkisstjórnar? Ég held að þetta verði annarsamur tími. Eins og þinglok eru nú að öllu jöfnu. Ekki í fyrra, þá var bara lokað. Já, það var Það gerist ekki aftur. Það er rétt að vona ekki því að það eru eins og þú nefnir stór mál sem að er mikilvægt að klára og við höfum verið að ræða húsalögin hér og ég myndi nú segja að annars stórt mál væri breytingar á lögum almannatryggingar þar sem snýra örorku lífeyriskerfinu. Risamál. Alveg risamál. Sem að eiginlega hægt að geta bara að færa eiginlega allt og litla umfjöllun í samfélaginu með við hvað það er stórt. Og reyndar húsalögin líka því að það snertir 140.000 heimili. Hinn lögin snerta 20.000 einstaklinga og þar leðandi með fjölskyldu þeirra líklega annaðins 40.000 manns. Já, ég held að kannski sé það vegna þess að fólk hefur heyrt það og það hefur margoft verið réttilega sagt að almannatryggingakerfið, sérlega þess að snýra örorkulífeyrinum, er gríðarlega flókið og það er kerfi sem að hefur verið prjóna við og stagbætt í áratugi. Og það er gríðarlega erfitt að setja sig inn í málin og það er gríðarlega erfitt fyrir einstaklingin sem á rétt í því kerfi að átta sig á því samt hverju það er sem hann á rétt á og ég held að það gerir það verkum að fólk treysti sér ekkert alltaf í umræðu þau mál en það sem hér er verið að leggja til er einföldun á kerfinu þar sem er verið að það sem er að kalla það sameina bótaflokka sem að ég tel að skipti máli því að það mun gagna sérstaklega vel þeim sem að hafa litlar aðrar tekjur en það er líka í þessu frumvarpi og sem mér finnst skipta gríðarlega miklu máli verið að búa til miklu meiri samfellu og tryggja afkomu öryggi þeirra sem eru í endurhæfingu. Og það held ég að sé risastórt framfaraskref því að það skiptir máli í samfélagi þar sem að fólk lifi lengur og fólk er sem betur fer með góða heilsu lengur frameftir en í samfélagi líka þar sem fólk eru ofta að glíma við erfiða og langvinna sjúkdóma sem kannski fyrir bara
nokkrum árum eða áratugum fólk hreinlega lést úr, að núna sem betur fer þá lifir fólk lengur en oft með skerta starfsgetu annarkvort til skams eða langs tíma og þá skiptir máli að vera í góðri endurhæfingu og að þú lendir ekki í því að það verði algjörlega fall á tekjunum sem þú færð frá hinum opinbera meðan að þú ert í einhvers konar ferli. En svo gerist þau eftir konu sem að datt þarna milli og var í 3 mánuði tekjulaus? Einmitt. Og þetta, breytingarnar í þessu frumvarpi eiga meðal annars að tryggja það að þetta get ekki gerst og ég held að það skipti alveg gríðarlega miklu máli því að það svo sannarlega þá verið að tryggja afkomu öryggi fólks og leggja grundvettin að því að fólk geti náð betri heilsu því að það þarf þá allavega ekki að hafa áhyggjur af því á meðan að þeim mitt standa uppi tekjulaust. Ég ætla að fá þig kannski eftir kosningar til þess að koma og ræða þau mál, kannski með öðru þingmennu, það ekki margir þingmenn sem hafa sett sig inn í almannatryggingar, þannig að það eru kannski bara ekki úr mörgum að velja, en ég skulum finna því að það mikilvægt að svona ólík sjónarmið koma einhver liti fram. En ég ætla að spyrja þig aftur svona getuna á aflið í ríkisstjórninni. Já. Í lok síðasta kjörtímabils að þá töldu þið í VG að þið væruð eiginlega að landa hálendisþjóðgarði, en þið voru svona svikin á lokametrunum og þið eru með inn í ríkisstjórninni Sjálfstæðisflokkinn sem bara frægur fyrir þetta, að hann eiginlega klárar aldrei loforðin sín, að það alltaf skilið eftir og það ekki fyrir að búið að sætta Óla Björn þarna á síðustu metrunum að þetta náði í gegn, að þeir áskilja sér frekar heldur aðrir flokkar, rétt á að vera með athugasemdir við frumvarp alveg fram í rauðandöðan. Já, ég held að allir flokkar vilja auðvitað setja mark sitt á mál. Og það getur alveg verið flókið. Það er ekki alltaf flokkar sem eru til í að gera það gegn loforðum ríkisstjórnarinnar eins og í lífskjarasamningnum leiguþakið og það er ekki allir flokkar sem hafa þess afstöðu sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur sem bara að berjast fyrir sínum hagsmunum fram á síðasta bókstaf. Já, þau verða auðvitað bara að eiga það við sig hvernig þau telja best að haga sínum málum. En ég held að það sé nú alveg vilji til þess og ég heyri ekki annað en að það sé vilji hjá forsætisráðherra að klára sem mesta mál. Þessi 2 mál, húsaleigulögin og almannatryggingar. Og ýmis fleiri mál. En ég held að það sé mikil samhugur í því að klára almannatryggingarnar. Það held ég að gildi flesta flokka. Maður tók eftir því að þegar var verið að mynda ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar að þá nefndi hann meðal annars almannatryggingana sem þetta stóru málunum. Já. Þannig að eins og forsætisráðherrar þurfa að gera, þurfa svona að taka mál hinna. Þetta eftir að koma í ljós, það verður gaman að heyra þetta eftir forsetakosningarnar. Þá kemur náttúrulega einhver annar taktur í pólitíkina sem við vitum kannski ekki hver er. Sumir segja það að það verði eins og verði lyft lokinu af pottinum og það kvín í öllu af því að gufan springur út. Það er nú eitt af því skemmtilega við það að vera í pólitík og örglega svona svipað og vera í blaðamennskum og veit aldrei alveg hvað gerist næst. En við hins vegar vitum nú hvaða mál það eru sem að liggja inn í þinginu og við vitum það að mörg þeirra eru gríðarstór og líkt á almannatryggingafrumvarpið hefur verið lengi í smíðum og tekið bara heila síðan að ég byrjaði í pólitík fyrir einhverjum 10 árum hef ég verið að fylgjast með þróun þessara mála þar sem að hefur orðið mikil gerjun og ég tel í mjög jákvæða átt þannig að það er ekki eins og þetta mál detti einhvern veginn svona bara ofan úr skýjunum heldur hefur verið unnið að því hvernig sé hægt að breyta þessu kerfi þeim sem á það þurfa að treysta til hagsbóta. Mjög lengi. Þannig að ég bara myndi Saman húsaleigulögin, við vísaði í það að hérna kannski má rekja upp að þess til 2019 lífskjarasamningana. Einmitt. Og það er 2024 í dag. Já. En ég allavega myndi bara glöð vilja mæta til þín aftur og ræða hvort sem er almannatryggingarnar eða önnur framfara mál í samfélaginu. Við gerum það. Þetta búin ákvæða hvað það var að kjósa í forsetakosningunum? Já.
Ég þarf kannski ekki að spyrja því. En þó svo ég sé búin að ákveða það, þá horfi ég nú á sem mest af þeim þáttum þar sem að allir frambjóðendurnir eru, því að mér finnst það skemmtilegir og mér finnst koma fram skemmtilega hliðar á öllum frambjóðendum og óvæntar hliðar og það finnst mér gaman. Já, svo líka inn í þessu svolítið umræða samfélagið okkar. Algjörlega. Þetta ekki bara umræða persónur, þetta hægt að átta sig á því hvað sín fólk hefur á samfélagið og hvað við erum að telja sem svona okkar meginmarkmið og svolítið svona hvernig við metum okkur, bara styrk okkar og veikleika og hættur. Algjörlega og það finnst mér skipta máli. Ekki sérilagi fyrir kosningar svona embætti þar sem að þú ert að kjósa eina tiltekna mannesku en ég held líka að þetta sýni það að sko bara fólk sem gefur sig út fyrir það að vilja að starfa fyrir samfélagi sitt það auðvitað kemur með alls konar fjölbreytta reynslu og þekkingu að borðinu. Afstöðu og skoðanir sem er bara sjálfsagt að taka og ræða. Algjörlega og þannig tel ég nú að við getum gert heilmikið til þess að bæði bæta samfélagið okkar en líka að heyra ólík sjónarmið og bara stundum að reyna að skilja það af hverju fólk hefur þá skoðun sem það hefur þó sem maður sé ekki endilega sammálinni. Þú er gaman að pólitík, Steinunn. Ég er gaman að fólki og samfélagi. Kærar þakkir. Takk. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að átta mig á þessu samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið í sæl og blessuð. Það eru margar hljómsveitir til á Íslandi. Ein þeirra er nokkuð mannmörg. Það rífur sig enginn úr að ofan á tónleikum. Það er ekki lagt mjög mikið upp úr klikkaðri sviðsframkomu, engin vilt gítarsóló. En þessi hljómsveit á sér eiga síður trygga aðdáendur og hún hefur starfað nokkuð lengi. Ég hef fengið til okkar hér að Rauðaborðinu á samstöðinni Láru Sóleyju Jóhannsdóttur, framkvæmdastjóra Sinfoníu hljómsveitar Íslands til að fræða okkur aðeins þessa hljómsveit. Sælblessuð og velkomin. Takk kærlega fyrir, takk fyrir boðið. Hvenær var Sinfoníu hljómsveit Íslands stofnuð? Hún er stofnuð 1950, þannig að það styttist í að hún verði búin að starfa í 75 ár. Stór afmæli næsta ár. Já, næsta ári, 9. mars. Einmitt. Já. Og hvernig, Ísland er þarna, sumir segja að það er að skríða út úr moldarkofunum. Við erum að byrja að njóta ávaxtana af þeirri menningabreitingu sem var með seinni heimsstyrjöldinni. Það er verið að kenna Íslendingu vinnubrögð, ameríski herinn, það kemur Marshall-aðstoð eftir seinni heimsstyrjölduna og við erum að þróa sem borgaralegt samfélag. Er þetta sterkt ákall sem að hefur verið einhver tíma að stofna svona hljómsveit? Eða gerist þetta hratt og hvers vegna gerist það? Ég held að það er náttúrulega bara þessar ástæður sem þú nefnir klárlega. Á þessum tíma hefur náttúrulega líka tölverður hópur af erlendum hljóðfæraleikurum flutt til landsins sem eru þá líka frekari hvati til þess að stofna hljómsveit og það er náttúrulega bara mikill uppgangur eins og segir í menningarlífinu. Það hefur verið að byggja þjóðleikhúsi, það er vígt þarna bara sumardaginn 1950 bara skömmu eftir að hljómsveitin er stofnuð. Þannig að það er rosa mikill uppgangur þarna. Þetta er merkilegt ár. Og auðvitað náttúrulega bara svona grassroot sem hafði verið starfandi af hljóðfæraleikurum og þarna er bara komið svona formlegur vettvangur fyrir hljóðfæraleikara en það má svo sem segja að það var alveg barningur eftir það og það er ekki fyrir 1982 sem að það eru sett lög hljómsveitina. Já, en voru þá tilviljunarbundin fjárlög fram að því, fjárframlög frá ríkinu? Eða? Já, ég held að það hefur verið svona ótryggt í rauninni fjármagnið sem það eru þarna lög sett
á þessum tíma og þá verður starfsemin svona tryggari og maður svona lesið greinar og pistla þess efnis það sem verið að lýsa yfir áhyggjum þarna á ákveðnum árum eftir 1950 sko. Já. Hvort við höfum efna á þessu og hvort það sé nægt mannval til að starfrækja. Og auðvitað bara fyrir þá sem voru að taka þátt að þeir getu haft þetta atvinnu, það líka skiptir miklu máli. Er það þannig bara frá upphafi að fólk hefur atvinnu að því að spila í hljómsveitinni? Sko nú veit ég ekki alveg nákvæmlega hvernig það varð í upphafi með svona fastráðningu og svoleiðis en hljómsveitin hefur auðvitað svona vaxið og þróast jafnt og þétt og árið 1982 þá er það komið í lög sko að lágmarki skuli hljómsveitin vera 65 hljóðfæraleikarar. Í dag er hún 88 hljóðfæraleikarar þannig að og við erum alltaf svona, við viljum auðvitað bera okkur saman við sinfóníuhljómsveitir í nágranna löndunum og höfum það markmið okkar að stækka. Já. En þú segir grassroot og þú segir erlent tónlistafólk. Frá hvaða löndum kom fólk og hvers vegna? Sko ég held að náttúrulega bara í tengslum við seinni heimsstyrjöldina að komu aðalar frá Þýskalandi og bara svona frá Evrópu og settust að og einhverjir náttúrulega flúðu stríðið og komu og settust að hér og ég held að við eigum mjög mikið af þessum aðilum, mjög mikið að þakka. Bæði bara þegar kemur að líka tónlistamenntun á Íslandi. Þannig að og svo auðvitað bara að svona auka fjölbreytni og kenna okkur Íslandingum líka bara meira í tónlist, að njóta tónlistar og já. Ég hitti stundu gamalt fólk út á landi sem rifjar upp að sinfóníuhljómsveitin hafi farið í ferðalög. Já. Var það hluti af svona hugsuninni að fólk fyrir austan fengi líka njóta krafta sinfóníuhljómsveitarinnar sem spyr líka þeirra spurningar voru útvarpsútsendingar reglulegar eða? Sko, já, ég held að það hafi í rauninni verið strax frá upphafi samstarf við Ríkisútvarpið og tímabilið þetta var hljómsveitin útvarpshljómsveit og rekin af RÚV að hluta og við hefum náttúrulega ennþann í dag mjög gott samstarf við bæði RÚV og Rás 1 og Rás 1 sendir út nánast beint frá hverjum einustu tónleikum sem er náttúrulega mjög mikilvægt í svona okkar hlutverki því við erum auðvitað þjóðarhljómsveit, hljómsveit allar landsmanna og það var hér áður fyrir það er alveg rétt, þá var farið í ferðir þar sem var bara ferðast á milli og spilað bara í flestum félagsheimilum á landinu sko og sem er mjög mjög mismunandi hljómburður og eflaust hafa alls skraupert stundum. Já, væntanlega sko en við leggjum upp úr því í dag líka að rækta þessi tengsl og sem dæmi af því ég nú sjálf utan að landi þá er mjög eftirminnilegt þegar hljómsveitin kom til Húsavíkur og spilaði í Íþróttahúsinu og ég fór með foreldrum mínum að hlusta ég man þetta mjög, mjög vel. Hvað varstu gömul? Ég hafi ekki verið svona 9-10 ára, eitthvað svoleiðis. Ertu byrjuð að læra hljóðfæri? Ég byrjuð að læra hljóðfæri, og en ég man að það verður mikil hvatning. Mikil hvatning og rosalega upplifun. Þú veist að þetta er eitthvað svo magnað fyrirbæri sinfóníuhljómsveit, þú veist svona margir sem að saminast í einhverju einu og leggja, þú veist, alla krafta í það. Hópvinna er svo hann gerist best. Já, algjörlega. Egoið til liðar? Já, einhver leiti sko. Metnaðurinn alltaf til staðar sko, klárlega. Já, en mér finnst þetta mjög mikilvægt. Þú veist, það eru þetta, og við höfum svona lagt okkur eftir líka á síðastliðinum árum að vera líka með fleiri beinar útsendingar í sjónvarpi en svo líka það að fara og vera í þáttöku með fólki utan Reykjavíkur af því að auðvitað á fólk á höfuðborgarsvæðinu greiðari aðgangaði að koma á tónleika en við sem dæmi núna bara í vor fórum á Snæfellsnes og stoppuðum reyndar í Borgarnesi á leiðinni og heldum skólatónleika og vorum svo með
tónleika í Íþróttahúsinu í Stykkishólmi og þar voru sko kórar af öllu svæðinu búin að sameinast þannig að það var 90 manna kór á svæðinu sem söng með hljómsveitinni þetta var yndislegt og alveg þétt setinn bekkurinn og frábæra viðtökur þannig að það er svona þetta sem að skiptur okkur líka rosalega miklu máli að eiga þetta svona samtal og samstarf. Já, sko hljómsveitin var nokkuð lengi vel í Háskólabíói. Já. Hvar hún áður? Manstu það? Það veistu það? Já, hún var náttúrulega sko, hún var náttúrulega tíma í Þjóðleikhúsinu. Hún var líka í hvað heitir hann nú, bíóhúsið við Snorrabrautina. Já, Austurbæjarbíó. Þar eru fyrstu tónleikarnir. Í Bíóbæi eða var það ekki? Já. Þar til dæmis eru fyrstu tónleikar hljómsveitarinnar haldnir. En svo var náttúrulega í miklu samstarf líka við Þjóðleikhúsið og þá var Þjóðleikhúsið að setja upp óperur og annað og hljómsveitin þá spilaði í þeim uppfærslum. Þannig að svo fer hún yfir í Háskólabíó sem að mörgu leyti var bara mjög skemmtilegu staður að vera á og mögnu nýting á því húsi og margar góðar minningar sem að fólk ofta að rifja upp frá þeim tíma sem að hljómsveitin var í Háskólabíói en það er þannig 2011 með opnun Hörpu sem að hljómsveitin svona í fyrsta sinn öðlast svona, hvað maður að segja, heimili við hæfi í rauninni sko og náttúrulega flytur þá inn í Hörpu og er að æfa við kjör aðstæður í Eldborg sem er algjörlega framúrskarandi salur. Já. Sko menn eins og Askenasi og sko Íslendingar hafa náttúrulega borið eins og þú sagðir sjálf áðan við erum svo heppin að það kemur svo margt úrvalsfólk til okkar, ekki bara í þessari listgrein heldur í fleiri listgreinum og ekki bara listgreinum heldur við værum ekki svo þjóð sem við erum í dag ef við hefðum bara öll verið saman á eigin okkar. Til dæmis Askenasi, hafði hann áhrif á starf hljómsveitarinnar mikil og eru svona einhverjir burðarásar sem að Já, ég held að hann hefði haft mjög mikil áhrif, bæði bara þetta laðaðan til landsins líka fjöldan allavega af listafólki. Tengslin. Já, tengslin sem hann hafði. Og svo þetta með listahátíð í Reykjavík. Þar náttúrulega verða ýmsir svona stór viðburðir í sögunni að veruleika og þetta bara, skiptan líka gríðarlega miklu máli bara í þeirri vegferð að við myndum eignast tónlistarhús bara þjóðin og lagði heldur betur sitt af vogaskálarnar varðandi það þannig að hann er mjög mikilvægur partur í sögu hljómsveitarinnar og náttúrulega frábært síðan að hann auðvitað stýrði opnunartónleikunum í Hörpu og svo var það 2018 þá fór hann með hljómsveitinni í tónleikaferð til Japan. Það sem leikið var fyrir fullu húsi og fjölda tónleika þannig að hann er gríðarlega mikilvægur hluti af sögu hljómsveitar. Sko ég ætla að ræða við þig og eftir ráðningu nýs aðal hljómsveitarstjóra ykkar en áður en ég kem að því þá langar mér svona aðeins að lýsa fyrir þér upplifun minni af því að vera fastagestur og fylgjast með tónleikum Sinfóníu hljómsveitarinnar. Það er eitt sem ég smá áhyggjur af. Það er meðalaldur gesta. Ef þú ert þarna svolítið aftarlega þá eru eiginlega allir sköllóttir eða gráhærðir. Bara alveg alla leiðina upp að sviði. En það er samt íkjur. Það er alveg ungt fólk innanum og stundur sér maður börn. Og mann er voða gaman alltaf þegar maður sér börn. En sko maður hugsar, hann er nú svo sem ekkert ókeipis miðinn. Það er eitt af því sem maður hugsar og svo hugsa maður líka þegar meðalaldurinn er svona hár það ákveðin ógn við svona framtíð starfsins ef þú reynir að bregðast við þessum punktum. Já, ég skal gera það. Sko
Ég held nefnilega sko Sinfóníuljónsveit Íslands hefur ákveðna sérstöðu þarna. Bæði það að í svona mælingum sem við gerum reglulega bara á markhópnum okkar og bara almenningi almennt, að þá eru jákvæðustu þeir sem eru jákvæðastir gagnvart hljómsveitinni sem sagt fólk á aldursbilinu 18-25 ára og svo svona 60 ára eldri eða 55 ára eldri, ég man ekki nákvæmlega hvar skurðurinn liggur. En þannig að ég held að það sé mikil sókn í því fyrir okkur og ég held svona ef við berum okkur saman við aðra hljómsveitir að þá töluvert ungu fólki sem að sækir viðburði hjá okkur. Einhver að tala ykkar máli í samfélaginu? Við auðvitað bara... Ráðherrar? Já. Þingmenn? Finnst þér menningunni almennt svona sinnt og hampað sem skildi mikilvægi menningarinnar? Sko, mér finnst margir tala mjög skýrt og vel fyrir menningunni og ég held til dæmis bara, þú veist, svona það sem að þau verkefni sem að menningaráðherra hefur komið á laggirnar núna bara síðustu vikum og mánuðum jafnvel, ef við horfum bara svo stutt tilbaka, eru stór og mikil og mjög mikilvæg fyrir íslenska menningu. Ég myndi þetta ofta alveg vilja að það væri meiri umfjöllun og sýnilegri umfjöllun menningarstarf. Og mikilvægi menningar. Já, mikilvægi menningar, klárlega. Ég er alveg sammála því. En við erum auðvitað meðvitu líka það að við þurfum að sinna mjög fjölbreyttri dagskrá eða fjölbreyttri flóru af tónlist og Sinfóníuljónsveit Íslands ólíkum þörfum og ég held að sko bara í gegnum tíðina hafa Sinfóníuljónsveit Íslands gert það virkilega vel og bara talandi eins og fræðslustarf þú veist á einu starfsári erum við kannski að taka móti svona 14-16.000 grunnskólanemundum í heimsókn í á tónleika hjá hljómsveitinni sem dæmi fyrir utan náttúrulega bara svona opna viðburði fyrir fjölskyldur og svo svona tónleikaröð og þetta fræðslustarf og þetta samtal við skólana hefur verið mjög svona samofið í langan tíma í rauninni, þú veist, kannski nánast frá upphafi að það var verið að fara í íþróttahúsin í skólanum og spila sko, og halda skólatónleika og það er mjög mikilvægt og mikilvægur bara partur af okkar hlutverki við erum til dæmis með Ungsveit Sinfóníuljónsveitar Íslands við erum með hljómsveitarstjóra akademíu fyrir ungt og efnilegt tónlistafólk sem hefur áhuga á því að feta sig á þeim slóðum að verða hljómsveitarstjóri og við hefum verið með svona vinnustofur fyrir tónskáld og þannig að það er mjög mikill metnaður í þessu að eiga í samstarfi við ungt fólk. Er gott starfsár hjá þér svona eins og ef við líkjum því við fermingaveislu að sko þarna allt sem okkur fannst svo gott fyrir 30-40 árum, það er hangikjötið og brauðtertan og en svo þarftu líka að vera með eitthvað exotíst og nýtt og spennandi. Það komið sushi þarna einhvers staðar út á kantinn og svo ertu með eitthvað svona mjög funky og augrandi. Er það svona gott starfsár í þínum huga það sem að leitast við blöndu af því sem er hefðbundið, við getum kallað það gamaldags en samt er náttúrulega flutningur hljómsveitarinnar í hvert og eitt skipti eitthvað nýtt og áherslur. Er þetta svona, eru þið samblanda af því að þjónusta fólk sem vill vita að einhverju leiti að hverju það gengur með mjög þekktum perlum í tónlistarsögunni og svo líka eitthvað sem er svona meira nýstárlegt? Já. Og það er kannski líka sem er svolítið svona sérstæðan hjá okkur af því við erum eina hljómsveitin með fastráðnum hljóðfæraleikurum á landinu. 88? Já, nákvæmlega. Já, og erum þar að leiðandi gegnum við mjög ólíkum hlutverk. Já.
mér finnst það mikill kostur, mér finnst það mjög skemmtilegt við starfið og ég held að það gefur líka, þú veist, það gefur hljómsveitinni ákveðna sérstöðu, það gefur hljómsveitinni bara reynslu í að fara út fyrir kannski þægindaramman stundum og gera öðruvísi hluti. Þannig að ég myndi segja að Sinfóníuljómsveit Íslands sé mjög framsækin hljómsveit í samanburði við margar hljómsveitir þar sem þú veist kannski, ef við tölum til dæmis bara Finnland, þar sem eru held ég hátt í 30 hljómsveitir, svona kannski ekki allara fullri sinfónískri stærð en hljómsveitir starfandi. Já, vá. Þú veist að þá kannski meiri svona ákalla á að skapa sér sérstöðu en hjá okkur þá felst sérstaðan eiginlega í því að sinna mjög mörgum ólíkum hlutverkum. Já, ykkur hefur heldur tekist það ágætlega undanfarin ár. Að minnst kosti, ég hef nú ekki langa sögu þarna sem gestur, en segðu mér að því nefndi verða aðgöngum með hans, ekki smá stéttaskipting í þessu? Þetta nú ekki fyrir kannski blá snögt verkafólk? Við leggjum okkur eftir því að hafa mjög breytt verðbil og eftir því hvað fólk situr í húsinu? Já. Og líka bara eins og við tölum nefndum ungt fólk, þú veist, við erum með skólakort, þar sem ungt fólk getur komið og fengið miða samdægurs, jafnvel bara á besta stað og þannig ég myndi svona telja miðaverðið okkar sér nú. Er það menntaskólaaldurinn sem á þessu? Það ég held að segja upp í 25 ára. Og byrjar við menntaskólaaldur? Já. Ég nefnilega að því ég fyrir stundum með dóttur minni sem píanuleikari, hún bara 13 ára. Ég held að henni hafa aldrei búist. Ég held að ég þurfa alltaf að kaupa með á fullorðinsverði fyrir hana. Við þurfum að kanna það, hvort að hún get ekki sótt svona skólakort. Á þess að þetta vitalega bara að þróast út í einhvern nepotisma í þeim nefnum. Já, en ég held að sé mjög mikilvægt, þú veist, fyrir okkur að við viljum vera aðgengileg. Og við þetta bjóðum líka upp á þó nokkuð mikið að viðburðum án endurgjalds. Já, og einmitt. Þá skulum við víkja sögunni til Barböru Hannigan. Já. Mjög spennandi að maður sá nú bara umsagnir eftir tónleika hennar fyrir nokkrum vikum. Það var eins og Íslendingar hefðu aldrei orðið vitnið að öðrum eins listviðburði sem hún sló algjörlega í gegn og hefur svo verið áður hjá okkur. Já. Og svo er hún bara allt í hennu, hvernig ber það til að hún bara leiðin hinga til að vera hér í nokkur ár? Já, þetta er alveg magnað ævintýri. Ég er eiginlega ennþá svona að trúa þetta hafi bara gengið allt saman upp. Kanadíska mannesku? Já. Hún sé ekki, hvað er hún gömul? Hún er, þú sé svona rétt rúmlega 50. Já. Og fædd í Nova Scotia. Já, sem að er hún raunverulega heimsfræg eða er hún bara fræg á Íslandi? Nei, hún er nefnilega raunverulega heimsfræg og þetta er alveg Og fyrir hvað er hún fræg? Ef þú byrjar á því fyrir þá sem ekki þekkja til hennar. Hún alltaf fyrst verður hún fræg sem sópransöngkona. Hún alltaf bara gríðarlega öflusöngkona og er bara á stendur mig framalega sem slík og svo fer hún út í það að vera að þróa það að vera að syngja og stjórna í einu á sama tíma. Og það eru bara örfár sem hafa gert það fyrir hana, er það ekki? Já, og enginn með svona þeim hætti sem hún svo gerir Og er eiginlega ekki hægt að lýsa Nei, nákvæmlega, og þarft eiginlega að upplifa það og síðan þú veist er hún með þessu náttúrulega bara hefur það svo þróast í að það í ríkari mæli er hún líka fengin síðan til þess að koma og stjórna tónleikum. Þannig að hún er auðvitað kannski svona þekkt í heiminum sem syngjandi hljómsveitastjórinn en hefur verið það svona, það hefur fjölgað mikið þeim tónleikum sem hún stjórnar. Já, og hvernig byrjar þetta? Hver talaði við hvern? Það var náttúrulega held ég búið að vera bara draumur hjá hljómsveitinni mjög lengi að fá hana til samstarfs. Á hverju? Út af þessari sérstöðu held ég hennar. Og ég kem svona inn í samtali í rauninni þá er ég að funda með henni Vigdísi sem er listastjórnandi listahátíðar og við erum svona velt upp
hvað væri í boði til að vera með á dagskrá 2022 og þetta líklega 2020 sem við erum þá að ræða saman það og þá bara Hannigan einhvern veginn sameiginleg svona eitthvað sem okkur langaði gríðarlega mikið báðum til þess að sjá á dagskránni þannig að við förum bara og setjum það í gang og svo bara púslast þetta þannig að það gengur allt upp. Hún laus þessar dagsetningar sem ekki sjálfgefið í þessum bransa og hún kemur 22 og kemur fram á 2 tónleikum og það var alveg frábærir viðburðir og það bara leið og hún kom og ég man svo, þetta svo sterk minning sko, bara ég kem niður og ég hugsa byttu, er byrjuð æfingin út af því það var bara tómt einhvern veginn allt á baksviðinu og oft svona ekki erils en fólk svona ná í eitthvað og það bara allir klárir inn á sviði og hún gengur svo inn og sko maður bara upplýði strax leið og hún byrjaði að stjórna æfingunni einhverja ótrúlega kemistríu og orku milli hennar og hljómsveitarinnar og það eiginlega það sem að veldur því að bara eftir þessa tónleika á listahátíð segir hún ég vil koma aftur á næsta ári og við sem, já við viljum mjög gjarnan fá þig aftur þannig hún kemur aftur 23 síðasta sumar og þá var hún bæði með okkur í Eldborg og svo fórum við í Hof á Akureyri endum starfsárið þar og og aftur urðu einhverju töfrar og þá svona fyrir við bara ræðum eitthvað áframhaldandi samstarf og bókum náttúrulega þessa tónleika núna sem voru í apríl og já, svona æxlaðist þetta að bara Hafðir þú uppurðið þér til þess að spyrja hvort þú geti hugsað þér að koma og vera hérna fast eða? Sko við vorum í rauninni bara svolítið svona að kasta á milli hugmyndum og síðan erum við með, þú veist við erum með svona nefndir hljóðfæraleikara sem að koma að ákvörðunartöku þegar svona málefni þær voru mjög jákvæðar í rauninni það svo stjórnin sem að tekur endanlega ákvörðun en það endaði þannig að mér var falið að ganga til samninga og það alveg einstaklega ánægilegt. Hvenær kemur hún? Hún byrjar haustið 26 og þetta svona í þessum heimi að þá eru aðalhljómsveitarstjórar að stjórna ákveðnu fjölda vikna á ári og eru svo með ýmis önnur hliðarverkefni þannig að hún verður hjá okkur með 6 tónleika í áskriftaröðum á ári og þess utan eru svo fyrirhugaðar upptökur og tónleikaferðir. Já. Í 3 ár eða? 3 ár, já, til að byrja með það. Ég sá að New York Times fjallaði þessa ráningu. Já. Og hún verðist hafa skekið listaheiminn á alþjóðavísu. Já, hún gerði það og það er rosalega ánægilegt að sjá áhrifin sem að eins og þessi tiltekna ráðning hefur fyrir hljómsveit eins og Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þú veist, það eru bara bæði listafólk sem að vill gjarnan koma og vinna með henni. Það eru, tónleikaferðir komnar á teikniborðið og upptökur, það er alveg fullt af hugmyndum sem hafa borist bara á þessari viku sko. Ekki trúið því, Barbara hrósaði áræðinni hljóðfæraleikara Sinfóníuhljómsveitarinnar. Hún svona lýsti þeim eins og þeir eru til í tuskið henni fannst það ekki sjálfgefið. Myndur þú segja að væri svolítið ögrandi og svona léttur andi inn í hljómsveitinni til þess að accept challenge? Já, ég held sko, þú veist, ég held að það sé kannski þetta eins og ég var að tala áðan af því að hlutverki er svo fjölbreytt og þau eru svo þjálfuð í því að vera að fara út fyrir ramman að þá eru þau til í þau í að gera það og eins og þegar hún er með sín verkefni sem eru svolítið út fyrir bóksið. Þetta er eins og þú þekkir að þá var það hennar svona rosalega sterk upplifun að þau bara treystu henni og hún þeim einhvern veginn til að fara þessar leiðir. Þá gerist eitthvað alveg magnað. Já,
En nú myndi ég giska á að þessir 88, þeir skiptust kannski þannig að það veru 10-15 svona íhaldsamir sem að myndu bara vilja spila Strauss á hverju kvöldi eða eitthvað. Nei, ég bara að bylla eitthvað. Bara svo ég leiki mér bara með einhverja svona hugmyndir og skilu hvað ég á við. Eru bara allir, er hljómsveitin þannig samansett að allir eru bara sem blaðsíðu? Sko, ég held að þú veist, við erum með 88 listamenn sko, einstaklingar sem hafa sína skoðanir og allt svoleiðis en þegar kemur til dæmis að þessu þá klárlega er fólk gríðarlega ánægt og mikil ánægja með það að fá hana til liðs við hljómsveitina. Ég held sko varðandi svona verkefnavalið að þá held ég að fólk kunni að meta fjölbreytt efnisval en auðvitað er örugglega mjög mismunandi hvaða tónskáld eða tónverk er í uppáhaldi hjá hljóðfæraleikurum sko. Sko listfengi hljómsveitarinnar frá til tíma myndir svo að vera gott í dag? Já, mér finnst það og mér finnst sko hljómsveitin það eru mjög svona listrænar kröfur og listræn gæði eru svona alltaf mjög ofarlega hjá öllum, þú veist, og það er mjög mikill metnaður. Það er svona það sem mér finnst einna skemmtilegast við starfið, þú veist, það eru allir þarna af ástríðu, það vilja allir gera betur og ná lengra og þannig að þú veist með svona stóran hóp sem allir að stefna í þá átt að þá verður árangurinn hann tala sínu máli sko. Ég held að líka þú veist það var auðvitað mikill fengur í því að komast inn í Eldborg og byrja að æfa við þær aðstæður. Hljómsveitin þurfti smá tíma til þess að bara læra á salinn og við erum reyndar ennþá að þú veist það er náttúrulega endalösi möguleikar í salnum og við erum alltaf að Hvað er best að sitja fyrir þá áhorfendur í sal? Það er held ég svolítið persónu bundið sko. Mér finnst til dæmis mjög gaman að sitja framarlega á þriðju svölum. Mér finnst rosalega góður hljómburðurinn þar. En það er mjög mismunandi hvernig fólk hvar það óskar eftir, eða svona hvar þeirra uppáhaldssæti eru sko. Akkurat, já. En sko þessi sko þetta verkefnavalið áttu ekki von á því að það verði svona ómikil framúrstefna hjá Barbaru með að við svona Ég hlakka nú bara til að sjá hvað hún býður okkur eða leggur til að koma með en auðvitað eru við með starfandi verkefnavalsnefnd sem að fjallar líka um verkefni hljómsveitarinnar og eins og ég nefndi áðan, þú veist, við erum að sinna ýmsum skyldum sem hljómsveit en ég held að það mun ekki kollvarpa verkefnavalinu hjá hljómsveitinni sko. Ég væri persónulega til í heilmikið sko. Já, gott að vita. Já, en ég held að að fólk samt sko það vill hafa hvað maður að segja, svona, mín upplifun er svo að fólk er að sækjast eftir því að koma á viðburði sem eru upplifun. Þú vilt koma og það sem mér finnst svo mikil snilld svona í hennar prógrammeringu þú veist, það er alltaf einhver þráður eða einhver saga sem að tengir öll verkin saman. Þannig að það er alltaf verið að færa þér einhvers konar ævintýri eða þú veist, það er alltaf eitthvað svona samhangandi, þú veist, mér finnst líka gaman að sækja tónleika þar sem eru hefðbundnari, þú veist, það er bara forleikur og konsert, hlé og symfónía en mér finnst þetta mjög áhugavert að fara meira út í svona svona annars konar nálgun. Já. Hvernig er hljómsveitin skipuð þessir 88 sko
Er helmingur hljómsveitarinnar af erlendu bergi brotin nú orðið eða er það eitthvað minna? Nei, það minna, en það mjög áhugavert að reyna að greina þessar tölur því að það er svo mikið af hljóðfæraleikurum sem búið að starfa við hljómsveitarna kannski 30-40 ár og tala betri íslensku en ég. Þannig að það var einhvern veginn svona orðið svolítið einhvern veginn hvernig skilgreinir maður aðila sko. En við auðvitað, við störfum á alþjóðlegum vettvangi, við erum með hæfnispróf og þau fara fram fyrir tjaldi. Já, blind í þeim skilningi að þú veist ekki hver að... Nei, ekki í fyrstu umferðinni og þannig að þetta er auðvitað svona svolítið strangt ferli að fara í gegnum að sækjum stöði í sinfóníuhljómsveit. En mér finnst það kröfunar hafa bætt gæðin. Kröfunar, já, þau gera það náttúrulega og bara, ekkert bara hjá okkur, ég er bara hljóðfæraleikarar að verða sífellt færari, bara við, þú veist. Krakkarnir yngri og yngri sem að slá í gegn. Já, alveg ótrúlegt, sko. En ég held, sko, fyrir okkur líka þá er það gríðarlega dýrmætt að vera fjölbreyttur hópur. Já. Mér finnst það mikil kostur að starfa í þannig umhverfi. Eru konur búin að taka völdin svolítið? Það verður eftir já, kannski, þú veist, það er alltaf núverandi aðalhjómsstjóri, frábær, Eva Ollikainen og svona kannski... Og það eru sennilega meira en 50%? Í rétt rúmlega, það er samt svona, þetta er nokkuð góður balans hjá okkur, sko. Ætli þetta raði stundu þannig á tónleikum að þær séu meira í strengjónum og Já, kannski. Það er svo. Þannig að maður upplýfur það kannski að séu það getur verið sko. Algjörlega. Eins og það líka, skiptir líka máli, þú veist, fyrirmyndir, eins og pákuleikaran okkar, hún Soraya, algjörlega frábær og þú veist, ég er alveg viss það að hún er fyrirmynd stúlkna sem hafa áhuga að halda áfram slágursnámi. Æðislegt. Já. Lára Sóley, mér langar að kynnast þér aðeins eða leyfa áhorfendum og hlustendum að kynnast þér aðeins í lokin áður en við sleppum þér frá rauðaborðinu. Þú elst upp á Húsavík. Já. Fiðluleikari. Já. Segðu okkur aðeins svona frá sjálfriðir og tónlistinni. Hvar er ég að byrja? Voru góði kennarar á Húsavík? Já. Ég var alveg ótrúlega lánsum ég sem sé ákveð það þegar ég var 6 ára að fara að læra á fiðlu og hafnaði því algjörlega að læra blokkflötu með bekkjarfélögum mínum. Ég veit svo mikið alveg nákvæmlega hvers vegna en ég fekk þetta í gegn. Ég veit alveg hvers vegna. Ég reyndi sjálfur að læra á blokkflötu. Nei, fyrir við mögum ekki sína neina fordóma. Nei, alls ekki sko. En ég fekk allavega það í gegn að fara að fá að læra á fiðlu sem var draumur og lendi hjá alveg yndislegum kennara, Sigríði Einarsdóttur. Og hún var svo umvefjandi og frábær og þannig ég er rosalega þakklátt fyrir að hafa fengið svona mjúka leiðsögn inn í tónlistarnámið. Það var alveg ómetanlegt. Og svo kannski ekki Suzuki sannsagt, hefðbundin? Nei, en ég var nú svo sem alveg svona kannski hálf Suzuki, hún var ekki Suzuki kennari, en ég sótti Suzuki námskeið og svona á þessum tíma. Til að hverju þá? Já, þá var hún Lilja Hjaltadóttir þar. Með Kristni Erni. Þau hafa nú ekki unni lítið starf hjá Allegro eða bara fyrir og síðar. Já, ákvæmlega. Ótrúlega sko. Heldur betur. Nema hvað að kannski það sem er svona ólíkt í mínu tónlistanámi er auðvitað bara Húsavík er ekki mjög stór staður en tónlistarskólinn var og er gríðarlega öflugur og tækifærin fólust svolítið í því að maður bæði í samspili bara með alls konar hljóðfærum. Ég var ekki bara í strengjasveit eða eitthvað slíku, heldur bara með harmoníku, gítar og saxofóna og öllu blanda saman og lög útsett fyrir okkur og svo kannski líka að maður fekk að sýna mikið frumkvæði sjálfur. Og það er svona ef okkur datt í huga að setja á laggirnar eitthvað verkefni eða tónleika annað þá var það einhvern veginn frekar einfalt sko. Þannig að ég held að svona
að þessi grunnur sé eitthvað sem að ég hef byggt mjög mikið á síðan. En ég sem sagt... Og þú spila bæði eftir eiran og nótum. Þú ert jöfnum höndum, getur þú gert það? Já, ég myndi svona segja það. Ég var nú þarna með Didda Hall og Ingimundi sem að voru mikið að voru að spila saman á harmonikku og gítar og þeir voru ofta að plata mig til að koma að spila með sér og og þar þurfti ég að spila margt eftir eiranu sko. Jú, það var mjög góð reynsla. En svo var ég líka koman Valmar Valjóts, hann kom til Húsavíkur þegar ég er 12 ára og það var líka mikið frá Íslandi. Já, hann alltaf gríðalega fjölhæfur eins og þú veist og það var líka mikil innspýting fyrir mig og ég fór síðan í tónlistaskólinn á Akureyri, byrjaði að fá að spila með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands þegar ég var svona 14 ára. Það var, þú veist, rosalega dýrmætur skóli að fá tækifæri þar. Og síðan eftir menntaskóla þá flutti ég til London og fór að læra fiðlu. Og var í Bretlandi í, rúm 5 ár. Í Wales? Ég var í Wales, já. Hluti til í London og svo í Cardiff í Wales, já. Og svo kom ég aftur bara og var á Akureyri svolítið tíma, sko. Varstu að kenna þar? Já, ég var að kenna og spila og svo á Þú ert eitthvað að spila með manninu þínu? Já, við vorum svolítið mikið að spila saman. Þið eruð þannig dúó sem að komið fram á Þorrablótum, ekki satt? Já, bara við ýmis konar tækifæri, já. Og svo á þeim tíma líka verið að opna hof, þannig ég var svona tók þátt í því og var síðan í starfi hjá þeim í nokkur ár. Þannig að svo var ég lánsum líka að bæði hljóta listamannalaun og vera bæjarlistamaður svona eftir ég var farin að vera bara sjálfstætt starfandi og gat þá sýnt svona ýmsum verkefnum og hugmyndum mínum og svo það bara svona ákveðnum tímapunkti sem að því hafði alltaf og hef alltaf haft með mikinn áhuga á bara svona bæði í rauninni verkefnastýringu og listaefnisstjórnun og þannig að þá tökum við ákvörðunum að flytja til Bretlands og ég fyrir nám og það var auðvitað alveg svona, þú veist, smá stórt skref að flytja með 3 börn og mann og allt út en alveg frábært nám og þá flytjum við til Cardiff aftur sem var skemmtilegt og svo það í rauninni bara svona þegar ég er langt komið með námið sem að staðaframkvæmdastjóri auglýst og Þú bara hoppar út í laugina Já, það var þetta svona algjört draumastarf fannst mér og finnst enn en ég ákvað bara að sækja kannski svona fyrsta hugsunum líka bara svona að láta vita af mér að þetta væri það sem ég hefði áhuga á en annars sáum við alveg fyrir okkur að vera í Bretlandi einhver tíma sko en já, svo bara fór og við flyttum heima aftur þarna árið síðar Þetta nú falleg saga Já, einmitt, já Fyrirlistarpa frá Húsavík Já, einmitt Já, þetta já, og líka bara ég held, þú veist, allt sem að maður starfar við og er að gera það er svo gaman þegar það kemur saman og maður næra nýta það í eitthvað svona starf eins og mitt í dag svona, já Tekur maður ekki með sér allt lífið? Jú, já maður gerir það já. Og læri svo alveg helling líka og svo læri maður Galdurinn að halda áfram að vera auðmjúkur og í hlutverki nemandans það ekki bara? Jú og ég meina það líka svo eins og í hljómsveit eins og okkar, ég meina það svo margir hljóðfæraleikarar búin að starfa þannig áratugum saman þú veist, það mjög mikil reynsla þarna og Er aldrei erfitt að tjónka við þau? Það alveg, þú veist, það getur verið áskorun að sinna þessu starfi. Þetta náttúrulega fólk sem býr yfir svona miklum hæfileikum að þú ert einleikari með sinfóníuhljómsveit, sko, það náttúrulega búið að setja tíma sinn í eitt
ákveðið svið, Já, svo mikið að það getur vel verið að til dæmis bara eins og félagslegir hæfileikar séu ekki 100% og eitthvað sluðis, skiptir maður ætla? Já, ég held sko samt kannski að það snúist líka, þú veist, það er mjög mikil helgun, þú veist, fólk í þessu bara að líf og sál, þú veist, og þetta er auðvitað vinnan þín, en ég held að þetta er miklu meira en bara vinnan þín, þú veist. Þannig að þannig það eru auðvitað ólíka skoðanir á ýmsum hlutum, en ég held að hljómsveitin sé, það er svo mörg tækifæri og það er svo margt spennandi framundan líka núna að já, þannig ég er mjög þakklátt fyrir að fá að sinna þessu starfi. Gaman að heyra það. Gangi ykkur bara vel og við bíðum spennt eftir Barböru. Já. En það er nægu tími til stefnu og verður búið upp á væntanlega heilmargt skemmtilegt. Það verður gaman þegar þið kynnið næsta starfsár og þessu er enn ekki lokið. Meiri segja tónleikar annað kvöld, ekki satt? Jú, tónleikar annað kvöld. Lára Sóley Jóhannsdóttir, kærar þakkir fyrir komuna. Takk kærlega fyrir mig. Nú þá sláum við botnin í þáttinn í kvöld. Ég minni á að klukkan 16 á morgun, föstudag, verður Gunnar Smári hér með vikuskammtinn þar sem hann fær skemmtilega viðmælendur til að gera upp fréttir vikunar og ágætt að minna ykkur kæru áhorfendur og hlustendur á það líka að við erum ykkur mjög þakklátt fyrir vaxandi stuðning við samstöðuna. Fleiri ykkar kjósa að bústa líftíma og auka dagskrá samstöðarinnar með því að greiða mánaðalegt gjald sem er ekki hátt, það er krónur 2500 aðeins og ef einhver ykkar gætuð hugsað ykkur að auka líkurnar á að við blómsturum áfram og viljið greina það mánaðalegt framlag þá farið þið bara inn á samstöðin.is og leitið þar að hnappi þegar þið skrollið niður þar sem ástendur áskrift og ekkert vesen. En þetta verður ekki lengra hjá okkur í kvöld. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.